Já, velkomin að Rauðaborðinu á þriðjudagskvöldi. Það margt í boði hérna í kvöld, hérna í lok þáttarins kemur hann Sigurður Gylfi Magnússon, prófessor í sagnfræði. Hann hóf útgáfu á ritröð sýnisbók íslenskrar alþýðumenningar fyrir meira en kvart öld síðan og síðan hafa bæst við þessa ritröð. Það eru 34 bækur sem hafa verið gefnar út, margar stórkostlegar perlur sem eru sýnishorn af svona heimildum, dagbókafærslum, sögum og skráningu, mikið til alþýðu fólks sem að sýnir bæði horfna Íslandssögu sem að við kannski sjáum ekki alltaf fyrir höfðingjasögunni sem haldið að okkur eða félagssögunni. Þannig að eru sýnishorn af sýn einstakra alþýðumanna og alþýðukvenna á lífsitt og samfélag. Sigurður Gylfi kemur hérna eftir og ég ætla að ræða við hann þessa ritröð en líka svona áherslur í sagnfræði einsöguna, hvort að við getum skilið tíman með því að horfa á söguna út frá sjónarhóli einnar manneskjur, en líka svona átök sem hafa verið söguna. Ég alltaf gaman að tala við Sigurð Gylfa og ég býst við að þetta verði skemmtilegt spjall. Það eru mikil átök í Frakklandi, það eru kosningar seinna í mánuðinum. Macron boðaði til kosninga eftir slæma útrið sína í kosningu til Evrópuþingsins. Torfi H. Tulinius mikill áhugamaður Frakkland og franska pólitík. Hann kemur hérna og við spjöllum saman hvað getur komið út úr þessu, hver eru átökin sem eru í Frakklandi, hvort að þetta veðmál Macron að styrkja stöðu sína með þessu kosningu sem kannski að snúast í höndunum á honum, að hann getur komið kannski miklu veikari út. Tjörfi Schjött doktorsnemi í sagnfræði, hann hefur komið hingað reglulega í Rauðaborði ekki lengi, hann var hérna meira í síðastlið sumar og þá var við fyrst og fremst að fjalla Úkraínustríðið og þróun þess og hann kemur hérna á eftir og ég ætla að fara með honum yfir svona ýmsa fréttir sem að tengjast í stríði, varnarsamningin sem að Bjarni Benediktsson gerði við Zelenski, friðar ráðstefnuna í Sviss sem að Úkraínumenn héldu, fréttir í New York Times að friðarsamningur hafi raunverulega legið fyrir vorið 2022 sem að við reyndar á samstöðunni fjallað áður og margt sem að tengist þessu stríði sem að ekki bara að breyta öryggismálum í Evrópu og náttúrulega valda Úkraínumönnum gríðarlegu tjóni, heldur breyta valda hlutföllunum í heiminum. Við höfum stundum verið að fjalla hér heilbrigðismál með ýmsum hætti, stundum fróðlegast að heyra í sjúklingum, reynslu þeirra af heilbrigðiskerfinu og hann Hólmsteinn Bjarni Birgisson, húsamálari, kemur hérna á eftir og ætlar að segja mér frá sinni reynslu. Tilefnið var það að ég var eitthvað að nöldra á Facebook að ég hefði þurft að bíða í meira en ár eftir tíma hjá sérfræðilæknum sem ég reyndar ekki ennþá fengið og Hólmsteinn hafði þá samband við mig og sagði að það var beðið 3 ár eftir tíma hjá gigtarlækni. Hann með alvarlega sjúkdóma, hann Hólmsteinn, og hann ætlar að segja okkur frá því hvernig það að vera sjúklingur inn í heilbrigðiskerfi sem að hriktir rækilega í. Þetta það sem við bjóðum upp á við Rauðaborðið í kvöld, hvetur ykkur til að hlusta á þau viðtöl áður en að við vindum okkur í þau, þá minni ég ykkur á að samstöðin byggð upp af framlagi áskrifenda. Það almenningur í landinu sem að byggja upp samstöðina. Þú getur slegist í hópinn með því að fara inn á samstöðin.is, það hnappur sem ástendur áskrift, þú getur skráðið fyrir 2.500 krónum sem grunn áskriftin og mátt borga meira ef þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið og það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Það eru áskrifendur sem eru að byggja upp þennan umræðuvettvang og þennan fjölmiðil og það eru framundan stór skref sem okkur langar til að stíga og ef að þú vilt taka þátt í því og leggja því lið þá hveti ég til þess að gerast áskrifandi sem allra fyrst. En eftir örstutt hlé að þá vindum við okkur í viðtöl kvöldsins. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við
að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, heyrðu, við ætlum aðeins að ræða heilbrigðismál. Þannig var að daginn var ég að skrifa inn á Facebook að það væri orðið þetta er ársammali beiðni heilsugæslunnar minnar eftir viðtölum hjá sérfræðileiknum. Ég held ég að það eru sendar út 3 beiðnir og ég hef ekki ennþá heyrt neitt frá þessum sérfræðingum og ég var svona að nefna það að það verði kannski merki þess að heilbrigðiskerfið væri hrunið og eins og vill verða þegar maður kastar svona ykkur út á Facebook að þá verður ykkur umræða það og svo hefur fólk samband við mig sem hefur kannski ykkur sambærilega reynslu og kannski leikurinn til þess gerður. Og einn af þeim sem að hnifti í mig var Hólmsteinn Bjarni Birgisson, húsamálari. Já, sæll. Þú kannaðist eitthvað við þessa sögu að þú eru að bíða langa tíma eftir? Já, ég hef aðeins verið þarna. Það eru semst 3 ár í dag síðan ég var greindur með 2 slæma taugasjúkdóma. Ég var þar á undan með eina greiningu sem héti vefjagigt, sem nú svona eins og við talum stundum ruslakeistu. Og ég geymdi það bara með mér, var ekkert að ræða það neitt meira. Svo fara verkir að vera staðbundnir og meira svona vesen á höndum og fótum. Og þá kemst ég semst til heimilislæknis, fæ heimilislæknir hérna í borginni, ég kem utan á landið, þannig ég fæ heimilislæknir í borginni og við finnum út úr því að ég þurfi einhverja sérfræðinga. Og þar kom fyrsta biðin, það voru 6 mánuðir. Þá kemst ég hendurnar á mjög færum taugalæknir sem að hefur tekið vel á móti mér og gert mikið fyrir mig. Já. En alla svona sérfræðinga og allt sem ég hef farið í þar á milli út frá þessum taugasérfræðing, eins og til dæmis giktlæknir, þar beið ég í 3 ár eftir giktlæknir. 3 ár eftir bara að fá að hitta hann? Já, bara að fá að hitta hann og fá bara raun og veru alveg lesið út úr blóðpröfu, sko, er þetta staðan og hvernig það er, sko, það sem giktlæknir á að skila sínu. Það tók 3 ár. Síðan beið ég 2 ár eftir ofnæmislæknir, því að það er mjög algengt í þessum sjúkdómi sem ég er með small fiber neuropathy og large fiber neuropathy. Þessi sjúkdómar hjá mér hafa komið vegna sjálfsofnæmis og þá er mjög erfitt að finna, sko, í raun og veru, þú veist, þetta getur verið svo mikið sem getur hlaðist bara á sjúkdóminn á þess að ég gerir mig grein fyrir. Sem eru þá afleiðingar af sjúkdómum? Sem eru afleiðingar af sjúkdómunum, því að þetta eru svona, eins og maður segir, systur sjúkdómar MS og Parkinson og ég segi það því að þessi eru oft líkt við, þetta eru sambærileg einkenni. Ég fæ sömu einkenni og MS fólk og ég fæ sama einkenni og Parkinson. Og kemur þetta í svona bylgjum, er þetta svona köst sem þú færði það? Ég get fengið köst og hef fengið 2 mjög slæm köst sem hafa endað á bráðamóttöku og þurft að vera þar. Ég hef mist málið þar sem ég held ég var að fá heilablóðfall og þannig að þetta er búið að vera mjög skrautlegur rússibanni og svo er manni svona hent fram og tilbaka eins og gerist bara í þessu kerfi. En sko þessi taugasjúkdómar, þessi 2, þeir eru mjög erfiðir. Það er, sko, þetta er þekkt í Bandaríkjunum en þetta er ekki mikið þekkt í Evrópu og sérstaklega ekki á Íslandi. Þannig að það er engin sérfræðingur í þessu beint? Ekki beint í þessum 2 sjúkdómum en ég hef búin að fara, sko, við erum 4 á Íslandi með þessi sjúkdóma. Ég hef komist að því núna. Við erum með smá svona grúpu og við erum á Facebook hverju fólk sem vil athuga hvort það sé eitthvað sambærilegt hjá þeim. Og ég spyrja að því að nefni það, hvernig hefur þeim gengið að fá viðtöl? Það hefur verið voða svipað, það hefur gengið svona upp og niður. Einn af þessum Íslendingum bjó erlendist þegar hann greindist og hann fekk mjög flotta greiningu í Þýskalandi og bara mjög vel tekið á því, þannig að hann kom heim með svolítið svona góð skjöl. En það er ekki alveg svo gott hér, en staðfestingin er komin á sjúkdómanum mínum. Þessi sjúkdómar munu setja mig í hjólastól eftir svona 3 til, ég veit ekki, það er talað 3, 5, max 10 ár, maður svona bara heldur í vonuna. En það er engin lyf sem á að henda mér. Við erum búin að prófa
Við erum búin að prófa 28 lyf og sum af þeim lyfjum hafa sett mig bara bakk í heila viku, þar sem ég bara ekki komist á fætur eftir að hafa prófað þau. Eru það þá lyf sem eiga að vinna á sjúkdómnum sjálfum eða afleiðingum hans? Í raun og veru, sko, það er ekkert sem getur snúið þessum sjúkdómum við. Já. Það er engin lyf til sem að stoppa þetta, það er engin lyf til sem að snúa við, ekki frekar en í MS. Þetta er bara komið og svo það bara að fylgja því eftir. Og þú ertur bara að fylgjast með því hversu hratt hann þróast hjá þér? Hversu hratt hann þróast og ég þarf að hafa svona augasvolítið með því sjálfur. Ég fór á Reykjalundin, ég hafði ekki úthald í að klára, ég bara orðið þannig, ég svona eins og ónýttur GSM-sími, ég rosa góður á mótana, sko. Svo eru bara svolítið að koma í ljós, sko, að batterið nær allan daginn eða hálfan daginn. Og þú veist það ekki fyrirfram hver orkan þín er? Nei, og eins og að mæti svona við tölulega standi ykkur þá það maður að hvíla sér vel fyrir. Ég gerir mig fulla grein fyrir að ég er bara að fara heim eftir þetta og það er ekkert meira eftir þessum degi. Ekki meira í dag? Nei, þetta er búið í dag, sko. Takk fyrir það. Og eyða orkunni svo fyrst í dag í þetta. Já. En þú ert með ágætislækni sem heldur utan sjúkdóminn sjálfan. Já. Og hann vísaði síðan að hann þarf að það eru aðrir sem að geta sinnt einhverju sem eru afleiðingar af sjúkdómnum. Já. Og til þess að hans meðferð sem hann er að stýra að þannig hlýtur að vera mikilvægt að það komi niðurstaða út úr. Já, það er mjög mikilvægt og líka það sem stressa mig í þessu að ég er með þessum sjúkdómi fylgir það að ég geti fengið sem sagt, það er 50% meiri líkur á því að ég fá hjartaáfall heldur en þú og það eru 50% meiri líkur á því að ég fá heilablóðfall heldur en þú. Þetta fylgir þessu sjúkdómum og þetta kemur mikið til út frá því að líkaminn er alltaf í fight and flight mode, ég er alltaf verkjaður og þar alveg byggist upp svona spenna í líkamannum og maður er bara gangandi með svona eins og stóran kvíðan út í maganum og þú veist ekki af hverju, sko. Og eins og ég segi, öll lyf sem við höfum prófað hafa ekki virkað, ekki skilað neinum árangri, þannig að ég hef verið að mikrodósa kannabis efnin og safna mér öllum upplýsingum utan af Bandaríkjunum með það og hér í gegnum Hampfélag Íslands fengið mikla aðstoð það líka og við höfum verið að reyna að fá þetta löglegt. Það gengur ekki fyrir mig að ég er ekki með MS eða Parkinson. Ef ég væri með þessa 2 sjúkdóma þá fengi ég sem sagt kannabis mér til hals og traust. Það er ekki hægt að ég er ekki með þessa sjúkdóma. En þannig að reglugerðin er bara of þröng? Reglugerðin er eitthvað þröng, það þarf eitthvað að skoða það. Þeir nefna þessa 2 sjúkdóma, en hefðu svo sem geta nefndu sagt bara og aðra sjúkdóma sambærilega eitthvað svoleiðis. Þá myndir þú sleppi gegn. Þá sleppi ég einn, sko, og svo svo skrítið, sko, í þessu að þegar ég hef sambandið við Bandaríkin og fer að kynna mér þetta með kannabis og annað, því við erum komin svolítið í stopp hérna á Íslandi með hvaða lyf við að nota, þá segja þeir að þessi sjúklingar sem á kannabislyfunum úti, þeir hafa getað fækka mikið af lyfjum sem hafa verið að taka fyrir, sem fara illa með líkamann og skipti út fyrir kannabisefnin og sögðu að þetta eiginlega bara kannabis mun virka mjög vel á fjölþætta svona taugasjúkdóma, allt frá vefjagigt og svo taldum bara alla mína og upp úr, sko. Og ég fór þetta bara beint hérna í heilbrigðisráðherra og reyndi að komast að, það tókst á endanum allan og fekk hann skilaboðin. Og nú bara svona verið að vinna í þessu, hvort að þetta sé hægt að skoða þetta fyrir mig eða fleiri og þetta svolítið svona erfitt að standa í því að á meðan ég lyfjalaus og gott sem ég get keypt eitthvað á svörtu markaði en það ofboðslega dýrt og ekki fyrir venjulegt fólk eiginlega að gera. Það ekki vera með svona mikróskammta í þessu? Jú, þetta bara tekið inn í smáskömmtum. Ég nota svo kallaða RSO-olju sem mjög sterk, mjög góð. Ég nota það eiginlega sem svefnlyf því að ég búin að vera í svefnvanda í mörg ár út frá þessum verkjum. Og hvernig svefnvandinn? Vaknar þá ofta? Já, rosa erfitt með að sofna, bara út af verkjum og peringi og svo get ég bara, ef ég legg eitthvað vitlaust eða bara eins og dagurinn það getur bara verið löngu nótt og ég hafi ekkert með það og dauðþreyttur, ég hef ekkert með það að gera, sko. Þannig að þú vaknar ég vakna ítrekkað aftur og aftur stundum. En verður aldrei djúpum svefni? Nei, ég er að ná svona 4-5 sem að fer illa með heilan í manni, eða ekki? Að minnkar minni og einbeitingu Já, og það hjálpa nú ekki til. Ég er með heilaþóku fyrir þessu fylgir þessu sjúkdómum, þannig að maður það svolítið að vanda sig. En heilaþókan, fylgir hún sjúkdómunum eða lyfjunum? Nei, ég er núna bara alveg lyfjalaus. Ég er bara að mikrodósa kannabis, það er eina sem ég tek og þau vítamin sem settur upp fyrir þessu sjúkdóma sem beðið sérstaklega en að öðru leiti get ég óskup lítið gert, sko, annað en bara svona reynt að fá athygli á það að það þarf að löglega kannabis á Íslandi og við þurfum eitthvað að laga til í heilbrigðiskerfinu því að þessi biðlisti eins og til dæmis, sko, þó maður frekist bara að segja fyrir mig alveg rosalega langur því að ef ég í hjartavesinni eða eitthvað í gangi
þá voðalega þungt að sitja heim og bíða jafnvel í ár til þess að fá bara að vita að hlutinir í lagi eða þá að eitthvað að breytast sem að maður náttúrulega vonar aldrei, sko. Eða jafnvel að það sé ekkert þetta að gera. Það er betra að fá að vita það. Það er betra að þið býði 3 ára eftir því. Já, en það er með þessa sjúkdóma, maður veit svolítið vel að það er ekkert hægt að gera og ég finn það alveg, ég er að hniga mikið, sko. Ég er búin að missa alveg 50% getu vinstra megin í líkamannum og það er alltaf að verða svona ákveðin hluti sem er að verða þyngri. Það er að vera erfitt að hreyfa sig. Það er til einhver meðferð sem að færði til þess að þér líði betur, eða ekki? Þótt að þú læknist ekki. Það eru, sko, þau miðtöðalyf sem við fluttum inn, ef þau hefðu virkað fyrir mig, þá hefði mér örugglega liðið mun betur. Þá var slegið mikið á verki og annað slíkt. Ég er alveg búið með þennan lyfjabanka á Íslandi, ég er búin að taka út Oxycontin-töflur. En ég eiginlega bara treysti mér ekki til að fara niður þá braut. Ég veit alveg að Oxycontinu mun klárlega hjálpa mér ef ég tek það. Ég efast ekkert það. Þeir mun líða betur í fyrstum sinn, en síðan mun þeir líða vel. Fyrstum sinn og svo fer þetta að taka í og það voru upplýsingar sem náttúrulega þú getur auðfundið á netinu og svo bara í þeim samtölu sem ég haft bæði á Íslandi við lækna hér og erlendis að auðvitað þegar Oxycontinu er eina sem er eftir, það enda það ekki vel, sko. Það mun örugglega taka mig fyrir niður heldur en sjúkdómandi því að ég er bara 45 ára, sko. Þannig að maður þarf aðeins að pæli því og það er mjög erfitt svona og skrítið utanumhald að fá svona sjúkdóma bara á sig, skilurðu, og ég gerði ekki til þess að afla þeirra inn. Þetta er ekki þér að kenna? Þetta er ekki mér að kenna, þetta getur verið lífstílstengt og þá er verið að tala um sko meðhöndlaða sykursýki í mörg ár eða ofneysla á áfengi eða einhverjum sérstökum vímuefnum sem geta kallað þetta fram. Ég var með ekkert að því, sykurinn var í lagi, áfengi hefur ekki verið vesinn, hefur ekki notað fíkniefni, þannig að þá er þetta bara eitthvað sem mætir. Og bara fengið þetta út úr óhappdrætti lífsins. Það er svolítið þannig og svo var ég lengi að reyna að komast til Kára Stefánssonar, til að athuga hvort þau getur fundið eitthvað og gert eitthvað meira. Ég hef ekki fengið neins svör við því en ég hef heyrt utan að mér að í raun og veru getur hann bara staðfest að þessi sjúkdómar séu borð og út frá hvaða galla það kemur en ég er engu nær, skilurðu. Og fá að lausnir til á honum, bæði vegna þetta eru erfiði sjúkdómar. Já. En svo ert þú kannski með sjúkdómar sem ekki margir eru með og þá er kannski athygli þeirra sem ætti að vera að leita lausnum ekki mikil á honum. Nei, hún sko, hringurinn er alltaf að þrengjast því að nú er ég búin að vera hjá mínum taugalæknir í meira en 2 ár og við höfum unnið mjög ötulega og hún hefur verið duglega að taka inn allt sem ég kem með á borð sem ég hefur aflað með upplýsingar og fer yfir það til þess að vinsa svona úr og útskýra fyrir mig hvort að þetta hendi eða ekki. En í raun og veru getum við ekkert, sko, nú erum við eiginlega komin hring í því. Nú er svona, þú veist, við erum búin að prófa lyf, við vitum alveg að það þarf að hreyfa sig inn í hófi og það þarf að passa svefnin og það þarf að passa matinn. Allt þetta er að verða alltaf erfiðara, svefnin að vera erfiðari, hreyfingar að vera erfiðari og ég er alltaf að lenda í því að það eru svona meira af fæðu sem ég þól ekki, bara fer ekki niður og ég get ekki unnið úr og allt þetta, sko. Þannig að þetta er að verða svolítið svona maður að vera pínu smeykurinn í leiðinu svona, við þurfum eitthvað að gera í þessu. Og ég finn það til dæmis með þau kannabislyf sem ég hefur verið að nota hérna á Íslandi með leiðbeiningum bæða utan og hér, að það hefur hjálpað mér alveg gríðarlega því að ég svona virðist sko, ég kemst út úr þessu fight and flight momenti með því og ég get svona lina verki úr þessum verkaskala 10 niður í svona 3 og það er bara heiminn og haf en ég finn alltaf fyrir skroknum, sko. Hvað eru verkinir ef maður spyrja? Þeir eru mjög staðbundnir í fótum og alveg upp undir, þetta er komið í mjöðum núna á mér, það eru mjög svona erfitt að hreyfa þær. Getur lýst þessu verkjum? Þetta er semst það sem gerist er að film eða húðin fyrir utan af fíntaugakerfinu og þetta er bara svona eins og ramaskapall sem búið að opna og svo leiði bara út hér og þar. Ég er að fá svona stingi og krampa köst og þetta eru svona stöðu þungi verkir eins og sért bara með skurðið að labba á legokupum þegar þú vagnar á mótnana og fram eftir degi, sko. Og líka tilfinning inn í fótunum, þannig að það sé eins og þau svíði í taugakerfið. Já, þetta er svona hitabruna tilfinning og ég hef stundum verið með ægilega verk í fótunum og ekki gert mig grein fyrir hvort mér er ofsalega heitt eða ofsalega kalt en svo er það ekkert með hitanangar, þetta eru bara verkir. Og svo er þetta komið upp í hendurna núna líka. Það er að verða erfiðara að halda utan á hluti og opna síma og svona, reyma skó. Missur þá hluti? Já, hendurna bara stífna upp og ég missi bara, þetta er svona eins og að vera bara í lúffum allan daginn. Ég finn fyrir höndunum, sko, þess að ég tek utanum.
ég þarf að passa mig rosalega í eldhúsinu til dæmis því að heitt og kalt ég finn enga mun á því sko, ég annarkvæmt bara fæ brunasár eða ekki, þannig að ég þarf að passa mig mjög mikið á þessum hlutum sko. Ég til dæmis í dag finn ég ekkert fyrir tánum á mér, það eru alveg farnar, það eru bara svona hangandi framan á og ég hef nú lent í pínu sköndnu aðtökjum með það, ég sem sagt fór á klósettu nóttina og ég sparkaði í þröskuld, þetta gerist síðasta sumar, ég tábraut mig, þannig ekki fyrir því. Það vissi ekki að því. Nei, ég vaknaði daginn eftir mjög marinn og ringi minn heimilislæknir og ég sendi beint í röntgen og það var mjög erfitt að útskýra það að ég hefði vaknað svona, ég muni ekki eftir hvað hafi komið fyrir. Flestir hefði nú fundið þetta. En þetta er svona staðan, þannig að ég þarf að passa mig gríðarlega yfir daginn og þessi bið eftir að komast áfram í heilbrigðiskerfinu og fá einhver svona þegar þú ert á þessum stað, þessu fylgir ákveðu óöryggi því að ég hef stundu fengið svona þessi gerfi hjarta áfalls svona einkenni, ég fæ stingin og ég fæ hjartatruflanir og allt þetta og maður er alltaf svona á ég að hringja núna á sjúkrabíl og þetta getur verið farið eftir 20 mínútur skilur og þetta er svolítið svona erfið stað að vera í og maður er svolítið svona einnarinn að fisk út skilur, læti ég þetta slæta og ég ger eitthvað í þessu og þegar dagarnir eru búin að þungi kannski 2 daga og ég hef bara orðið virkilega erfitt með að fókusa og hreyfa mig að þá hvert hringi maður, hvað á ég að gera skilur ég er svolítið heima bara er ekki með neinn lyf og litla aðstoð þannig að maður svona veit ekki alveg hvert maður snýr sér. En þið finnst að það hefði mátt taka svona betur utan um þig? Já, það hefði mátt gera það og svo fylgir þegar þú fær svona stóra sjúkdóma eins og þessa 2, þetta er eins og MS-greining pluss Parkinson-greining og þessi bara svona, þú fær þetta í andlitið, fær klappa á öxlina, gangið vel, ég mæli með að þú kynnir þetta vel því þetta eru þungi sjúkdómar og þetta er að breyta lífinu og þar með enda þessi læknatími. Og klappa á öxlina. Klappa á öxlina, svo ferð þú heim og ferð að lesa þig til og svo næstur og kennst í læknis þá áttu með lista sem þú rennir yfir til að spyrja, er þetta, á þetta við mig, er þetta svona? En maður hefur heyrt þetta frá mörgum sjúklingum og það sem að fólk hefur sagt að það sem er mikilvægt eins og þú nefndir sem að er, hvað ég að segja, svona jafningjasamtal, það sem að vera að tala við aðra sem að hafa gengið gegnum svipað, að það sé mikilvægur stuðningur. Það er það og ég var svo þakklátur þegar við föttuðum að við værum 4 á Íslandi með Small Fiber því að þá gæti ég heyrt í einhverjum á Íslandi og ég sendi oftar en ekki á þau og við erum virk þarna inni að spjalla. Þetta fólk, svo sem eina af okkur sem hefur lengst verið með þetta held ég að sé komin hátt í 16 ár og það er töluvert síðan að hún greindist en það er jákvæmt Já, en það er líka erfitt að horfa upp á þannig einstakling því að ég á eftir að vera hún, skilur. Ég sé stöðuna sem hún er mjög illa farin og ég sé stöðuna sem hún er í og ég sé fólki sem er með mér sem hefur greinst, sko, sem er aðeins greinst á undan mér, hvað þau eru að gangi gegnum og ég svona veit þá eftir að koma mig eitthvað að því en svo er ég líka með einkenni sem þau eru ekki með, þannig að þetta er svo misjæmt, sko. En er þetta ekki dæmi um það að þú sérð áhrifin á þeim frekar heldur en sjálfum þér? Í raun og veru sko og ég hef líka, það hefur alveg verið bent á það til dæmis þegar ég er orðinn þreyttur þá slagaði ég mjög mikið, ég verð svona eins og sé drukkin og fólk hefur stundir svona allar að keyra í þessu ástandi, allar ert að fara að þanga núna á eitthvað svona og ég finn þetta ekki sko, ég átta mig ekki á þessu en ég kveiki á því þegar ég er farin að grípa ansi oft í handriðin eða farin að setjast mjög mikið þegar allt er farið að rugga, þetta er búið, orkan er búin í dag. En þú ert óvinnufær eða? Ég er óvinnufær í dag, ég er búin að vera að stoppa í heilt ár og það er mjög erfitt því að ég var málari og var með fyrirtæki og gekk bara mjög vel. Þannig að þetta er mikið högg að fara bara af úr því bara að vera málari í vinnu og nóg að gera og nóg framöndan og allt bara æðislegt yfir í þetta bara í raun og veru nú þarfst þú bara að passa hvernig þú hefur daginn og þetta hreyfaði í dagkælum og þetta passa matinn og reynda að ná sem bestum svefni meira hef ég ekki í raun og veru í höndunum með þetta. En hvernig komst þú út úr því svona fjárhagslega að koma út úr svona bara á hápunkti starfstímans og vera keyptur? Já, ég hafði nú vitað því að hafa tryggt mig mjög vel. Ég hafði aukatryggingar, bæði líftryggingar og sjúkratryggingar og það kom sér mjög vel þegar ég lenti í stoppi. Og hjálpaði manni gríðarlega og ég fattaði raun og veru ekki og búin að stoppa í hálft ár þegar ég fór virkilega að svona þakka því bara já, ég væri ekkert hér ennþá ef ég hefði ekki verið svona veldreiðið fyrir. Þannig ef þú horfir á það sem þú hefur, þá er bara lungin af því er það sem að þú hefur borgað ekstra í tryggingar. Og ég þurfti að
ég til dæmis bjó hérna í Kópavogi í Penthouse íbúðstóri, við seldum það hjónin og færðum okkur yfir á Selfoss í ódýrari húsnæði og mér fannst líka bara svolítið erfitt að vera í borginni að fylgir þessum sjúkdómum svona, ég var mjög þreyttur í háaða og mikið til byrtu og öðru slíku, þannig að ég vildi komast út á landi, ég utan á landi og var alltaf ætlaði ekki að vera í borginni, þannig að það að hafast, en það sem ég langar til að benda á til Selfoss náttúrulega að verða borg. Selfoss að verða borg, þenja svolítið út og stakka. Hún mjög stór og þetta fallegur bær, allt á sléttu og svona, það sem að heilla mig núna bara hvað ég fljótur út í búð og heim, mér finnst það bara dásalegt sko, og minni umferð og svona. En mér langar til að benda ykkur á eitt í sambandi við þurfum að tala tryggingatan og heilbrigðiskerfið. Núna til dæmis á að senda gögn frá heilbrigðiskerfinu á tryggingafélag mitt. Ég að fara í þetta mat, þar sem ég verða annað sko gerður upp eða þá við höldum áfram að reyna að halda í vonum að þetta gæti kannski lagast. Þetta semst eitthvað sem að tryggingafélagi setur upp. Taugalæknirinn minn búin að senda tryggingafélaginu 2 sinnum gögnin. Gögnin hafa ekki borist til tryggingafélagsins. Og ég svona spurði nú tryggingafélagi, ég segi, heyrðu, ég að kaupa þjónustu ykkur á ég alveg að þurfa að keyra frá Selfoss inn í Reykjavík til að ná í pappír hjá taugalæknum til að koma þeim í hendurnar á ykkur. Hún segi, kerfið á ekki að vera svona, það er eina svari sem ég fekk, en þau greinilega vinna þannig að þau að fá bara gögn í hendurnar og búið sko. En staðan orðin þannig að ég þarf að fara til taugalæknis. Þú flytur á milli. Ég þarf að fara með á milli. En þetta svolítið þannig að til dæmis læknir sem sér sjúkdóminn hann sendir þig til gigtalæknisins og þú ert alltaf sendur í að gera allt saman þetta er ekki svona one stop shop. Nei, þetta er ekki og svolítið svona eins og segi í þessari stöðu bara svo erfitt að vera svona út svo varnalaus. Ég veit ekkert hvað er framöndan og ég finn alveg ég að hniga en ég hef ekkert samtali með er ég á réttri braut með eitthvað að ég hef verið að gera eitthvað betur. Það er alltaf rosalega erfitt að komast ekki inn í svona endurhæfingu þannig bæði biðtími og svo bara hef ég átt erfitt með endurhæfingu því að ég bara að hniga það hratt sko. Ég gerir mig ekki alltaf grein fyrir, ég mæti einhvers staðar og rosa brattur og svo batterið búið á hálftíma sko. Þannig að maður þarf svolítið að ég hefði þurft meira bara spjallu einhverja færa sérfræðinga heldur kannski endilega að prófa að labba á bretti eða fara í sund í dag sko, þú veist þetta er ekki og áttu þá við að styrkja sjúkdómsinsægið þitt og svona, ég segi ekki kannski sátt eða svona skilning á þeirri stöðu sem að það er það sem að þú myndir helst vilja að fá. Já, og en kannski hún ekki boði því það sem er lagt á þig er mikil byrði og það er ekki gefið að það sé til einhver svona leið til þess að sætta sig við það. Nei, og það sem ég passa ekki inn í MS eða Parkinson félagið sem slíkt sko og við bara 4 á Íslandi þá höfum við óskuplítið svona annað en bara okkur 4 til að spjalla þetta sem þá yfirlega bara ég hef lent í þessu staðinu svona skilur en þetta er svona allar upplýsingar sem ég á þessa sjúkdóma koma stærstu hlutum sko úr podcastum eða þá upplýsingum á netinu eða samtölum til Bandaríkjanna inn á klínika sem ég hef bara tekið sjálfur sko, símtöl því að ég fæ ekki alveg fullnægjandi svör hér og ég skilða alveg því að það eru 4 hérna bara á Íslandi sem við vitum með þessu sjúkdóma. En einhver leyti getur þetta verið það að læknarnir hafa áhuga á sjúkdómnum en ekkert svo mikið áhuga á sjúklingnum. Já. Er það ekki? Jú, en sko mér finnst samt svolítið svona og ég skilða vel læknastéttin mjög tímabundin, þú farið einhverja 15 mínútur skiluru og í einhverjum erfiðu sjúkdómum eins og ég að eiga við þar sem er lítil þekking á Íslandi þá veit ég ekki hversu mikið grafið fyrir mig upp af upplýsingum. Mér finnst ég svolítið sjálfur vera að móka upp upplýsingum sem ég ætti að fá í hendurnar og það er mjög slítandi að þurfa að fara á svona marga staði hérna, þú veist, hitta sérfræðinga allt í kringum þetta svo mikið bras eins og núna að fara að sækja einhverja pappíra til að rúlla maður á ekki að þurfa að standa í þessu skilur og það að ég bý á Selfossi þetta svolítið kostnaði líka að fara alltaf í borgina til að arrangera smáhlutum sko. Það er margir kvartað við því að það sé alltaf verið að senda þann sem að sækja þetta þjónustu á milli með og vísunum frá og það vantar þetta og þetta vottorð og sem er stundum bara óskiljanlegt sko. Já, það þarf að vera með fæðingavottorð, ég meina er ekki augljóst að ég hafi fæðst. Já, þetta þarf svona einfald þetta kerfi og það þarf að vera mun meira spjall í kerfinu því að viðtal við lækni í dag, þetta eru bara nokkra mínútur og hann bara
hnit með að svara þínu einu spurningu eða tveim og svo bara það fleira vinnur. Og ég veit ekki alveg, skilur þegar þú ert á þessum stað og veist ekki alveg hvað framundan og finnur út að fara aftur bak í lífinu. Ég svolítið að klifra niður stegan eins og við segjum, fara aftur niður á gólf, að það bara tölver átök sko, að gera það bæði andlega og svo að vera svona vitni að því líkamlega að ég get ekki haldið í sko, maður alltaf að reyna að halda í og þau 2 skipti sem ég hef komið mér á sjúkrahús eiginlega eins og maður segir sjálfur út af því að maður hefur bara ætlaði að gera mikið, reyna að labba mikið að farið og þétt í sund þetta eru bara svona atriði sem taka mig bara niður 1 og 10 þegar ég ætla eitthvað að reyna að bæta mig upp sko. Ég spurði hérna fjárhagslega og svo ég búin að spurði líkamlega stöðu, hvað með svona félagslega stöðu? Hvað árið hefur það að kippa svona út úr erli dagsins? Já, hún breytist helling. Þú dettur náttúrulega úr þessu daglega umhverju með strákunum í vinnunni eins og maður segir. Svo bara orðið erfiðara fyrir mig. Það meira ég heldur en að maður standi ekki vel félagslega en þetta að mæta einhver staður og ætla að vera í mat og sitja fram eftir kvöldu eitthvað, þetta alltaf að verða bara erfiðara og erfiðara. Og minn svona besti tími kannski yfir hádaginn og þá eru nú flesti bara í vinnu sko. Þannig að maður svona já, þetta eru djöfisins átök bara og erfitt að vera í samskipti við fólksni og bara svona þessi svona í gegnum síma, en maður ekkert að hitta allt og marga og vanta svolítið þetta sko. Þú veist að það mikilvægt að halda því við, æfa sig. Já, það mjög mikilvægt að mæta og taka spjallið. En ef að þú látum bíða hérna eftir tíma hjá gigtalækni í 3 ár, hver tilgangur með því? Af hverju þetta svona? Ég skil það ekki og eins líka það var mjög mikilvægt fyrir mig og okkur sem að mér standa að hafa þá hluti á hreinu til dæmis því að ég var til dæmis bara settur á einhver gigtalyf af því að það kemur í ljós í blóðrannsókninni að það einhver gikt, þá bara tökum við einhver gigtalyf. Það tók 3 ár að fá þetta á hreint hvað ætti raunverulega að nota og hvernig þetta virkaði og annað slíkt. Það lyf hentaði mér ekki. Ég held að hitt lyfið hafi heldur ekki hentað mig því að ég fann enga mun á því. Ég var bara að taka eitthvað lyf. Þannig að þetta, útiloka svona hluti fyrir. Af hverju að taka gigtalyf í 2 ár þegar þú til dæmis startist ekki eða þá þú ert með eitthvað sem að eða samheita lyfið að komast sem næst í bara svona til að gera eitthvað. Ég vil frekar fá aðeins bara betri þjónustu og geta gengið út frá því hvað það sem ég þarf að gera sko. Og það það sem ég finnst svolítið vanta í kerfi okkur. Við erum með svona sko, það ekki til neitt með á blað, hvað skal gera, hvernig skal bregðast við þessu skilur, við erum ekki komin þangað með þessa sjúkdóma hér á Íslandi og það mjög erfitt sko fyrir mig. Og maður velti líka fyrir sér þegar þú ert í stöðu eins og ég í dag, lyfjalaus, mikið verkjaður og svefnlaus, með lítið utanumhald og þarft að þvælast hann á milli staða. Af hverju ekki hægt að fá til dæmis bara lögleiðingu á þessu lyfi fyrir mig, þá var það kannabisi að því ég get haldið í það og ég get notað það, skilur. Það mun hjálpa mér gríðarlega og það hefur gert það. Og ég hef kynnt mér það mjög mikið og mér finnst þetta mjög svona ósættalegt að þurfa að sita bara í einhverju svona limbo í loftinu, jú, líklega einhver dag verður þetta nú löglegt og eitthvað, en þú veist, hvenær? Hvað langt í það? Hvað erum við að tala um? Og þetta bara pennastrygg, því að það allir í kringum okkur búin að löglega þetta. Þetta til dæmis orðið eina stærstu útflutningsstöðurinn Dana. Þetta löglegt í Svíþjóð, í Þýskalandi og fleiri stöðum og Spáni og öðru slíku. Ég skil þetta ekki alveg. Öll Norðurlöndin eru með prógram fyrir medical marijuana eða lyfjahamp eins og við köllum hann. Og við erum algjörlega bara sittum hjá. Við hefum ekki hugmynd þetta og þetta geti hjálpa svo mörgum bara allt frá vefjagigt og bara ýmsum sjúkdómi sem þetta getur gripið inn í og aðstofað. En við vitum þetta. Við vitum þetta. Ráðuneytið veit að þessu. Já, það nefnilega svolítið magnað og svo eru til bara mjög færi læknar í þessu og það verður ástefna hérna í sumar eða í haust hjá HAMP-félaginu. Það sem við fáum lækna utan, það sem verður farið yfir sko, þeirra stöðu og framfarið sem á orði og þær eru gríðarlega sko. Og mikið inn í hnitmiða inn á ákveðna sjúkdóma og sýndur fínn árangur í því og menn eru svona, þú veist, þetta að gerast. En við veitum ekki neitt. Ísland alveg á kantinu. Við látum eins og við veitum ekki neitt. Já, við látum eins og við veitum ekki neitt. Ég veit ekki hvað það sem að trufla þetta. Herðu Hólmsteinn, takk fyrir að koma hingað að Rauðaborðinu og segja þína sögu. Takk fyrir að leyfa mér að blása. En ég ætla að sitja hérna áfram og reyna að skilja samfélagið sem við lifum í og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum.
Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, nú ætlum við að ræða alþjóðamál, öryggismál, horfa fyrst og fremst kannski til Úkraínustríðsins og til að hjálpa okkur við það þá hingað komin Tjörfi Schött sem doktorsnemi í sagnfræði sem kom hérna fyrir einhverjum síðan og fjallaði mikið með okkur Úkraínustríðið og gaf okkur allavega þá mynd sem var líkari því sem frammyndan varð heldur en mátti ráða í mörgum öðrum fjölmiðlum. Það þannig, Tjörfi. Já, eins og gagnsóknina og fleira sem við ræddum að þeim tíma. Herðu, það eru nokkur mál sem tengjast Úkraínustríðinu sem við myndum vilja ræða og kannski fyrst það varnarsamningur Íslands og Úkraínu sem Bjarni Benediktsson og Zelenský skrifuðu undir og það nú komið einhverja fréttir af þessu frá íslenskum stjórnvöldum en að mörgu leyti þá miklu glöggari mynd sem má sjá á tilkynningu á síðu forseta Úkraínu, Zelenský. Já. Kemur fram, kannski með mynd af þeirri síðu hérna uppi. Já, eins og við sjáum hérna þá gaf vefsíða forseta embættis Úkraínu út fréttatilkynningu þennan tvíhliða varnarsamning sem að Bjarni Ben, forsætisráðherra, skrifaði undir með Zelenský á fundi í Stokkólmi þann 31. maí. Og það mjög áhugavert að lesa þessa yfirlýsingu og það sem þarna kemur fram. Það kemur fram miklu meira í þessari yfirlýsingu heldur en kom fram í fréttatilkynningunni á VF Stjórnarráðsins. Já, það sem hefur komið fram í íslensku fjölmiðlum og í tilkynningu Stjórnarráðsins bara mjög takmarkaðar upplýsingar. Þarna kemur fram miklu meira innihald samningsins og svo líka búið að birta allan samningin á ensku. Þetta náttúrulega fréttatilkynningin á ensku og það líka annar hlekkur á vefsíðu forseta embættis Úkraínu. Það sem allur samningurinn birtur í heild sinni á ensku og við getum skoða ákveðin. Hvað það sem áhugavert í þessu? Já, byrjum á því bara það sem segir í fréttatilkynningunni. Það áhugaverðasta sem segir í fréttatilkynningunni að þarna talað fjárútlát Íslands til Úkraínu og það talað að á árunum 2004 til 2028 muni Ísland gefa 4 milljarða ári. Já, ári í stuðningi til Úkraínu og það mjög mikið áhersla á að þetta sé í tengslum við varnir og hernaðartengmál. Og það talað að Ísland muni hjálpa til við að byggja upp hergagnaiðnað Úkraínu. Þetta sagt í fréttatilkynningunni. Og það líka talað að Ísland muni sérstaklega hjálpa til við að styðja við konur í Úkraínu hér. Og svo getum við bara séð ákvæðin í varnarsamningnum sjálfum og það sem og þá ef við fáum næstu mynd byrjum bara fyrsta atriði, það til dæmis segir í grein 861 að samningurinn gildir 10 ára. Ég til dæmis ekki sé þetta í annars staðar. Þetta kemur ekki eins og fram í fréttatilkynningunni. Þetta kemur ekki fram í tilkynningu forsætisráðuneytisins. Ég hvergi séð að samningurinn gildir 10 ára, en þetta stendur þarna þegar maður les textan í samningunum sjálfum. Þannig að við getum ætlað að ef það eru 4 milljarðar ári í þessi 4 ár sem hefur komið fram í tilkynningu íslenskra stjórnvalda, að það munum við alltaf hætta þá. Þannig að kannski þetta samningur upp á 40 milljarðar eða? Það er alltaf að segja að þetta verður 4 milljarðar ári þessi ár til 2028 en svo segir að samningurinn gildir í 10 ár, þannig að hvernig á að túlka það skilur. Og þetta minnst líka áhugavert því að varnarsamningur til 10 ára, það verið að gera ráð fyrir því að stríðið mun enda í 10 ár er það ekki líka kannski það sem að þýðir Það gæti það yrði allavega varnarsamningurinn gildi ef svo væri að stríðið myndi halda áfram í 10 ár. Já, hann muni gilda í 10 ár Þannig að þetta áhugavert atriði sem ég ekki séð neins staðar annars staðar Og svo ef við förum á næstu mynd að þá þarna útlistað svona fleikar upplýsingar fjárútlát Íslands og til þess að þýða þetta klausa númer 7 í samningnum það segir að árunum 2022 og 2023 veitti íslenska ríkisstjórnin Úkraínu það bil 2,9 milljarða íslenskar króna í efnahags- og mannúðaraðstoð og 2,6 milljarða til stuðnings við varnir Úkraínu og
ég ekki viss að þetta stangist, að þetta passi við sko fyrri upplýsingar sem við fengið, að Ísland hafi látið nú þegar sko á 2022, 2023 2,9 milljarða í efnahags- og mannúðaraðstoð og 2,6 milljarða í stuðnings við varnir Úkraínu. Það komu fram hann að kaupin sem að voru í gegnum Tékkland sem voru 300 milljónir og svo var vísa til þess að Íslendingar hefðu lagt peninga í einhverja sjóði NATO áður, en ég man ekki eftir svona hárri uppað, 2,6 milljarðar í vopnakaup. Ég hef ekki segjað annars þar, þetta stendur allavega í samningnum á vefsíðu forsetaembættis Úkraínu, þannig að það mætti spyrja stjórnvöld hvernig útskýrið þið þetta, hvað eru þessi 2,6 milljarðar sem hafa verið lagðir til stuðnings við varnir Úkraínu. En það kemur þarna neðst í þessari klausu sem varst að birta að Ísland skuldbundir sig til að leggja 2 milljónir evra sem eru svona nálægt 300 milljónum íslenskra króna til þessara tékknesku kaupa. Já, þarna kemur fram sko tékknesku kaupin á skotfærum fyrir Úkraínu og það er sérstaklega minnst á það í þessum samningi og það segir að árið 2004 hafi Ísland og þegar lagt 2 milljónir evra sem eru hvað 300 milljónir íslenskra? Já, 300 milljónir íslenskra króna og við komum að því aftur og eftir, en fyrst sko náttúrulega þessi klausa sko sem ég myndast á áðan ef við fáum næstu mynd að það hérna kemur fram í samningnum sko að Ísland sko skuldbindur sig til þess að hjálpa Úkraínu við að byggja upp sinn hergagnaðinnað og þá sko markmiðið að hergagnaðinnaður Úkraínu verði sko samþættur við það er kallað sko öryggis og varnarkerfi NATO. Já, varnarkerfi NATO. Já. Þetta er það sem það segir í þessari klausu sko. Þá er spurning hvernig á að túlka þetta, hvernig á Ísland að hjálpa við að byggja upp hergagnaðinn í Úkraínu, er það bara með fjárveitingum? Ég held að við höfum lítið annað, við höfum ekki mikla þekkingu í uppbyggingu skotfæraframleiðslu eða... Nei, maður fyrir þessi svolítið ásug sko, hvernig Ísland á að hjálpa Úkraínu við að byggja upp sem hergagnaðinn, þetta segir allavega í varnarsamningnum. Og við sáum hérna næstu mynd, mér finnst þetta líka mjög athyglisvert atriði, þetta kom fram í tilkynningunni, að þarna í þessari klausu 32 er talað að Íslandi sko sérstaklega að sko styðja við þarfir herkvenna í Úkraínu og taki þátt í að skaffa fyrir þær einkennisbúninga, skotheld vesti, læknis- og hreinlætisvörur. Og Ísland mun halda fram að styðja áætlanir sem miða því að útvega búna sérstaklega fyrir konur í öryggis- og varnarliði Úkraínu. Þetta kom fram á Íslandi sko, ég man eftir þessu. Það var það er sérstætt hugmyndurinn svo að til dæmis skotheld vesti að þau séu hönnuð fyrir kalla og hent ekki konum. Þannig að Íslendingar mundu kaupa eða sérsniðin skotheld vesti og einkennisbúninga sem hentar líkamsbyggingu kvenna. En ég spyr mig, af hverju er það svona mikilvægt atriði í svona tvíhliða varnarsamningi að styðja sérstaklega við sko konur í Úkraínu? Það hefur verið sérstaklega áhersla að Katrína Jakobsdóttur, menn hún var forsætisráðherra og var á þessum NATO-fundum, að það væri svona feminískur vinkill og meðal annars þessi að ef að konur eru í hernum að þær fái þá búninga og skotheld vesti og búnað sem að hentar þeim en það séu ekki látnar ganga í og nota búnað sem eru sérsniðni fyrir kalla. Ef maður talar hreinskilnislega, hvers konar feminismi er það að vilja senda konur til jafns við karlana í hakkvélina í skotgrónum? Ég spyr þeirra spurningar. Já, þetta er búin að vera lengi að vera að leggja sérstaka áherslu á, ég held að Katrín hafi margsinni sagt þetta, að þegar hún hefur verið á öllum þessum NATO-fundum og komið tilbaka þá hefur hún lagt áherslu á það að það sem að hún hefur lagt til málana hafi verið annars vegar svona sjónarmið að NATO stæði sig í svona kvenréttindamálum, það væri jafnstöðu kvenna og svo umhverfismálum. En ég myndi líka túlka þetta sem sko, er þetta ekki vísbendingum bara örvæntingar fulla stöðu Úkraínu að þeir þurfa að fara að reiða sér svona mikið á kveðja konur í herinn sem var tilkynnt nýlega, það var ekki tilkynnt í upphæfi, þeir eru farin að gera það núna, samhliða fréttum sem við heyrt skort á mannafla og við getum fjallað það síðar þetta. Tengist því sko. Þú ert með eitt atriði viðbót, það er þessar 2 milljónir sem að fara í kaupin í gegnum Tékkland. Já, alveg rétt og það er það er þessi sko tékkneski
hvað maður að kalla þetta, kallað, ensku þetta kallað Czech Initiative, hérna verkefni sem að Tékkland stóð fyrir að kaupa sko skotfæri nákvæmlega tiltekið fyrir stórskotalið, artilleri, því það er það sem Úkraínumönnum vantar mest, til viðbótar við mannafla sem við vantar mest, er skotfæri fyrir stórskotalið og þess vegna fóru Tékkar núna þessu ári í þetta verkefni að sko verða út meiri skotfæri fyrir Úkraínumenn, af því það hefur komið í ljós að hérna Bandaríkin og NATO og Vesturlönd get ekki sko útvega þeim öll þau skotfæri sem þau þurfa. Það eru allar skotfærakistur eru búnar í Evrópu og í Bandaríkjunum, þannig að Tékkarnir tóku að sér að fara og leita í heiminum að einhverjum öðrum skotfærum, að einhverjum kaupaða og við fjöllum aðeins þetta á samstöðunum daginn og voru kaupið þetta þá á kannski svörtu markaði eða einhvers staðar, þar sem að verðið náttúrulega orðið uppsprengt. Það hefur aldrei verið hærra verð á skotfærum sem eru keyptir með þessum hætti heldur en í dag. Já, og þetta verður náttúrulega sko að teljast vera svolítið svona örvendingafullt ráð að fara að leita á sko svörtu markaðina og einhver Afríkuríki að kaupa þeim sko skotfæri til þess að senda til Úkraínu, og það sem hefur náttúrulega gerst er að hérna verðið á þessu svörtu mörkuðum og bara verðið á hérna hvernig segir maður, vopnamörkuðum, arms markets í öllum heiminum. Frjálsum markaði með skotfæri? Já, frjálsum markaðslögmálin, það er mikil eftirspurn og takmarka framboð, af því að öll Vesturlönd hafa verið að sko klára sínar vopnabirgðir. Og hvað segja hérna lögmálin hérna markaðsöflin, að það er þegar það er sko takmarka framboð og mikil eftirspurn, þá eykst verðið. Og verðið hefur sko rokið upp og jafnvel fimmfaldast talað sko. Og erum við með hérna næstu mynd sem er hérna Grein Financial Times sem er fjallað þetta. Já. Og þarna kemur fram í Grein. Við reyndar vorum með fréttum þetta á samstöðunni og þar var verið að svona, það hefur verið fjallað þetta og talað að sko verðið sem var greitt fyrir þessi skotfæri hafi verið svo hátt. Já. Að menn eru að því að það hljóti að vera þarna bara mútur og allur anskotin þarna á leiðinni, því að verðið var svo stjartfræðilega hátt. En Financial Times var að birta, við fáum þá mynd bara aftur, var að birta hérna mynd fréttum þetta. Já, í frétt Financial Times er mjög áhugavert. Þarna segir sko Mikael Srnat sem er sko yfir þessu Czechoslovak Group. Það er bara þessi samtök sem að Tékkland setti upp sem að sjá þessu vopnum sko. Og hann segir sko ekki nú með það að það er mjög mikið fjallað í greininni hvað verðið hefur hækkað mikið sko. Heldur segir hann sko að þessi skotfæri sem er að kaupa, jafnvel á svarta markaðinum og einhvers staðar sérstaklega sem að koma frá sko Afríku og Asíu, bara helmingurinn af þessu virkar. Þetta er bara eldgamalt dót. Og eins sko er kallað dödd þeir út með sko hérna byssukúlu sem virkar ekki, af því hún er svo gömul. Helmingurinn af þessu virkar ekki bara sko. Þannig að bæði ertu sko að kaupa þetta uppsprendu verði, jafnvel fimmföldu verði og helmingurinn af þessu virkar ekki sko. Þannig að það er komið ljós að þetta sko Czech Initiative, þetta tékkneska prógram með kaupa skotfæri, þetta er algjört flop. Og Ísland var að leggja hvað, 300 milljónir í þetta? 300 milljónir. Og þetta kemur líka fram í varnarsamningnum sem við ætlum að halda áfram að gera. Þannig að 300 milljónir á kannski tvöföldu verði, það er áleika mikið fekst fyrir 150 milljónir fyrir einhverju síðan, en það virkar ekki helmingurinn, þannig að þetta voru við kannski kaupa fyrir 300 milljónir, það sem hefði kannski fyrir 2 árum kostað 75. Þess að það til þá hérna, þau vopn sem að virka. Herðu, en það er annað sem að vera í þessum hérna varnarsamningi, það er að Íslendingar fallist á ferli Úkraínu, hvað myndi þetta kallast? Já, alveg rétt, því að núna er í gangi sko hérna, eina mynd af því líka. Já, það er gangið sér friðarfundur í Sviss og sá fundur snýst þetta sem er kallað Ukraine's Peace Formula og það er sérstaklega tekið fram í þessum varnarsamningi þarna í einni klausunni númer 10 að Ísland sko styður við hérna friðar ferli Úkraínu eins og það er kallað sko og það er það sem þessi friðaráðstefna sem stóð núna yfir í Sviss snýst sem að því að var svolítið verið að ræða hérna Úkraínu stríði kom svolítið sögu í forsetakosningunum. Já. Þá man ég eftir að kjöriforseti Halla Tómasdóttir, hún talaði einu sinni það að Íslendingar ættu að beita sig fyrir sko að þeir komið á friði í Úkraínu og var eiginlega að tala svona með sjálfstæðum tilburðum, að það þyrfti raunverulega einhver að hérna reyna að leiða saman stríðandi fylkingar og reyna að koma á friði. Miðað við þetta ákvæði í samningnum að þá hérna eru Íslands stjórnvöld skuldbundnar sem að gera það ekki. Já, það er rétt. Leita ekki að friði nema í gegnum þá leið sem að Úkraínumenn kjósa. Já, það er rétt að sko með þessum samningi þá það er rétt að þú getur túlkað þannig að Ísland má þá ekki sko
hafa einhvers konar sjálfstæðar friðarumleitanir frumkvæði en einu slíku, heldur bara að styðja við þessa svokölluðu friðaráætlun Úkraínu sem við getum fjallað hver hún sko. Og sem að var það það sem þessi friðarástefna í Sviss átt að snúast En hún hefur tekið breytingum í gennum tíðina, þessi úkraínska friðarformúla. Ég held að við séum með mynd af það sem voru 10 liðir einhvern tímann. Já, þessi friðarformúla, hún búin að vera til alveg bara, minnum mig síðan á fyrsta árið stríðsins, 2022 og hún var alltaf lögð fram í 10 punktum og hérna sjáum við þessa 10 punkta hvað hver friðarformúla Úkraínu snýst og mikilvægasta atriðið sem þeir alltaf kalla eftir og það er númer 6, það er að þeir fara fram á þá kröfu að Rússar dragi herlið sér tilbaka áður en að friðarviðræður geta átt sér stað og það sem að Zelenský segir sjálfur að ekki nóg með það að Rússar verða að draga herlið sitt alfarið tilbaka áður en og það virðist vera eins og það innihaldi Krímskaga líka að þeir verða ekki bara að draga herlið sitt tilbaka frá Donbass og því heldur líka frá Krímskaga. Hann ítrekkaði þetta nú bara í einhverju viðtali núna held ég verið 2 dögum eða svo þar sem hann sagði einhvern veginn þannig að akkur eru ekki Rússar og þessari friðarástefnu var hann spurður. Já, Rússar þurfa ekki að vera þessu friðarástefnu, ef Rússar vilja frið þá geta það bara að kalla herlið sitt tilbaka. Já, svo náttúrulega það stærsta atriðið við þessa friðarástefnu að Rússar var ekki boðið að taka þátt í henni Þess vegna setja maður ekki spurningamerki, þetta getur náttúrulega ekki verið friðarástefna ef að hinn aðilinn situr ekki við samningaborðið. Það getur ekki leitt til neins friðs, það er ekki verið að semja neitt frið. En þetta er þeirra friðarformúla og ekki nóg með það að krafan sé að Rússar dragi herlið sitt tilbaka áður en að friður getur átt sér stað. Heldur hefur Zelenský margoft sagt að Pútín má heldur ekki vera lengur við völd Það er ekki hægt að semja við Pútín því hann er innræðisherra eða eitthvað svoleiðis skilur. Þannig að þá náttúrulega skilur eru allar friðarviðræður náttúrulega dauða dæmdar ef þetta er stefnan En það sem að gerðist á þessum á þessar friðarráðstefnu í Sviss var að þetta Ukraine Peace Formula sem að Ísland skuldbindur sig til að styðja við samkvæmt varnarsamningnum sem að var uppalega 10 punktar Núna á þessari friðarráðstefnu í Sviss er búið að vatna þetta niður í þessa 3 punkta. Já, við fáum þá myndin aftur sem við vorum með núna þarna með friðarformúluna í 10 liðum og þú ert búin að lita upp þarna 3 og það sem stendur þá eftir það var þá geislunar og kjarnorkuöryggi. Kjarnamál, já. Fæðuöryggi og að fangar verði látnir lausir og fólk sem hefur verið numið á brott og á þá líklega við börnin sem að Úkraínumenn segja að Rússar hafi tekið frá Úkraínu og flutt til Rússlands og jafnvel ættleitt. Já, þannig að ef þið lesið núna communiques, yfirlýsinguna frá friðarráðstefnunni í Sviss þá eru þetta einu 3 atriðin sem koma fram. Það er ekki lengur öll hinn atriðin og þar með talið náttúrulega mikilvægasta atriði sem var upphaflega, það er þessi krafa að Rússar dragi herlið sitt tilbaka. Og þá má spyrja sig hvers vegna er búið að vatna þetta niður og hvers vegna er búið að fella allt hitt út Hvað leggur, ég meina þarna til dæmis eins og bara orkuöryggi, ekki að segja það að Úkraínumenn hafi fallið frá því. Skýringin hlýtur að vera sú. Efnahagslegt öryggi. Er að þeir reyna að fá eins mörg lönd í heimi til þess að mæta á ráðstefnuna og skrifa undir þessa yfirlýsingu Það lítur að vera skýringi hvað sem er búið að vatna þetta niður, það er til þess að reyna að fá skilur sem flest lönd til að skrifa undir þetta og til að styðja við þetta En það tókst nú ekki, það voru enda mörg lönd sem að mættu, það voru líka mörg lönd sem að mættu ekki. Já, það var sett upphæðlega 160 löndum boðið á þessa friðarráðstefnu og þegar uppi staðið þá voru 82 lönd, eða nánar til ekki 78 lönd sem að mættu og skrifuðu undir yfirlýsinguna. Og 82 þú telur alþjóðlega stofnanir, það er líka Evrópusambandið og einhverja fleiri stofnanir Þá eru 82 samtal 78 lönd. Að þessum 78 löndum sem að mættu eru 45 Evrópuríki. Þannig að það eru 27 lönd sem eru fyrir utan Evrópu. Og þá eru Japan, Kórea, Ástralía, Singapúr. Bandamenn Bandaríkjanna í Asíu. Flest af þeim eru eins og segja svona bandalagsríki Hvað með BRICS-löndin? Kína, Indland, og það er náttúrulega þekktast við þessar ráðstefnu er að Kína mætti ekki? Já, mætti ekki og Zelenský var mjög fúll yfir því og gerði með þessa myndband það og svo þegar mætti þarna á einhverja ráðstefnu í Asíu varstu búin að sjá það? Þá sagði hann að Kína væri leppríki í Rússlands varstu búin að sjá það? Það virti vera að því hann var í fílu yfir því að þeir vildi ekki mæta svo friðarráðstefnu
Þá sagði hann að Kína væri leppríki Rússland sko. Og frekar heyrti haldið fram að ef að framfessu horfið þá getur Rússland endaði með því að vera leppríki Kína. Já, það alltaf að tala að Rússar séu runni leppríki sko Kína, þegar náttúrulega Kína miklu stærra og öflura land, en hann búin að snúa sig við sko, að Kína sé leppríki Rússland. En ég heyrði nú Stoltenberg segja líka eftir þessar ráðstefnu að sko mesta öryggisógn Evrópu væri þáttaka Kína í stríðinu í Úkraínu. Já, það var nú bara í gær held ég. Þannig að það er svolítið svona komin svona hvassari tónn gagnvart Kína. Núna voru þeir líka tilkynna sko nýjar efnahagsþvinganir og þær virðast beinast í auknum mæli sko, það beinast á vissan hátt gegn Kína líka sko. Þannig að auðvitað er beint gegn Rússlandi, en þegar þú skoðar þær, þá þetta til dæmis tengist fjármálakerfum sko, ef að ríki stunda viðskipti við Rússland, að þá refsaði ekki beinast gegn þeim og þannig er þeim til dæmis beint gegn Kína sko. Þannig eins og segir, þeir eru farin að taka upp svona aggressívari tón sko gegn Kína og benda þeirra einhvern veginn sko aðild að þessu Úkraínustríði. En að meðan eða í aðdraganda friðarástefnur í Sviss sem að Úkraína hélt, að þá birti New York Times fréttir friðarsamninga sem að lá við að yrðu gerðir í vorið 2022 og sem að við svo sem fjallaðum hérna áður, fjallaðum tölvöld þetta fyrir árið síðan. Já, við hérna sjáum við þess að frétt New York Times, það sem þeir birta þennan sko svo kallar Istanbul samningina sem hafa næstu búið að samþykja í mars-apríl 2022, bara mánuði eftir að innrás Rússa í Úkraínu hófst. Já. Og við fjölluðum þetta í þætti á samstöðunni í júní í fyrra. Já. Og þá fjölluðum við sko innihald þessa samnings. Já. Og núna er New York Times búið að birta sko 3 skjöl sem eru hluti af þessum samningum og er inn í staðfesta í allt sem við sögðum sko, það sem hafi komið fram í þessu samningi sko. Við töluðum til dæmis að hann hefði falið í sig sko öryggistryggingar fyrir Úkraínu frá Vesturlöndum, frá sko Bretlandi, Frakklandi og Bandaríkjunum. Það kemur fram í þessu samningi. Gegn því krafa Rússa var að Úkraína gengi ekki í NATO. Já, og helst að sagt krafa var svo að Úkraína myndi ekki gangi í NATO, myndi sko skuldbinda sig til að vera hlutlaust ríki. Það var helst að krafa þeirra. Og það var krafa sem þeir voru tilbúinir að fallast á sko. Og gegn því að þeir myndu fá öryggistryggingar frá Vesturlöndum og svo er ýmislegt annað sem kemur fram í þessum samningum. Það sem við vorum að ræða fyrir árið síðan þennan samning, að þá var alltaf svolítið, fannst manni vera eftir að svara hversu langt var samningurinn komin, hverjir voru raunverulega sem voru búin að samþykkja hann, voru þetta drög sem að Rússar hafðu lagt fram og töldu sig geta náði gegn, þannig að það var svolítið ósvarað hversu langt þessi samningur var komin, en meðan við fréttir New York Times að þá var þetta eiginlega bara komið að undirritu næstu því. Já, ef við sjáum næstu mynd, það sem að segir í frétt New York Times þetta er að þessi Oleksandr Chalyi, meðlimur í ukrainska samningateyminu, hann sagði, okkur tókst að finna mjög raunverulega málamiðlum. Við vorum mjög nálægt því miðjan apríl, í loka apríl, að ljúka stríðinu með friðsælu uppgjöri. Þetta er mjög þýðing á þessari tilvitnun í frétt New York Times. Já. Og við höfum náttúrulega fjallað þetta líka sko, að þetta er náttúrulega nýtt núna, en við náttúrulega myndust á það í þættinum okkar þetta í fyrra, að Naftali Bennett sem var fyrir forsætisráðherra í Ísrael, hann var fengið þess að miðla málum í fyrstu samningalótunni, þetta var sko síðari samningalóta í Istanbul. Hann sagði einmitt líka sko að þeir hefðu verið mjög nálægt í að ná málamiðlun. Og hann tók sérstaklega fram að það hefði verið Vesturlönd sem hefði verið aðal þröskuldurinn en ekki Rússar, að þeir hefði verið viljuð til að semja. Og það hefur sko Erdogan sagt líka, forseti Tyrklands, að því að þetta náttúrulega þessar samningaviðræður áttu sér stað í Tyrklandi, í Istanbul. Erdogan hefur sagt þetta og einnig utanríkisráðherra Tyrklands og aðrir tyrkneskir ráðamenn sem hann alltaf komu að þessum samningaviðræðum. Þeir hafa sagt sko að þeir hafa verið mjög nálægt því að ná málamiðlun og samþykkja og skrifa undir samninginn. Og einhver leyti fengið samþykki frá Vesturveldunum því að það er gert ráð fyrir að þau séu svona gæslumenn samningsins og gefa út svona öryggis tryggingar og fleira, en það er eins og Vesturlönd hafi sko snúist hugur. Já, þeir segja það að Vesturlönd hafi verið aðal þröskuldurinn, þau hafi einhvern veginn sko ekki verið hlynnt frá upphæfi sko friðar umræðum, þannig að þó að þessar umræðar átt sér stað, þá voru Vesturlönd alltaf einhvern svona tvístiga með þetta skilur og enduðu náttúrulega á því að bara segjast ekki styðja við samningaviðræðurnar eins og var greint í úkraínsku fjölmiðlum á þeim tíma, úkraínska Pravda, þá var greint frá því að Boris Johnson
Hann hefði sko fyrst hringt í Zelenský og síðan hefði komið í það sem var kallað skyndileg heimsókn, þetta eru orð úkraínska fjölmiðla, 9. apríl til Kyiv, þar sem hann sagði sko við Zelenský, við styðjum ekki samninginn og ástæðan sem hann gaf var svo, Putin einræðisherra, það er ekki hægt að semja við hann og þá náttúrulega var Bucha var nýlega búið á þessu stað og var mikið í fréttum sko. Þannig að Putin hrotti og einræðisherra, það er ekki hægt að semja við hann og við munum styðja ykkur með öllum þau vopnum sem við þurfum til þess að bara sigra á vígvöllum. Þannig að stefnan var tekin upp, nei, ekki semja, þið getið unnið stríðið og við ætlum bara að styðja við ykkur eins og þið þurfið, gefa ykkur öll þau vopn sem þið þurfið til þess að vinna stríðið. Þannig að þessu var greint frá í fjölmiðlum á þeim tíma sko. En svo sjáum við líka þetta kom fram í fyrra líka nýtt, ef við sjáum næstu mynd. Já, byrjum við, það er sko, það er næsta eini viðbútt. Já. Það er þessið ekki. Já, þetta er sko David Arakhamia, hann var leiðtogi samninganefndar Úkraínu í þessum samningaviðræðum og þetta er viðtal sem var birt við hann, sjónvarpsviðtal í nóvember í fyrra, nóvember 2023 og það sem að hann segir í þessu viðtali, er með íslenska þýðingu og það sem hann segir í þessu viðtali, það er markmið rússnesku sendinefndarinnar, þeir vonuðust í raun næstum til hinn síðasta að þeir myndu þrýsta á okkur að skrifa undir þennan samning, svo þeir myndu taka upp hlutleysi. Það var mikilvægasta atriði fyrir þá og þeir voru tilbúinir að binda enda á stríðið. Það er að segja ef við tækjum upp hlutleysi eins og Finnland áður en þeir gengu NATO og að við verðum tilbúinir að skuldbytta okkur til þess að ganga ekki í NATO. Þetta er það sem hann sagði í viðtali í nóvember í fyrra og svo sjáum við núna í New York Times greininni hann var leiðtogi samninganefndarinnar og núna í þessari grein New York Times þá er þessi Oleksandr Chalyi, hann var annan meðlumur í samninganefndinni. Hann sagði þarna að við vorum mjög nálægt í að ná málamiðlun og binda enda á stríð. Þannig að krafa Rússa voru að Úkraína gengi ekki í NATO. Já, það var helst, eins og leiðtogi samninganefndarinnar sagði, það var helsta krafa þeirra. Og eitthvað hópur á löndum myndi ábyrgjast hlutleysið þeirra. Já. En þeir voru ekki minni NATO-semtur að Úkraína gengi í Evrópusambandið eða? Já, við komum að því á eftir. Fyrst meira þessar öryggistryggingar, eins og þú segir sko. Ef við fáum næstu mynd. Þetta er þetta svokallaða Istanbul Communique frá 29. mars 2022, eitt af 3 skjölum sem að New York Times birtir. Og þetta er sko yfirlýsing sem að báðar hliðar skrifuðu í sameiningu og hefði verið gefin út ef að samningurinn hefði verið samþykktur sko. Og þarna kemur fram með þessar öryggistryggingar að gegn því að sko Úkraína verði hlutlaus og gangi ekki í NATO, þá hefði landi fengið öryggistryggingar frá Vesturlöndum og þarna eru nefnd meðal annars Bretland, Bandaríkin og Frakkland og það er symbolíst sko í þessu plaggi er að þarna er þessi klausa öryggistryggingar sett í grein nr. 5, þannig að það er náttúrulega verið að vísa 5. grein NATO. Þannig að Úkraína hefur fengið einhvers konar 5. grein NATO. Því þarna eru, ef náttúrulega þetta hefur verið samþykkt, þá hefði Úkraína sko fengið 5. grein NATO öryggistryggingu frá þessum löndum án þess þó að vera í NATO sko. Og án þess út frá sjónarhóli þá Rússlands, án þess að NATO myndi koma sér upp herstöðum inn í Úkraínu, að inn í Úkraínu yrði raunverulega bandarískur her eða NATO-her. Já, munurinn er sá að sko Úkraína eða utan NATO yrði hlutlaust, þannig að Bandaríkin eða sko NATO-ríki mætti ekki koma þar inn með sín herlið. Nema yrði ráðist á Úkraínu. Nema ef það er ráðast á Úkraínu, þá er þessi öryggistrygging sem segir að þá eru þessi ríki skuldbundin til að koma til varnar. Það var búið að ráðast á Úkraínu, þannig að þarna var Rússland búin að taka Krímskagan og búið að taka Donbass. Já. Var í að undirbúa það að taka yfir Kharkiv. Já, og það sem að segir einmitt sko líka, og við fjölluðum þetta í þættinum okkar í fyrra, að það sem hefði komið fram í þessum samningaviðræðum var að Úkraínumenn hefur verið tilbúnir að láta til dæmis Krímskagan og Hakan sko. Það þýðir að sko að það er náttúrulega svo erfitt mál til að semjum, að til þess að ná sko sáttum og til þess að semjum frið og vopnahlé, að þá skulle bara láta Krím til hliðar og semjum það síðar. Og ef við sjáum næstu mynd, í þessari frétt New York Times, þetta ekki sérstaklega fram að það hafi verið ákveðið að semja Krímskaga síðar og það skildi vera ákveðið sko 10-15 ára tímabil. Það er bara svona langtímamáli sem hættir að semja síðar. Sko. Og það myndi aldrei nást friður ef það ætti að leysa deiluna Krímskaga, að þá eru bara samningsaðilar sáttu við það
að ná saman friði með einhverju tilteknum sættast við Donbass og eitthvað slíkt og segja sem svo tökum við þetta bara upp síðar umræðuna það hvernig... Sættast það að Úkraína verið hlutlaus, gangi ekki NATO, það mikilvægast að krafan og að þeir fái öryggistryggingar frá Vesturlöndum. Fá að gangi Evrópusambandið eða vilja og ef Evrópusambandið vill fá þá? Já, svo erum við með Evrópusambandið og við erum með það síðast tökum þá Krímskagan. Já, en svo með Krímskagan og Donbass héruðin og svo sáum við næstu mynd. Þarna textin sem að segir í þessu Istanbul Communique, stjali sem að New York Times birtir, að þeir hafi verið tilbúin að láta Krímskagan á hakan og það segir the international security guarantees for Ukraine under the agreement do not apply to Crimea, Sevastopol and certain areas of Donetsk and Lugansk oblasts. Það sem þetta þýðir að Úkraína fengi öryggistryggingar en það myndi ekki ná yfir Krímskaga og þessi 2 héruð í Donbass sem að þýðir að ef náttúrulega þessi samningur hefur verið samþyktur það væri óbein viðurkenning á yfirráðum Rússa yfir þessu svæði án þess þó að viðurkenna það opinberlega de jure, þetta de facto bara svipaði svo við tölum kannski Kóru svona frista átökin Frósistríð Já, án þess að viðurkenna það endanlega en þetta er náttúrulega málamiðlun, þetta er gert til þess að koma á vopnahléi til þess að bjarga raunverulega forða Úkraínu frá þessu mannfalli sem að síðar hefur orðið og þessari eyðileggingu á úkraínsku samfélagi sem hefur orðið í stríðinu. Já, og þetta var það sem við fjöllum í fyrra að með þessu öryggistryggingar þá á þeim tíma þá var þetta ekki ljóst að því það var ekki búið að birta þetta skjal en það sem við höfum heyrt og það sem við fjöllum var þetta að það hefði verið þessu öryggistryggingar en hvernig leit þetta út að þær hefði ekki náð til Krím og Donbass og það rauninni að því að þú ert að gefa öryggistryggingu fyrir land og það næri yfir mestan hluta landinu en ekki yfir allt landið það náttúrulega þá rauninni verið að viðurkenna bara, hvað skal segja, erlend yfirráð yfir hluta af landinu, það felur óbeint, það felur það í sér í þessu samningi, og eins og við komum að áður, ef við sáum næstu mynd að þá kemur einnig fram í samningi að Rússland setti sig ekki að móti aðild Úkraínu að Evrópusambandinu. Það hefur svolítið verið haldið fram að Pútín og Rússar væru sérstaklega á móti svona tengingu Úkraínu við Vesturlönd, svona vestræniseringu samfélagsins og ég hef heyrt menn halda því fram að það fari meira fyrir brjóstuð á Pútín að Úkraína gengi í Evrópusambandið heldur en í NATO. Að einhver leyti það svona einhver hugmynd það að það sé markmið Rússa að halda Úkraínu frá vestrænum áhrifum og vestrænum viðskiptum. En einhver leyti held ég að sé líka til að draga úr svona þeim fullyrðingum að það hafi verið austurför NATO sem að hafi verið svona það sem að kveikti í þessari búðutunu. Þannig að margsinnis verið haldið fram og oft blandað saman að Rússa verið að gera athugasemdir bæði við inngöngu Úkraínu í NATO en ekki síður í Evrópusambandið. En það sést í svört og hvítu að Rússar voru tilbúinir að gera málamilinu og leyfa Úkraínu að gangi í Evrópusambandið. En þetta er í þessu þarna sjáum við á myndinni sem að birtist áðan í þessu Istanbul Communique Þetta er það sem þau atriði sem að samninganefndarnir voru búin að sættast áður en náttúrulega það síðan fór allt þúfur En samninganefndarnir voru það er mjög mikilvægt að skilja að þeir voru búin að sættast þessi atriði sem þarna koma fram í þessu Istanbul Communique sem 29. Mars 2022 og þarna var Rússland búið að gera það málamilun að Úkraína fengi að ganga í Evrópusambandið. Þetta er í 4. greininni í Istanbul Communique 29. Mars 2022 skjalið sem New York Times birti. Aftur á móti eins og leiðtogi samninganefndar Úkraínu tók fram mikilvægt atriði fyrir þá var að Úkraína gengi ekki í NATO. Þannig að þetta er ekki rétt hverjir hafa sagt það að það sé mikilvægara fyrir Rússa að Úkraína fá ekki að ganga í Evrópusambandið. Þetta verður alltaf snúist náttó fyrir þá Þetta snýst hergögn og herlið að Bandaríkin Vesturlönd að koma með sín hergögn inn í Úkraínu. Það er það sem þetta er alltaf snúist og þess vegna var náttúrulega töluður að markmið innrásarinnar væri demilitarization að afhernaðarvæða Úkraínu Þannig ég ætla að fá þig til þess að fara yfir stöðun á vígvellinum rétt á eftir. Nú er New York Times að skrifa þetta. Hversu viss getur við verið í því
að þetta hafi verið raunverulegt samkomulag sem að bæði Úkraínumenn og Rússar gátu fallist á fyrir rúmum 2 árum en Vesturveldin hafi stoppað. Já, við erum náttúrulega búin að fara yfir það sem að leiðtogi samninganefndar Úkraínu hefur sagt. Hann segir, manstu, að Rússar hafi endilega viljað skrifa utan þennan samning. En vildu Úkraínumenn það endilega? Já, svo er það náttúrulega. Hann er leiðtogi samninganefndarinnar. Og reyndar kom það fram í þessu viðtali að þeirra skýring eftir á er að þeir hafi verið að kaupa tíma með eins og samningaviðræðum. Það er þeirra skýring eftir á En miða við hversu mikla málamiðlanir þeir eru tilbúinir að gera, þá lítur það út fyrir eins og þeir hafi verið viljugur til að semja. Af því að akkur gerði þeir allar þessar málamiðlanir, skilur. Til þess að kaupa sér tíma. Já, bara til þess að segja að skilur hætta við á síðustu sekundunni. Já, ná að endurskipuleggja herinn sinn, þannig að það var náttúrulega tildulega skamt liði frá innrásinni, þannig að var einhver svona tunga af einhver lest frá rússneska hernum sem var komin langleiðina til Kýv, eða Kænugars. Já, talandi það, varandi við vorum að ræða á honum klausana það sem kemur fram að öryggistryggingarnar ná ekki til Krím og Lugansk og Donetsk, en þá þýðir það að þær hefðu náð til alls hins landsvæðinsins í Úkraínu. Þá hefðu Rússa farið tilbaka. Já, til Kherson, Zaporizhia og til náttúrulega Kýv, og þannig að það sem þessi samningur þýðir, það er ekkert að túlka neitt öðruvísi, er að Rússar voru tilbúnir þess að draga herlið sér tilbaka. Og vera eiginlega á upphafsreit því að Donbass var náttúrulega undir valdi aðskilnaða sinna. Já. Þannig að það hefði eiginlega verið sama stað og var fyrir innrásina í febrúar 2022 gegn því að Úkraína færi ekki inn í NATO, en hefði samt vend NATO-ríkja. Það bara að NATO gæti ekki sett upp bandarískar herstöðvar inn í Úkraínu. Já, og það sem þessi samningu þýðir er að Rússar virðast hafa verið tilbúinir til þess að draga herlið sér tilbaka og þeir gerðu það náttúrulega hjá Kýv og norðurhluta Úkraínu og þeir sögðu það sjálfir að þegar þeir drógu herlið sér tilbaka, og þetta er það sem við fjöllum í þættinum í fyrra, að það var tilkynnt það að rússneska varnarmálaráðuneytinu 29. mars 2022, sama dag og þetta plagg Istanbul Communique, dagsettingin af því, sama dag, og það var akkurat þessum degi sem að samninganefndarnir voru að hittast í Istanbul og funda, og þá tilkynnti Rússar það, við drögum herlið okkur tilbaka frá Kýv og það var í samræmi við þessa samninga sem var að miða áfram og ég sé ekki fram á þessi neina önnur skýring á því, hvers vegna dróðu herlið sér tilbaka. Við höfum heyrt að það hafi bara verið Úkraínumenn hafi bara hruttið tilbaka eða með herafli, en ég sé enga vísbendingur það. Ég sé að bendir alltaf þess að þetta hafi verið Einskýringin hefur verið svo að þeir reyndu að gera með skyndisókn að ná Kænugarði en náðu því ekki, að það slitnaði bara á milli birgðalína og bara framsóknin var ekki nógu hröð til þess að þeir myndu takast að ná svona skyndi árás. Það er það sem að þá eru verið að gera ráð fyrir því að markmiðið þeirra hafi verið að hertaka Kýv og hertaka alla Úkraínu í einhverjum blitzkrieg, en það sem að þessi samningar gefa sterklega í skyn er að það var ekki markmiðið var að knýja Úkraínu samningaborðinu til þess að samþykkja að vera hlutlaus að gangi ekki í NATO. Það er það sem að þessi samningar sem að New York Times hefur birt og það sem að þeir segja í samninganefndinni og fleiri vísbendingar sem við höfum, það bendir allt til þess að það hefði verið markmið. Og þá við fjöllum við það að í þessari sókn að Kýv, það er talað um þeir hafa með 40.000 hermenn sem er mjög lítill herafli til þess að taka stærstu borg landsins með 3 milljón íbúa. Þeir voru með miklu stærra herlið til þess að taka til þessu Mariupol, sem var borg sem við tókum náttúrulega umkringdu mjög snemma í innrásinni sem er í suðurhlutanum rétt hjá Donbass. Þeir voru með stærra herlið til þess að taka þá borg. Þannig að það bendir alltaf þess að það hafi verið aðalsóknin, á meðan þessi sókn af Kýv hafi haft hann tilgang að knýja það á samningaborðinu. Það var ofáleiður til þess að vera nokkra líkur á því að herinn hafi ætlað að ná Úkraínu aldrei. Og þess vegna voru tilbúin að draga herrið tilbaka 29. mars í samræmi við samningaviðræðurnar, af því það var markmið. Það trix hjá Putin að gera þessa skyndisókn þarna inn til þess að þröngva Úkraínu að samningsborðinu. Hún mistókst. Já, svo þú varst að spyrja mig að því hvers vegna þetta gekk ekki upp og að því þeir hafa sagt að Rússar hafi verið tilbúin að semja og svo eru þessir aðilar sem að segja að Vesturlönd hafi staðið í vegi fyrir samningunum og ekki viljað
að Úkraínumenn myndi halda áfram að berjast sko. og svo náttúrulega þessi spurning sko, hvort að Úkraínumenn hafi sjálfur viljað semja sko, hvort að þeir bara verið að kaupa tíma. Við náttúrulega getum ekki svarað þessi spurningum endanlega sko, á svo stöddu sko. En eitt hérna, því að það var fríðarráðstefna Úkraínu var í Sviss og New York Times birtir þessa frétt á sama tíma gamla fríðarsamninga. Maður að lesa eitthvað í það? Af hverju komast fréttir, nú hefur búið að segja frá sig í samstöðunni fyrir árið síðan, af hverju ratar þetta inn í New York Times núna á sama tíma og Zelenski með friðarráðstefnuna? Sko, það getur náttúrulega ekki verið tilvíðun að þetta sko birt á sama tíma á þessu friðarráðstefnunni þessi stað, en ég held að einn aðskýringin svo, og það sem heldur ekki verið fjallað mikið í fjölmiðlum almennt, að sko daginn fyrir friðarráðstefnunni í Sviss, við minnir að það verið 14. júní, þá flutti sko Pútín risastóra ræðu mjög langa og það sem að hann kemur með sitt eigi friðartilboð. Þannig að það eins og hann hefur reyndað sko, hvernig segir maður, að preempt friðarráðstefnuna sko í Sviss og í þeirri sko ræðu og í hans svokallaða friðartilboði, svo náttúrulega má deila hvort það sé tilboð eða frekar bara ultimatum sko, að þar talar hann Istanbul Plus, að það sko, þú veist að Úkraína með sitt, peace formula, að friðar formúla rússa þetta svo kallar Istanbul Plus, að þeir vilja byggja á Istanbul samningnum, en svo náttúrulega sko hafa þeir síðan þá náttúrulega innlimað 4 héröð til viðbótar við Krím, Donetsk, Lugansk, saman eru Donbass og einnig Kherson og Zaporizhia sko. Þannig að þá fara þeir fram á að Úkraína sko viðurkenni yfir þessum 4 nýju héröðum og krafa Pútín segir svo að þeir drægi herlið sér tilbaka frá þessum, þeir eru ennþá með herlið í þessum 4 héröðum. Ég veit ekki hvort þessum er herlið í Lugansk, þeir eru klárlega með herlið í Donetsk héraði og Zaporizhia héraði og Kherson héraði sko. Náttúrulega Kherson héraði náttúrulega skipt í tvennt eftir Dnépfljótinu og Úkraínumenn náttúrulega ráði yfir norður bakka Dnépfljótsins og þar með talið Kherson borg sko, og Zaporizhia það náttúrulega hérað, en stærsta borgin í Zaporizhia heitir einnig Zaporizhia og Úkraínumenn ráða ennþá yfir henni sko. Það sem að Pútín fer fram á að þeir drægi herlið sér tilbaka frá þessu 4 héröðum og það myndi talið sko Kherson borg og Zaporizhia borg og þá segir hann sko að ef Úkraínumenn eru tilbúnir að gera það og skuldbinda sig til þess að vera hlutlausar gangi í NATO, þá eru við tilbúnir að semja frið. Þetta segir Pútín sko. En þá má náttúrulega gagnrýna þetta sko fyrir það að sko hann er að fara fram á að Úkraínumenn drægi herlið sér tilbaka áður en að þeir samið um frið. Svipað hefur verið gert einum megin. En þetta tengist í að frá á undanförnum misserum þá hefur Rússum gengið betur á vígvellinum og við erum með ykkur kort sem að kannski sýna stöðuna á vígvellinum. Já, þeir núna sko fara yfir ástandið á vígvellinum. Hérna eru við bara með svona almennt kort sem að sýni stöðuna sko, það sem náttúrulega hefur helst verið í fréttum á síðustu vikum á mánuðum að Rússar hófu nýja sókn í sko Kharkov héraði. Og þið sjáu á kortinu sko að Rússar ráða yfir þessum stórun hluta af þessum 4 héröðum sem að þeir hafa innlimað. Það er Donbass 2 héröð og svo Kherson hérað og Zaporizhia hérað. Og svo sjáu þið sko kortinu borgina Kharkiv og það er svona lítil rauð lína fyrir norðan Kharkiv og þetta heitir Belgorod hérað. Landamæri Kharkiv héraðs í Úkraínu að Belgorod, að þar sóttu sko Rússar inn. Og svo voru svo fréttir af því að þeir ætluðu að reyna að ná Kharkiv sem er næststærsta borg Úkraínu, en þeir virðast ekki vera á góðri leið með það, svona þessu korti. Já, svo eru náttúrulega heilmiklar umræður sko þessa sókn og hvað hún þýðir og komum að því á eftir. Hérna sjáum við sko, förum yfir þessi kort áður en að við komum að því sko. Að bara svona fara bara vítt yfir alla vílununa. Hérna sjáum við hvernig sko staðan lítur út í þessari sókn Rússa í Kharkov héraði og þarna núna barist bæinn sem heitir Volchansk. Þannig að það er aðalorustan sem er í gangi núna sko. Og svo við förum á næsta kort sem að síði stöðuna í Donbass og það sést ekki eitthvað kortinu en hinn aðalorustan sem er í gangi núna er Chasiv Yar sem er rétt hjá Bakhmut og þið sjáu þarna á kortinu hvar Bakhmut er og svo er það líka það sem að Rússar er að sækja fram rétt hjá Avdivka. Þið sjáu þarna á miðjum appinu það lítur þessu þríhyrningur. Þannig að það er vísbending að í ensku hernaðarfræði þetta kallað salient, hvernig segir það á íslensku að þeir eru að sækja fram sko inn í skildur landsvæði Úkraínumanna og búin að mynda svona þríhyrning eða svona sem er kallað salient í hernaðarfræðum.
og næsta korti sjáum við sko orustuna Chasiv-Yar og þannig hægra megin Bakhmut sem alltaf rússar hertóku sko í fyrra þannig og Chasiv-Yar næsti stóri mikilvægi bærin sem að Úkraínumenn ráða yfir og eftir Bakhmut sem að þeir hafa sko fortified sem að þeir hafa byggt mikil varnarmannvirki í Chasiv-Yar og núna verið að berjast Chasiv-Yar og svo næsta kort næri mynd af þessari sókn rússa hjá Avdivka og það hjá bæ að þorpi sem heitir Ocheretine sko. Og þá hugmyndin að þeir myndu sækja fram að þessum bæin sem heita Pokrovsk og Mirnohrad og þá myndu þeir sko skera á byrðalínuna til Chasiv-Yar sem aðal stóru orustan á eftir Bakhmut sem í gangi núna sko. Þannig að það sko hugmyndin með þessari sókn þar sko. Og og þau sjáum sko þeir að setja mikla pressu í Donbass skilurðu. Og sækja það fram á sama tíma og síðan sóttu fram í Kharkov sko. Og svo náttúrulega allar þessar umræður sko það sko, var markmið þeirra að hertaka Kharkov eða hvað sko, hefur sóknin þeirra hvað maður að segja bara verið stöðuð af eða og ef við sjáum grein The Economist á næstu mynd, þá mjög áhugaverð grein, það sem þeir greina frá því With an estimated 48,000 troops ready, Russia does not have the force of a major attack on Kharkov, Ukraine's second biggest city. Þannig að þarna segir Economist að þeir fóru með, það talaði þeir að fara með cirka 40.000 manna herlið yfir landamærin eða sko eða þeir séu með 40.000 manna herlið á svæðinu, þannig að það er ekki svona víst að það hafi allir farið yfir landamærin. Þetta bara það herlið sem þeir eru með þarna sko. Og það ekki nógu stórt herlið til þess að taka Kharkov, næstæstu borg Úkraínu. Eins og við reyndum ekki frekar en að 40 manna herlið var nú stórt herlið til þess að taka stærstu borg Úkraínu, Kyiv, fyrir 2 árum sem með 3 milljónir íbúa sko. Og þá rætt sko hvað þá markmið Rússa. Þeir hafa margótt sagt það sjálfir. Þeir hafa sagt það sko að markmið með þessari sókn í Kharkov að gera það sem kallað sanitary corridor. Það líka að tala buffer zone af því að málið að þetta að landamærin að Belgorod og Úkraínumenn hafa verið að varpa sprengjum yfir í Belgorod í marga mánuði og jafnvel ár sko. Og svo voru líka að gera svona lítilháttar hvernig segir maður, incursions raids, lítilháttar árásir með þessum þetta voru svona stæruliðasveitir, svona rússneskir uppreistamenn náttúrulega í liði með Úkraínumenn sem voru að gera árásir yfir landamærin sko. Og svo voru þær að nota stórskotur til þess að varpa sprengjum og Rússar segja að þetta sko viðbragð við því að þeir eru að búa til svona hvernig segir maður í íslensku þú veist, buffer zone, svona einhvers konar varnar línu við landamærin til þess að hlífa Belgorod. Öryggissvæði. Já, öryggissvæði til þess að hlífa Belgorod frá árásum Úkraínumanna. Og svo náttúrulega tengist þetta líka sko strategíu Rússa að setja pressu alla líluna. Þetta svo kallar war of attrition. Það verið að keppast að blæða andstæðinginn út sko. Og þessi sóknir í Kharkov verið þjóna þeim tilgangi að því að Úkraínumenn þurft að senda heilmikið að sínu varaliði eða herliði þarna til þess að stoppa í gatið í og hafa valla mannafla til þess að verja þar sem að þeir eru í átökum. Já, að því eins og við sjáum á næstu mynd sem grein New York Times frá 14. maí, en þar mjög merkilegt sem kom fram. Þetta viðtal við Budanov sem að sko hann næst æðsti hersföðingin í Úkraínu hér og eftir sko Sirski sem æðsti yfirmaður hersins. Þessi Budanov, hann sko hvernig segir maður yfirmaður leyniþjónustu hersins. Já, yfirmaður leyniþjónustu hersins í Úkraínu hér. Og þarna sagði hann í viðtali við New York Times að I've used everything we have, unfortunately we don't have anyone else in the reserves. Hann var að viðurkenna að Úkraínu hér hefði sko klárað sín reserves. Og þá var hann að tala mannafla. Já, það náttúrulega sko, þú veist, her náttúrulega samastendur af herfylkingum eða herdeildum og segjum að Úkraína hafi 100 hersveitir og þú ert með ákveðna margar hersveitir á víglínunni sem eru í að taka þátt í orustu. Reserves eru þar herdeildir sem þú ert með heima fyrir og getur síðan sendt til þess að stoppa í göttin eða eitthvað sko. Eða bara leist hersveitir af. Já, eða leist aðra hersveitir af. Það sem það þýðir að þeir ekki með neinar reserve herdeildir eftir. Það eru allar að berjast á víglínunni út af þeirra skorts á mannafla og mér veist ég til þetta að vera merkilegstu fréttina frá upphafi stríðsins að hann hafi viðurkennt þetta að þeir hafi klárað sín reserves af því maður sjaldan heyrt stríðsátök þar sem að önnur liðin hefur klárað sín reserves. Það bara mjög alvarlegt ástand sko. Þegar það gerist og þess vegna að þeir eru ekki með neinn reserves og Rússar sækja fram á nýjum stað til þess með Kharkov héraði
þá neyðast þeir eru ekki með sko auka herdeldir heima fyrir. Þá þurfa að finna varnirnar annars staðar. Þá þurfa þeir að finna einhverjar herdeldir sko sem eru þegar í orðustu, kannski Chasiv-Yar eða þú veist einhverjar í Donbass og þurfa að draga það tilbaka og senda þær í staðinn í Kharkov. Sko. Og meginatriði í þessu að það vantar mannafla, þannig að þó svo að þeir fái einhverja auka sendingar af einhverjum skotfærum eða einhverjum stríðstækjum, að það ekki það sem þau helst þurfa. Þetta þurfa helst að fá mannafla. Þeir þurfa það líka, en það sem vantar mest eins og segir mannafla. Það bara ef þú ert í með mannafla, þá skiptir ekki máli hvort þau fái sko dótið. En það rétt, sko. Svo lengi sem þeir ekki með mannaflan, þá náttúrulega mun það ekki sko, sama hversu mikið af vopnum þú sendið, en þeir ekki með mannaflan til þess að nota þau, sko. Eða bara til að stöðva sko sókn Rússa, skilur. Það sem að menn hafa nefnt, meðal annars Emmanuel Macron í Frakklandi, að þessi komið tími til þess að NATO sendi hermenn á vígvöllin. Þetta hefur líka verið nefnt af ráðamönnum annars staðar, til þess að svara raunverulega þessu ástandi að ef þetta stríð sem snýst það að láta andstæðingin blæða út, að þá Úkraínumönnum að blæða út. Já. Þeir hafa bara ekki fólk og þurfa helst að kalla þá sem að flúðu land aftur til Úkraínu til þess að berjast. Já, og önnur vísbending það sko að þeirra orðið fyrir miklu mannfalli og hafi klára mannaflan eins og þið segja núna þeir fannir að sko reyna að þrýsta á sko að Úkraínumenn sem að sko hafa, hvað maður segja, flúið land eða flust á brott og búið einhvers staðar í Evrópu að reyna að fá það aftur til þess að hvetja þá í herinn sko og það sem Úkraína hefur gert sko að mun ekki sko endurnýja vegabréf þeirra sko. Þannig að þeir eru náttúrulega sko með vegabréf og eru staddir einhvers staðar í Evrópu og þegar vegabréfin renna út þá verða þeir bara eins ólöglegir í landinu sko. Ef þeir fá ekki nýtt vegabréf sko. Og þetta er náttúrulega gert til þess að setja pressa á til þess að koma aftur tilbaka sko. Og svo náttúrulega eins og við ræddum sko eru líka farnir að hvetja konur í herinn sko. Þannig að þetta verðist allt saman að vera vísbendingar bara þeirra skort á mannafla eins og Budanov viðurkenndi í viðtalið við New York Times að þeir hafi bara klárað sinn mannafla sko. Og þetta er náttúrulega allt saman vísbendingar bara slæmt ástand Úkraínu í stríðinu á vígvöllunum efnahagslega og þess vegna sjáum við sko þessa tilhneigingu til þess að sko stigmagna átökin frá Vesturlöndum að Macron talar að senda herlið til Úkraínu. Það að því að það stefnir allt í að þeir séu að fara að tapa stríðinu og geti verið bara hruna vil, það er líka talað um það núna að það verið bara hruna vilni sko, að þeir bara þetta er sem að gerist í sko stríðum sem eru war of attrition að þú veist, það er verið að hægt og rólega blæða anstæðingin út, þangað til það bara hrinur sko. Og við sáum þetta allir fyrir heimsstyrjöldinni að þannig sko endaði sko átökin á vesturvígstöðunum fyrir heimsstyrjöldinni að endanum blæddi Þýskaland út og það kom mjög snögglega fólk átti ekki vonaði að bara allt í einu lauk stríðinu bara mjög snögglega þarna í nóvember 1918 sko. Þess vegna er verið að tala um þetta núna, þetta getur mögulega gerst sko. Við alltaf vitum það ekki en fólk getur svona séð fyrir sér svona myndlíkinguna og að sé til dæmis ísilagt vatn sem að þynnist ísin alltaf þannig að hann getur ekki borið neitt þunga en þú sér það ekki á yfirborðinu sko fyrir hann allt í einu brestur. Þannig sem að þetta gerist að allt í einu eru allar línur þandar og ekki hægt að endurnýja neitt og þá hrynur þetta skyndilega. Já, það er náttúrulega miðlingin sem hjálpar okkur að skilja þetta en þetta er líka bara eins og þegar við sækjum í svona söguleg fordæmi eins og fyrir heimsstyrjöldina og önnur svona stríð sem átt sér stað þá virðist þetta eiga sér stað svona en það er líka sko eins og segja að þessi stigmögnun og tala um að senda herlið til Úkraínu það er náttúrulega mjög sterk vísbending að þeir séu að tapa stríðinu og ganga mjög illa sko. Já, það líklega horfir Macron ekki á það að það væri leið til stigmögnunar stríðinu, líklega horfir hann á það að ef að NATO-ríkin senda ekki hermenn á vígvöllin að þá mun Úkraína tapast og það sé það alvarlegasta öryggisógn sem að getur orðið fyrir NATO og Evrópuríkin að ef að stríðið tapast. En þetta er mjög öfustumungin lógíka því að sko ef þú sendir herlið til Úkraínu, NATO-herlið, þannig að við getum rætt að það sko, það eru tveir möguleikar, þú getur sendt herlið sem er ekki undir sko fána NATO eða þú getur sendt herlið sem er ópenbarlega undir sko Frakklandi eða NATO, ef þú gerir það þýðir bara þriðja heimsstyrjöldin, þá erum við komnir í sko ópenbært stórveldastríð á milli annars vegar NATO og Rússlands, það er klárlega stigmögnun, það er ekki hægt að afneita því, það er ekki svona orwellísk mótsögn að afneita því. En það er ákvörðun ekki tekin til þess að stigmagna ákvörðun er tekin að sá valkostur sem þú ert að nefna núna hann er skárri heldur en uppgjöf
að Úkraína, að NATO tapi stríðinu í Úkraínu. Ég set spurningum ekki við það að þriðja heimsstyrjöldin sé ákvæmsanlegri kostur heldur en að Úkraína tapi stríðinu sko. Það eru menn sem hafa tekið svona ákvarðanir í gennum söguna sem eru að taka svona ákvarðanir sem að öllum á vera ljóst að hérna er að kalla yfir gríðarlegar hörmungar yfir fólk en þeir taka þeir samt vegna þess að líta á það sem pólitískt eða út frá okkur svona valdalegum strúktúr að þá sé það skárra fyrir NATO að vera bara í opnu stríði með óvissri niðurstöðu við Rússland heldur en að láta Úkraínu falla. Þeir sem að halda því fram, ég myndi að spyrja þá Bandaríkin sem eru leiðtogi í NATO, haldið þið að Bandaríkin sem eru tilbúin að senda sitt herlið til Úkraínu og þar með farið stórveldastríð við Rússland yfir Úkraínu. Af því við vitum líka sko að stórveldastríð þriðja heimsstyrjöldin milli Bandaríkjanna og NATO annars vegar og Rússlands hins vegar getur auðveldlega stigmatast yfir í kjarnorkustyrjöld og þetta er það sem að sérfræðingar í öryggis- og varnarmálum benda á. Já. Haldið þið að Bandaríkin séu tilbúin að fórna Washington, New York, Los Angeles fyrir Kyiv eða fyrir Kherson? Ég spyr það þessar spurningar og svarið við henni er auðvitað nei og þar með hafið þið svarið við því sko að það er ekki sko mikilvægara að hefja þriðju heimsstyrjöldina heldur en að Úkraína tapi sko. Ráðamenn í Bandaríkjunum virðast ekki líta á það þannig sko. Ég held að þessu ekki tilbúinir til þess að fórna öllum sínum kjarnahagsmunum sko, fyrir Úkraínu sko. En ef einhver telur það, þá má ég að þeir endilega koma með rök fyrir því, hvað sem þeir telja að það sé þannig sko. Segi ég bara. Það eru, mér slegið að segja það, en þar á meðal eru íslensk stjórnvöld sem að telja að eina lausnin á þessum átökum sé fullnaða sigur Úkraínu á vígvellinum og hann næst ekki með það mannafla sem Úkraína hefur núna. Úkraína er að blæða út, þannig ef það á að verða sigur á vígvellinum að þá þarf að verða stigmögnun til þess að ná því fram og stigmögnunin sést til dæmis á því sem við byrjum á hérna sem er varnarsamningur Íslands og Úkraínu. Þú hefði líklega hlegið að mér ef ég sagt þetta fyrir 3 árum að Bjarni Benediktsson verið að gera samning, tvíhliða varnarsamning í Úkraínu sem að Hilmar Þór Hilmarsson var að rekna út að væri allavega 25,5 milljarðar sem að væri framlag úr íslenskum ríkissjóði til þess. Þetta er alltaf stórfurðulega, en auðvitað sko í stóra samhenginu breytir þessi varnarsamningur engu sko, því að þessi peningar þetta er bara kling með við alla stuðningi sem Úkraína fær frá til dæmis Bandaríkjunum og Evrópusambandinu sko. Þannig að það má þetta setja spurningu. Þetta mun ekki snúa stríðsgæfunni. Þetta mun ekki breyta neinu og þetta er bara kling. En þetta er dæmi svona stigmögnun, það sem að fólk kannski fyrir 3 árum hefði talið verið algjörlega óhugsandi. Það er rétt, þetta stigmögnun þannig átt að þetta var algjörlega óhugsandi og þetta var óhugsandi þegar ég sá hennar samning og las hann. Ég bara trúði varla því sem ég var að lesa sko. Eins og þetta með að styðja konur í Úkraínu hér til 10 ára og að við höfum þegar greitt 2,6 milljarða í sko hernar eða sko varnar eins og stendur í samningu. Ég bara trúi ekki sem stendur þarna sko. Bara ótrúlegt sko. Sem er náttúrulega sér mál hvernig svona ákvarðanir hérna renna í gegn á nokkru umræðu inn á þingi eða virðist ekki heldur verið eins og í ríkisstjórn og bara ekki í íslensku samfélagi. Að þá eru teknar sko veigamiklar ákvarðanir, breytingar og öryggistefnu Íslands án þess að það sé á nokkurn nátt rætt. Já. Það var ein yfirlýsing að þú varst að segja að það væri merkilegasta yfirlýsing sem þú hefur séð sem að var hershöfðinginn. Já, Budanov með að þeirra við sko klárað sinn mannafla, run out of reserves. Þú telur ekki með yfirlýsingu Trump frá því í gær þar sem hann sagði að hann muni stoppa allan stuðning við Úkraínu. Tekur ekki mark á Trump eða? Ég var ekki búin að kynna með það mál. Nei, hann lýsti þessu yfir í gær. Hann ætlaði að stoppa allan stuðning við Úkraínu. Er hann búin að lofa því? Hann sagði þetta á einhverjum kosningafundi. Við vitum að Trump segir alls konar hluti en það er, við getum ekki sko treyst í að hann muni standa við það sem hann segir sko. Þannig ég held að það sé minna markað Trump þegar hann segir það og þegar að Budanov segir þetta sem er gríðarleg viðurkenning sko. Þú veist að því að hversan er myndið að segja það sko, það kemur honum náttúrulega, lætur hann ekki líta vel út sko. Og það er náttúrulega hryllilega staða hjá Úkrænumönnum í Úkraínu í dag á vígvöllum. Já, það verðist vera. Herðu Tjörfi, takk fyrir að koma hingað og ræða þessi mikilvæga mál. Við ætlum að hafa svona framhald á þessu, hann hérna, er á leiðin í bæinn, hann Hilmar Þór og þá munum við hérna, spjalla við hann og ég fæði því kannski í lið með mér þá og komið svona aðeins meira inn í tilraun okkar til þess að fjalla betur alþjóðamál og ekki síst öryggismál þar sem að við erum líklega nær
kjarnorkustríði heldur en að nokkuð tíma verið. Já, því miður. Já, kærar þakkir. En ég sitt hérna eftir og reyni að skilja heiminn. Næsti kafli eftir augnablik. 60% eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, við ætlum að ræða Frakkland og ekki ástæðulausu. Þar eru kosningar, byrja í lok þessa mánaðar. Var boðað til þeirra óvænt af Emmanuel Macron eftir vonda útkomu hans fólks og góða útkomu flokks Le Pen í kosningunni til Evrópuþingsins. Hingað komin Torfi H. Tulinius, professor. Þú ert ekki professor í miðaldafræðum? Jú, ég professor í miðaldafræðum. Þú fylgist vel með frönsku stjórnmálum? Já, ég var professor í frönsku einu sinni, svo var ég professor í frönsku og miðaldafræðum og nú ég professor í íslensku miðaldafræðum. En þú fylgist með í Frakklandi? Já. Hvað í veröldin að gerast í Frakklandi? Sko, í Frakklandi núna svo kallað 5. lýðveldi. Það var stofnað af Charles de Gaulle sem var svona þeirra hetja í seinni heimsstyrjöld. Stjórnarskráin var búin til svolítið í kringum hann. Sterkan mann í forsetastól. Sterkur maður í forsetastól. Já, hann kom og bjargaði þjóðin undan glundróðanum sem var í tengslum við Alsírsstríðið og svona léka á þjóðina svolítið og tók völdin en reyndist vera sannur lýðræði sinni sem þrátt verið efasemdir hið gagnstæða en bjóð til svolítið sérstakar stjórnarskrá 5. lýðveldisins svona í kringum sig sem gefur forsetanum mjög mikið vald. Forsetin í Frakklandi hefur meiri völd en forseti Bandaríkjanna að því leyti að forseti Bandaríkjanna verður að eiga við þann þing meiri hluta sem situr, hann getur ekki haft neinn áhrif á hann en Frakklandsforseti getur leyst upp þingið. Og það það sem Macron gerði og þetta í 3. sinn sem þetta gert í sögu þessa 5. lýðveldis í 1. sinn var 1968 þá í kjölfar stúdentauppreisnanna frægu í maí 68 þá leysti de Gaulle þá upp þingið og boðaði til þingkosninga þó að þingið hafi ekki setið mjög lengi og þarna vann hann mjög mikinn meirihluta, bara sögulegan meirihluta gólista í þinginu. Og þá umboð til þess að koma á svona aga í samfélaginu eða? Já, fólk var bara orðið svona leitt á glundróðanum og það fylgdi þessu allsherra verkfall sem var til þess að það var vöruskortur í búðum og fólk komst ekki í sumarfrí af því að það var ekki afgreitt bensín og svo framvegis. Þannig að það skýringin á þessu mikla fylgi sem að hann fékk svona í kjölfar 68. Síðan var það Jacques Chirac 97 sem að reyndi þetta líka að leysa upp þingið eftir aðeins 2 ára setu þingsins. Það algjörlega snerist í höndunum á honum. Hann fékk ekki þingmeirihluta, heldur fékk hann vinstri meirihluta á móti sér. Og það sá vinstri meirihluti, honum tókst að halda saman í 5 ár og stýra landinu nokkuð vel, náði að ná niður viðskiptahallanum, kom í gegn ýmsum breytingum sem menn telja að verið til góðs, allan eru vinsælar hjá þjóðinni, þar á meðal styttingu vinnuvikuna, þar voru Frakkar gengu þeir lengra en flestar aðrar þjóðir og reyndar birtist yfirleitt þannig að menn máttu semja þetta en yfirleitt það þannig að stytting vinnuvikunar leiddi til fjölgun á frívikum, það að segja sumarleifin og jukust mjög í Frakklandi við það og það hafði margvísleg bara góð áhrif á samfélagi náttúrulega, líðan fólks en líka á efnahagslífið. En allir saman á þetta með hljómar oft eins og Macron vilji að vinnulöggjöfin sé eitt helsta vandamál Frakklands. Jú, sko Þessi allt og mikið í fríi og allt og lítið í vinnu. Já, en sko það eru ýmsir kostir við þessa stuttu vinnuviku eða löngu sumarfrí, hvernig sem maður lítur á það og sem þá að fólk þá hreyfanlegra, fer meira í frí, neytir meira sem gott fyrir efnahagslífið. Þannig að þetta hefur á sér ýmsar hliðar og í raun og veru hefur enginn reynt að ná aftur þessu, þar sem reynt að gera í staði, þar sem Macron gerði og
skýrir að miklu leyti þennan miklu óvinsældir sem hann á við að etja og það er það að hann hefur lengt starfsæfina og úr 62 ára upp í 64 sem að okkur finnst það náttúrulega ekki neitt rosalegt að þurfa að fara á eftirlaun ekki fyrir en 64 ára en þetta náttúrulega gildir. Þetta er ekki bara aldurinn, heldur þetta samanlagur aldur og starfsaldur. Þannig að fólk sem er langskóla gengi fólk er ekki að fara eftir laun 62 eða 64 ára, frekar 66-7 ára, svona eins og hjá okkur. En hann náði þessu gegn og gegn svona sameinuðri anstöðu, stjórnarandstöðuna náttúrulega, verkalýðshreyfingarinnar og bara almennings. Og hann gerði þetta og notaði annað ákvæði í þessari blessuðu stjórnarskrá 5. lýðveldisins sem að gera honum kleift að knýja fram eða sett forsætisráðherranum sem hann tilnefnir eða sem hann meirinn tilnefnir, hann ræður hver er forsætisráðherra. Forsætisráðherrann getur gefið út tilskipun að lög taki gildi og þá getur þingið borið fram vantrauststillögu á forsætisráðherrann og ef hún er felld þá taka lögin gildi. Og þetta hefur Macron notað mjög mikið núna eftir að hann endurkjörinn 2002 af því að í kjölfar endurkjörs hans 2002 þá voru þingkostningar og hann misti meirihlutan á þingi og það er kannski skýringin á því akkur hann fer út í þetta núna að leysa upp þingið af því að hann hefur ekki meirihluta á þinginu og veit að í haust þegar það kemur að afgreiðslu fjárlaga þá mun hann mæta vantrauststillögu sem að sennilega mun fella ríkisstjórn hans og það sem hann virðist hafa hugsað var að í kjölfar að boða svona til þingkostningarna bara ofan í Evrópukostningarnar þá væri hann að taka alla í bólinu að Le Pen eða þjóðfylkingin hefði ekki tíma til að búa sig undir þingkostningarnar var ekki með mannskap í það að hefðbundnu hægri flokkarnir gæti ekki mannað nógu góða framboðslista hefðbundnu hægri flokkarnir myndi líka ekki sjá sér annar að kosta völ en að bara vera með honum og svo veðið hann mjög á áframhaldandi glundroða og átök innan vinstri vængsins og þar sem að hann virðist tapa máli sínu að tvennulagi, í fyrsta lagi að þjóðfylkingin virðist vera undir þetta búin hún gerir nær þarna strax ákveðnum áfangasigri bara í 2 eða 3 dögum eftir að þingið er leyst upp að forsætisráðherra efni þeirra Jordan Bardella gerir samning við leiðtoga kólistaflokksins sem heitir Erik Ciotti og að þeir munu vinna saman í komandi þingkostningum. Og það búið mynda svona kostningabandalag að það er einmenningskjördæmi og þegar það verða til svona kostningabandalög að ef þú væri þjóðfylkingin og ég gólistanir að þá bjóðum við fram saman þannig að þú býður ekki fram það sem ég býð fram. Já. Og þannig að við reynum að hámarka atkvæða magn hvors fyrir sig. Þessi náttúrulega þetta einmenningsfyrirkomulag er mjög svona leiðilegt og framandi okkur Íslendingum sem eru vunir listum og stórum kjördæmum með mörgum þingmennum í hverju kjördæmi, þannig er það einmenningskjördæmi þannig að menn þurfa en í tveimur umferðum auðvitað við breska bandalagið breska fyrirkomulagið segi ég og þannig að menn gera milli umferða gera menn samninga og það er oft búið að gera samningana fyrirfram og eru raða niður frambjóðendum þannig að svona flokkarnir geta svona með samvinnu sín á milli geta svona tryggt að þeirra bandalag auki allan líkunar á því að þeirra bandalag nái sem flestum þingmönnum inn. Og það veldi formaður góðlistann að gera með flokki Le Pen en ekki flokkurinn sjálfur eða? Já, þetta er í raun og veru algjört afhróð fyrir góðlistahreyfinguna og bara hlægilegt því miður fyrir þá að þeir Ciotti, hann er þingmaður í Nice eða ég held á Miðjarðarhafsströndinni austanverðri
og það er eitt helsta svona, hvernig ég segja, þar er þjóðfylkingin hvað rótgrónust. Þetta eftirlaunafólk, þetta ég kann nú ekki alveg félagsfræðina á þessu, en þarna hefur þjóðfylkingin alltaf átt mjög marga fylgjendur, mun fleiri en víðast hvar annars staðar framan af, og þar af leiðandi fyrir gólista þar sem eru að hafa verið að missa sitt fylgi yfir til þjóðfylkingarinnar, af því að svona áherslurnar hjá fólki sem kýs á hægri vagnum hafa verið að færast nær málflutningi þjóðfylkingarinnar. Þannig fyrir gólista þar sem eru eiga við það þeir eru einminniskjördæmi, þá bara vita að þeir tapa fyrir þjóðfylkingunni nema þessi gerð bandalög, og þá bara ákveðið að þjóðfylkingamæðurinn víkur fyrir gólistanum í einu kjördæmi og ekki hinnu. En sjálft í þessi, hann fekk í raun og veru alla svona elítuna úr sínum flokki upp á móti sér, og þeir reyndu að segja honum upp, og þeir reyndu að víkja honum úr sínu formannsæti, og það verið réttarhöldum þetta, og hann situr enn hefur svona hlotið tvöfalda fordæmingu sinna manna, þannig að það mjög erfitt að sjá hvað mun gerast í mjög líklega. En samkomulagið heldur ekki það? Nei, jú, samkomulagið heldur. Já. Þó að flokkurinn viljið ekki? Af því að formaðurinn gerði já, sko, þetta svona, ég held að það sé ekki búið að útkljá lagadeiluna, hver hefur völdin þannig, að það allavega eins og þetta lítur út í dag, þá mun jafnvel vera 2 gólistar í frambúði í einhverjum kjördæmum. Sem að náttúrulega dregur mjög úr líkum fyrir því að þeir ná í kjöri. Þannig að sko, strategía Macron var að ná gólistunum inn í bandalag með sér. Ná gólistunum og hluta vinstra fólkinu. Sem að vildi ekki vera kannski svona hófstiltara vinstra fólk, svona sósíaldemókrata, sem að fannst Mélenchon og félagar vera of róttakir. Nákvæmlega. Hvoru triksið að ganga upp? Nei, þetta bara hefur algjörlega snerist í höndunum á honum. Svo hann að fá sína menn á móti sér líka. Hvaða möguleika hefur hann þarna í svona næstu því í miðjunni eða eitthvað staðar? Hvað þetta skilgreina þennan flokkans? Hvaða möguleika hefur hann að ná góðri útkomu í kosningunum ef fyrst hann nær ekki að taka sneið frá vinstri nýja frá hægri? Þetta lendi því að í annari umferð að þá sé bara einfallega ekki hans maður í boði. Þá sé við kosið á milli vinstri og hægri. Sko, það allt, þetta virðist eins og ég segi vera að snúast í höndunum ánum, það er ómögulegt að vita hvað gerist núna á þessari viku, eða hvað núna 18. Það eru 12 dagar fyrir umferðina. Það er mjög erfitt að spá fyrir það, en eins og þá glundroðin sem hann var búin að reikna með sérstaklega á vinstri vagnum, í hans eigin röðum. Hann hefur verið að ganga fram hjá, hann gerði bandalag til dæmis við eina sem núna menningarmálaráðherra, hún var dómsmálaráðherra undir Sarkozy sem að tapaði kosningunum 2012, var forseti frá 2007 til 2012. Hún var dómsmálaráðherra hans, heitir Rashida Dati. Hún að stilla sér upp sem frambjóðandi í næstu borgarstjórnarkosningum í París, þannig að það var mikilvægt að fyrir Macron að fá hana borð, og hún menningarmálaráðherra hans í núverandi stjórn, og hann lætur einn af sínum helstu þingmönnum, sá sem hefur stutt hann frá upphafi, víkja sæti fyrir aðstoðamanni hennar. Og hann, þar í blöðunum í dag, eru viðtöl við hann, og hann náttúrulega sér rautt þannig lagað út af því, og þarna Macron að gera sko hverja mistök og fætur annari, og ýmsir reyndir stjórnmálamenn bara tala það, þessi ungi maður, hann ekki orðið 45 ára, hann var ekki fertugur þegar hann var kjörinn forseti, að þessi ungi maður að gera hverja mistök og fætur annari, sko, hann hefur megnustu fyrirlitningu á flokkakerfinu, hann kemur inn í stjórnmál án þess að hafa nokkuð að starfað innan flokks. Hann kemur inn sem ráðgjafi Hollande forseta, og sem gerir hann einhvern veginn lætur þetta af einhverjum pólitískum ástæðum, en líka vegna þess að Macron mjög sannfærandi maður, hefur að marga persónutöfra og mikla greind og ákaflega mælskur, gerir hann að fjármálaráðherra, en svo stingur
Macron og Hollande í bakið og fer fram með sinna eigin flokk þar sem hann segist alltaf sameina þjóðina og vera bæði, pólitík sem væri bæði til vinstri og til hægri og náði hann að kjöri 2017 og notfæri sér það líka að margir sem ekki voru endilega sannfærðir af málflutningi hans þegar hann, af því að það er að tökja umferðarkerfi líka við líði í forsetakosningunum og þá hann munnaði ekki miklu en þá var hann, þau voru þarna 4 frambjóðendur sem voru með í kringum 20% en þau 2 efstu voru hann og Le Pen og þannig að hann gat stilt sér upp sem svona helstu vörn þjóðarinnar gegn öfgahægrinu og þetta gerði hann aftur 2022 og aftur var hann á móti Le Pen og aftur vann hann en með minni mun en 2017 og þetta ætlar hann að gera aftur núna í þessum þingkosningum. Og virðist vera að mistakast að hann verði valkosturinn á móti, það getur verið hann í mörgum kjördæmum að þá sé valkosturinn á milli vinstrimanna og hægri vistahægrið. En svo bara vandinn, tekst vinstrabandalaginu að sannfæra þjóðinu að þeim sé alvara að þeir mun og þeir halda saman. Hvernig hefur þeim gengið, nú var til dæmis breytt bandalag í síðustu þingkosningum, hvernig hefur þeim gengið að svona tala einum rómi eða vera samstilt sveit? Þeir gerðu eiginlega bandalag eftir kosningarnar ef ég manni rétt og það við svona í Evrópukosning í kosningabaráttunni fyrir Evrópukosningarnar það var svona hver höndin upp á móti annari í milli þessara flokka og það ýmislegt sem að svona ágreiningsefnin eru kannski ekki endilega hvernig menn vilja halda á svona félagslegu þáttum það allir sammála að hverfa frá þessari breytingu og eftirlaunaaldrinum til dæmis sem að Macron knúði í gegn menn þeir eru svona vilja verja þetta virkilega fína velferðarkerfi sem frakkar búa við og allt það ágreiningsefnin virðast helst vera útlendingamál en þó sérstaklega alþjóðamál og þeir sem eru teljast vera lengst í vinstri LFI, La France Insoumise hið óbeygða Frakkland eins og sem beygir sig ekki undir valdið og leiðtogi þess flokks Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon sem að náði 22% í fyrirumferð forsetakosningana sem gefur honum ákveði svona lögmæti sá flokkur þykir hafa stundum verið svona bentur í sínum málflutningi til dæmis gagnvart terrorista árás, hryðjuverka árás Hamas 7. október í fyrra. Þeirra stuðningur við frelsisbaráttu Palestínumanna túlkaður sem gyðingaandúð. Já, og sumir hafa farið óvarlega í sínum málflutningi þannig að það hefur verið hægt að þetta mikið jarðsprengjusvæði í Frakklandi? Þetta í bara flestum Evrópulöndum en sérstaklega í Frakklandi, það náttúrulega stór, ég held 5 eða 6 milljónir múslíma, jafnvel fleiri 500.000 gyðingar og oft hefur verið sem sagt hafa gyðingar lent í að vera lamdir eða ofsóttir eða smánaðir af fólki sem að í krafti málstaðar Palestínumanna þannig að þetta í alvörunni sko. Og múslimar með mjög veika stöðu í en múslimar aftur á móti eru líka oft verða fyrir aðkasti og smánun af ýmsu tagi og sérstaklega ungir menn af sem að eru af norður-afrískum uppruna og svartir líka afrískum uppruna þeir eru miklu líklegri að þeir verði stoppaður í lögreglun má stoppa menn og biðja þá persónuskilríki og ég hef til dæmis aldrei lent í Frakklandi og þó ég hef búið þarna árum saman og ég var ekkert að lesa þetta og þá var þannig að líkundur á því þú sért atvinnulaus eftir BA-próf eru 2% en ef þú ert frá Norður-Afríku þá eru 26%. Já, einmitt. Þú mentir þig og þú aðlagið samfélaginu svo kallaðir, þá eru bara þeir eru lóknir. Nei, það er bara miklu erfiðara og þeir sækja gjarnan, þeir flytja gjarnan burt frá Frakklandi. Mikið af ég oft hitt, þeir verið í franskumælandi Kanada, þá við oft svona spjallað við
menn af alsískum eða marokkóskum eða túnísískum uppruna sem talaði góða frönsku og aðlagast mjög vel því samfélagi því að samfélagi betur í stakkbúið til að takast á við þessa menningarlegu fjölbreytni eða mismunandi uppruna fólks. Hvað er að ganga í hvað er Frakkland að ganga í gegnum? Við erum að tala núna svona andúð og líklega aukna andúð í samfélaginu. Ég talaði hérna við Ragnar Hjálmarsson sem stjórnmálafræðingur búið lengi verið í Berlín, konan hans er af tyrkneskum uppruna og hann segir að þau hjónin get ekki farið út úr Berlín því að þá verður hún bara fyrir aðkasti því að Berlín er náttúrulega eyja lokuð inn í áhrifasvæði alternative for Deutschland. Einmitt. Er það þannig að svona andúð og hatur að getum við sagt að Frakkland væri eiginlega rifna eins og sömuleyti sjáum við það í Bandaríkjunum að það verða eiginlega svona klofningur í þjóðinni og erum við að sjá ykkur slíka breytingar í Frakklandi? Nei, ég held að þetta ástandi sé ekki svona slæmt þar það er ekki minn tilfinning ég býði þar ekki en ég fylgist mjög vel með því sem er að gerast þarna og minn tilfinning er ekki svo að það sé erfitt að vera af norðurafsískum uppruna fyrir utan þetta sem ég nefndi að maður er svona, og þú nefndi líka það er erfiðar að fá vinnu það er erfiðar að komast upp úr fátæktinni en ég held að svona, það er ekki þetta ofbeldi í samfélaginu sem eða aðkast sem fólk verður fyrir ekki eins og þú ert að nefna og hefur eftir húnum Ragnari. Já, það er líka verið að tala svona míní áreiti sem er linnulaust Jú. Það verður þreytandi, er alltaf verið að horfa á þig og vandrúarugum Ég held að þetta sé ekki jafn slæmt og til þeim sem verður svartur maður í Bandaríkjunum eða eitthvað því líkt, ég held ekki en ég held að Frakkland er ekki á barmi borgarastyrjaldar en er á barmi þess að það getur tvennt gerst. Annars vegar nær þjóðfylkingin meiri hluta á þingi og þá neyðist Macron til að tilnefna leiðtoga þeirra, leiðtoga flokksins, ekki Le Pen heldur leiðtoga flokksins sem forsætisráðherra og hann þarf þá að stjórna landinu og þá verður þetta svo kalluð sambúð þar sem forsetinn er ekki það sem að eins og lýstir áðan það hefur verið ágætis tímabil það var fínt tímabil þegar Chirac þurfti að lúta stjórn sósíalista í frá 97 til 2002 menn telja að þjóðfylkingin sé bara ráð ekki yfir þeim mannafla sem þarf til að stýra landinu. Það bara vantar þekkingu, færni, hæfni til að gera það og þetta sé svona að það muni koma mjög fljótlega í ljós að þeir ráð ekki við verkefnið ef að þeir eru í meiri hluta og stýra landinu og líka að þeir verða ófærir að efna svona frekar glæfraleg kosningaloforð sem þeir að verða að gefa. Þannig að þannig ef að sú sviðsmynd í þeirri sviðsmynd þá er hugsanlegt að þeir missi vinsældir sínar fljótt þá getur Macron leyst þingið aftur upp hann má ekki gera það fyrir eftir ár en getur þá leyst þingið upp og boða aftur til kosninga og hver veitna mann nái þá aftur meiri hluta þetta er eins sviðsmyndin. Það er ekki víst að þó þeir segi það að þjóðfylkingin vilja til að komast til valda af því að þetta gæti þýtt það að þeirra forsetaframbjóðandi 27 ná ekki kjöri. Vegna þess að hann væri fulltrúi óvísaldar ríkisstjórnar. Já, og Le Pen þá myndi tapa í þriðja sinn fyrir einhverjum öðrum frambjóðanda. Macron má ekki gefa aftur kost á sér. En svo er En heldur að Macron sé að hugsa, ég hef heyrt þetta sagt að það sé eitt af trikksónum væri það að þjóðfylkingin myndi mynda ríkisstjórn sem var óvinsæl og kæmi ljós að hún ræður ekki við verkefnið og er inni allslaus kosningarloforðunar, ljóti sömu orðlög og flokka sem hafa verið hluti af ríkisstjórnum, sumstaðar, verið talað danska þjóðaflokkin, hvernig hann verið einhvern veginn misti trú á því að hafa tengst ríkisstjórnum. Við sáum þetta ekki í Evrópukosningunum í Ítalíu, þannig þetta er svona ýmislegt hvað gerist. En má ekki Macron vera alveg sama hvernig forsetakosningarnar fara 27, þar sem hann er að smíða út úr sinni stjórnmálahreyfingu, er þetta ekki bara hollvinna bandalagi Macron í hans huga, hann er ekki að búa til einhverju stjórnmálahreyfingu, hann er ekki með einhvern arftaka sem hann vill að taki við af sér og annað slíkt.
Hann virðist allan ekki vera að gera neitt til að byggja undir einhvern arftaka sinn. Fyrsti forsætisráðurinn hans, Edouard Philippe, var orðin vinsæll en hann og þá sagði hann honum upp og þetta svona gætlan leiðtogar hafa sér svona. Núverandi forsætisráður hann virðist sem að gæti verið arftaki og bráðungur maður, Gabriel Attal og greindur og mælskur var ekki hafður með í ráðum og talaði reyndar gegn því að þingið er leyst upp, bauðst til að segja frekar af sér og gefa Macron tækifæri til að skipa annan forsætisráðherra. Hann allavega með þessari framkomu við hann þá svona verið að draga úr líkum að því að hann gæti orðið arftaki Macron. En hins viðsmyndin er að það reiknar enginn með því að bara félagsfræðin segir okkur og skoðanakannanafræðin segir okkur að vinstri menn mun ekki ná meiri hlut á þingi. Það verður ekki. Það var alltaf að sjá, það eru kannski rétt að auka aðeins við fylgið sitt, alltaf meira. Já, en þeir geta svona haft nokkuð sterkar stöðu og þá er spurningin ef að það er miðja og vinstri sem að getur mynda meiri hluta saman. Hvað gerir Macron þá? Og hann í orðræðu sinni er hann ekki að undirbúa jarðveginn undir bandalag miðju og vinstri. Hann talar vinstri hreyfinguna og meira segja þetta vinstra bandalag sem nú er sem bara sem öfgasinna og þannig að það svolítið verður svona vanséð hvernig það er hægt og þá er spurningin, vill hann þá leyfa þjóðfylkingunni að vera með minni hlutastjórn þar sem að þeir þurfa svona þá að gera samninga við aðra flokka til að ná sínum málum í gegn. Það veri leið sem að myndi styrkja þá ef að þeir standast á eldraun að geta styrt landinu með minnihluta á þingi sem að Macron hefur eiginlega ekki tekist að gera. Þá eru þeir þá eru þeir búin að sýna að þeir eru svona starfinu vaxnir en svona ég myndi svona bara ég hef náttúrulega skoðanir á þessu sjálfur ég myndi þá frekar vilja hafa að hann gerði þá myndi stjórna með miðjunni og vinstri hreyfingunni og þá er þannig að gefa svolítið eftir af sínum. En hann er náttúrulega ekki vinstri maður eins og margir sem að, ég held að séu frakkar sem að segja þetta mér að ef þú heldur í fram og sért hvorki hægri en vinstri eða bæði, þá ertu hægri. Það er svolítið komið ljós með því á Macron að það er ekki mikið vinstri í honum. Já, það virðist vera mjög svona erfitt að finna það. Já. Og hann túlkar að vinstrið sem eru kannski bara sósíaldemókratar og klassískar vinstri kröfur svona jöfnuð í samfélaginu, það lýsir hann sem öfga á móti, því miður, hann er farið þá leið. Nýja hægrinu, sem eru öfgarnir eru þá skerðing á mannréttindum veikstæðra hópa. Ég kannast ekki alveg við hann að vera að skerða mannréttindi nema náttúrulega... Nei, ég segi við það sem er öfgarnir hægra megin við hann í þjóðfylkingunni. Þeir vilja skerða mannréttindi. Hann stillir upp klassískum gröfum sósíalista sem jafn miklum öfgum. Já, og það er náttúrulega, finnst mér að vera mjög slæm mistök á hans hálfu og er svona leifarnar af þessari strategíu sem að snýrist í höndunum á honum. Hann ætlaði sér að vera eina vörn þjóðarinnar gegn öfgunum. Og þá voru vinstri menn og hægri öfgamenn lagðir að jöfnu og því miður er hann Mélenchon er stundum svolítið harðneskjulegur í því hvernig hann stýrir sínu flokki hann hefur ekki alveg getað svona mildað, þetta byrjaði mjög vel hann kom held ég á sundaginn mánudag þriðjudaginn var það er svona rúmvika eða svo síðan hann mætti í kvöldfréttatíma aðal sjónvarpsstöðvarinnar France 2 og var þá bara sýndi á sér aðra ásýnd og sagði alveg geta verið forsætisráðherra en ekkert endilega þurfa að vera hann og þetta er allt bara gert í góðu samkomulagi flokkana en svo þegar verður að stilla síðan upp mönnum í kjördæmin þá eru 5
hann var búinn að segja að sitjandi þingmenn hefðu forgang en 5 af sitjandi þingmennunum fengu ekki endurnýjað umboð voru ekki settir í framboð og þeir eru þingmenn sem hafa verið mjög gaggrínir á forystu Mélenchon. Þannig að þetta þykir vera svona harðneskjulegt af honum. Hann ætlaði líka að setja sinn helsta aðstoðmann sem mjög hæfileika mikil stjórnmálamaður Catanans heitir hann og en hefur verið dæmdur fyrir ofbeldi innan hjónabands og þannig að hann ætlaði að stilla honum upp samt sem áður en sá dróð sér tilbaka nokkur síðar út af náttúrulega það var svolítið uppátt. Þannig að það hafa verið svona ýmsar væringar innan LFI innan flokks Mélenchon innan óbeigða Frakkland af því að menn hafa ekki vilja beygja sig undir hans vald. En það fórustukreppa í vinstrinu en það alls ekki fórustukreppa þarna í ysta-hægrinu. Það allir ánægðir með sína fórustu. Já, og jafnvel með þeirri undantekningu að í flokkurinn sem enn lengar til hægri en þjóðfylkingin, flokkur Erik Zemmour sem heitir Reconquête, endur sigur eða eitthvað segis, náum aftur völdunum. Sá flokkur misti í raun og verið sína aðalsjörnu yfir til þjóðfylkingarinn. Það var systurdóttir Marine Le Pen sem að Marion Maréchal fór svo aftur yfir fór heim. Já. En sá flokkur mun ekki hafa neinn tilnefndi áhrif í þessu. Nei, hann bara mun í raun verið þurrkast út. Hann ætlar að bjóða sig fram en þeir fá að valla nokkuð þingmann. Og hjálpar þjóðfylkingunni til þess að vera ekki ysta-hægrið sem að hjálpar þeim til sóknarinn á miðjuna. Já, og þjóðfylkingin þetta svolítið merkilegt svona stjórnmálalegt fyrirbæri. Ég er búin að fylgjast með franskum stjórnmálum síðan 1971 að ég bjóð þarna sem unglingur og ég man eftir gamla Le Pen þegar hann var að koma og þá var hann að fá innan við 1% eða í kringum 1% og þá mætti hann í sjónvars, náttúrulega var það allir frambjóðandi þurfti að fá að koma fram í sjónvarpinu og hann mætti þarna með hann hafði mist annað auga, þá mætti hann með svona svartan lepp fyrir öðru auganu og var mjög sjóræningjalegur og með þetta bretónska nafn þar að ekki en það var Mitterrand í raun og veru sem að hjálpaði honum svolítið upp og inn í umræðuna. Hann var alltaf öfgahægri var mjög margklofið, það voru margar hreyfingar pínu litlar það voru konungssinnar, það voru einhverjar bara algjörar fasista bullur og bara margir flokkar. Mitterrand lendir mjög fljótlega í vandræðum eftir hann kjörinn sem forseti í 81 og sérstaklega í vandræðum með að ná aftur þingmeirihluta 86 sem hann tapaði en akkurat þá í þeim kosningum þá hjálpar þá það strategía Mitterrand að hjálpar íta svolítið undir Front National til að taka atkvæði frá gólistum og hann til hans breytir svolítið kosningafyrirkomulaginu, hann koma smá svona þetta verða svona einhver svona sambland af listakosningum og einmenningskjördæmum hann sjónvarpið fer að veita sjónvarpsfréttina fer að veita Le Pen viðtöl og þá birtist hann þjóðinni allt annan hátt og búið að setja í hann glerauga og hann talaði kallinn, hann talaði mjög fallega frönsku svona kunni allar þessa dásamlegu sagnbeygingar sem eru svo skemmtilegar í frönskunni og þannig að hann sjarmeraði ýmsa og þetta var svona, menn hafa oft kennt Mitterrand framgöngu Le Pen og síðan hefur hann vaxið og flokkurinn hans vaxið. Þetta voru pólitísk klókindi en stundum eru pólitískir klækir geta haft ýmsar afleiðingar og ekki endilega góðar. En möguleikarnir eru í stóru dráttu þeirra að kom sér forseti og þegar hann með þingið með sér með sama flokk og með meirihluta þá ræður hann öllu. Já.
En þegar hann með þingið á móti sér þá ræður hann eins og miklu í utanríkismálum en eiginlega sáralitlu í innanríkismálum að það getur ræður þingið. Valkostundur það að númer 1 væri það að Macron hefði meirihluta í þinginu, það eiginlega enga líkur á því að verði. Nei. Annað að fá meirihluta á móti sér, það eiginlega bara þjóðfylkingi sem geti náð þeim árangri kosningunum. Meðal annars út af veikleika kúlistana. Eins og það sem kannanir eru sína þá meiri líkur en á því að þjóðfylkingin náði meiri hluti en nokkur annar. Hinn kosturinn það að sé engi meiri hluti. Já. Og þá eru líkurnar á því að verði til bandalag. Það gæti verið, og þá verður Macron í lykilstöðu með að búa til bandalag. Já, ef hann getur. Ef hann getur vunnið til vinstri eða hann vinnið til hægri sem ólíklegra. Eins og þú varst að nefna áðan að það var meir líkur að hann myndi veita minnihlutastjórn þjóðfylkingarnar einhvers konar líf allavega 1 ár. Já, ég sé það alveg fyrir mér að hann geti gert það. Já. En það hættuspil eins og ég sagði áðan af því að þeir gætu staðist prófið. Og þá eru ekki bara þessi sókn í að miðjunni þá hún að raungerast að því leiti að þeir eru þá að sýna að þeir geti stjórna landinu, þeir eru treystandi fyrir því og það mjög alvarlegt og það náttúrulega Meloni hefur hún hefur komið mjög óvart. Það var eiginlega eina ríkisstjórnin í Evrópu sem að fekk stuðning út úr Evrópukostingum. Já, hún hefur komið mjög óvart líka af því hún hefur verið svona realpolitíkus. Hún hefur haldið áfram að stiga við Úkraínu, hún hefur haldið áfram að stiga við Evrópu, hún hefur þessi orðræða hennar, allan að sérstaklega and-Evrópu, hefur ekki raungerst í pólitíkinni. Og áhrifin af því sem að stundu gerist, að þeirra svona flokkar fara í stjórn, og fara síðan að stjórna bara eins og hinir gerðu áður. Að það leiði til þess að vex upp annar flokkur til hægra megin við þá. En það hefur ekki ennþá gerst af Ítalíu. En mun náttúrulega líklega gerast ef að fyrir heldur sem horfir. Ég held að sé ekki þannig að fólk vilji láta fólk úr ysta hægrinu reka stefnu klassíska hægrisins og sósíaldemókratínur. Ég held ekki. En mér finnst þetta hann Jordan Bardella og þau bæði og Marine Le Pen sem þá væntanlegur forsetaframbjóðandinn 27. Þetta fólk svona, ég myndi ekki segja að það sé beint geðþekkt, en það hefur ákveðna svona ásýnd sem gerir það ekkert mjög ógnvekjandi, þetta mjög ólíkt gamla Le Pen með leppin fyrir augum. Þetta alltaf öðruvísi fólk, hvað ásýndina varðar. En það má ekki gleyma því að þjóðfylkingin hefur fengið heilmikinn stuðning frá Rússlandi og innan raða hennar eru menn sem eru í heilmiklu sambandi við rússnesk stjórnvöld og hafa verið talsmenn þeirra. Þannig að jafnvel þó að Macron haldi áfram að vera forseti og hafi þá ákveðna stöðu í utanríkismálunum, þá að þingið sem að samþykkir fjárlögin og frakkar hafa verið að setja heilmikinn pening í að styðja við Úkraínu. Þannig að þetta svona sigur hægri aflana í þingkosningunum, eða þessar öfga hægri, myndi veikja mjög stöðuna í Úkraínudeilunni, stöðu lýðræðisþjóðanna gegn Putin. Já. Og sérstaklega ef að Trump vinnur í Bandaríkjunum sem að var að lýsa því yfir bara í gær að hann ætlaði að skrúa fyrir stuðningin við Úkraínu. Og þá nú líklegt að Evrópuríkin, þau ekki líklega að fara að halda upp í vörnum Úkraínu án stuðnings Bandaríkjanna. Já, þetta alltaf bara. Því miður. Það þurfti miklu á pólitíska skjálfta til þess að það verði. Því miður lifum á allt og áhugaverðum tímum eins og Kínverjinn sagði. Já, og eitt í varðandi þetta, því að þú nefna þetta með Rússland, að það eru eiginlega flokkarnir sem eru skildastir Putin, sem eru að sigra Vestur-Evrópu. Það Meloni í Ítalíu, það Le Pen í Franklandi. Það svo Nigel Farage að sækja sér veðrið Farage að sækja sér veðrið í Farage sem ég sá eina könnun daginn sem hann með meira fylgi en íhaldsflokkurinn í próstum. Hver hefði geta sagt hver hefði trúa því að það hefur sagt fyrir 3 eða 4 eða 10 árum. Þetta mjög þetta svolítið skelfilegt og það var ég var að hlusta á einn franskan félags stjórnmálafræðing sem hefur verið að reyna átta sig á því hvað
skýrir þetta fylgi sko, þjóðfylkingarinnar í Frakklandi og þetta tvennt sem er gjarnan sko, mótsagnakent en hann segir að þetta sé oft lykilinn að stjórnmála þegar einhverjum stjórnmálaflokkar ná einhverjum óvæntum sigri ná til sín fylgi, það er annars vegar megn óánægja í Frakklandi með kjör, með verðbólgu, með minnkandi þjónustu svona, við fólkið við líka óánægja með svona hvað stjórnmálin eru svona óreiðukend en sérstaklega óánægja með að fólki finnst svona að það sé frekar að staða þessi sé frekar að versna, fara hægt versnandi og sjá ekki að það muni batna í framtíðinni og efra áhyggjur af börnum sínum þannig að það er svona svartsýni í raun og veru svo á móti er einhver svona þrá eftir einu óþekkta og það er svona einhver svona ævintýra þrá þjóðfylkingin hefur aldrei stjórnað þetta fólk sem stýrir henni það hugsar þau ekki sem Le Pen og Bardella heldur Marine og Jordan sko, og það hefur stjórnfylkingin hefur víst haldið út í mjög góðri svona samfélagsmiðla baráttu og þannig að fólk þannig að það kemur saman í raun og svona ólíklegur kokteil, óbúinlega ónægja en svo einhver ævintýraþrá eftir einhver nýju og þetta fólk sem hefur þessa svona ásýnd sem er ekki ógnvekjandi þá holdgervingur þess þannig að og þetta fólki sem óánægt í samfélaginu sér einhverja von í þessu fólki sem einhverju stjórnmálin hefur brugðist þessu fólki elitan hefur brugðist þessu fólki samfélagi ekki þróast eins og við þráðum og það virðist verið að segja þróast eitthvað fyrir aðra og það er gríðarlegur ójöfnuður í allri þróun alla Evrópu, hvernig borgirna þróast ólíkt við dreifðari byggðum og smærri borgum og þannig eru gríðarlega tokkstreitur þarna og líka á milli þjóðfélagshópa og kynslóða og guð maður vita hvað ekki en sko hins vegar má ekki glemma því að Frakkland velferðarsamfélag og það þetta mjög gott heilbrigðiskerfi tölvöld betra en hjá okkur miklu betra, ég hef reynt það þú hefur reynt það þeir eru með mjög skólakerfi frábært að mörgu leyti en það eru svona ákveðin svona eitthvað stigveldi í samfélaginu sem fólk upplifir og ég sá eina félagsfræðikönnun sem var gerð á kjósendum þjóðfylkingarinnar og það oft fólk sem hefur orðið halloka í skólakerfinu skólakerfið frekar grimt í Frakklandi það svona elítu skólakerfi og þetta fólk hefur farið halloka fyrir því mjög oft og upplifir og þar að leiðandi trúir ekki elítunni af því elítan skólastjórarnir, kennararnir þekkir þetta lið bara úr skóla, þetta ekki gott fólk það þekkir þetta fólk úr skóla sem að komst áfram og upplifið það að þetta nú ekkert sérlega gott fólk sem að steigun og andliti á mér til að komast áfram eitthvað svo leys, eða talaði niður til mín elítan vill oft líta svo á að hún hljóta að vera góða fólki framúrskarandi fólkið og flotta fólki það er stundum nota sem hugtak þeir að vera að velja á lista á Íslandi velja flott fólk, það þýðir það að velja elítuna sem að náði að klifra og það sko hann Macron náttúrulega holdgerfingur elítunar hann kemur úr elítunni er flottur og vann í banka vantar ekki hann helviti skrendina örugglega ekki lesmyndur og svo á hann eins og til að segja setningar sem afhjúpa svolítið fyrirlitningu hans gagnvart þeim sem hafa farið halloka fyrir þessu grimma samfélagi og sko ekki endur og bara fólk upplifir hann sem hrókafullan sem hann örugglega hann bara það voru vinir mínir æsku vinir mínir frá Frakklandi voru núna í vor og ég var að spyrja því hvað þetta meðan Macron, hvað hann svona óvinsæll og þess að hann bara lítur niður á okkur og þetta ekkert fólk sem hefur farið halloka í lífinu alls ekki, þetta eru svona millistjætt þetta eru sjúkraþjálfarar og fólk sem vinnur
svona tölvuforritarar og eitthvað, þetta eru fólk sem hefur alveg ágætt, sko, er komið á eftirlaun náttúrulega, þó að þetta séu jafnaldrar mínir, þá eru búin að vera eftirlaunum mín þó nokkur ár og hafa það fínt, en þau upplifa þessa fyrirlitningu af hálfu Macron og þá, hvað þá fólk sem er lægra sett í, eða býr ekki við jafn góð kjör og þau. Það er ekki holdt fyrir samfélag þegar það gerist að þeir sem eru að stjórna landinu, að almenningur upplifi það að þeir séu að slíta sig frá. Við erum með örlítil dæmi þetta á Íslandi og maður sér það hvað þetta fyrir taugunar á íslensku þjóðinni. Já. Nei, og svo sko, þversögnin við Le Pen fjölskyldunni að þau búa í Höll, sko. En það er allir búin að gleyma því. Svolítið eins og Trump, að fólk upplifir hann sem einn af okkur, þó hann náttúrulega sé bara ríkisbubbasonur og hefur aldrei þekkt annað en lífi ríkisbubbans. Og lyft upp af auði föðusins. Herðu Torri, takk fyrir að koma hingað og tala Frakkland. Gaman að reyna að skilja það fyrirbrigði. Akkurat, og bara takk fyrir að fá mig og ég er alveg til að koma aftur. Endilega, þegar það er að draga nær kosningunum að þá mun aldeilis fara að hitna í kolónum. Heldur betur. Herðu, kæra þakkir. Takk fyrir. En ég fæ að sitja hérna áfram að reyna að skilja samfélagi sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, heyrðu, nú ætlum við aðeins að ræða söguna. Það er svona margháttað tilefni af því. Það var náttúrulega 17. júní hérna í gær og þá var maður látin horfa tilbaka 80 ára lýðveldisafmæli en líka 150 ár síðan að það var stór hátíð á Þingvöllum og Íslendingar fengu fyrstu stjórnarskrána. En við ætlum ekki að fara yfir það, svona kannski óbeint söguna sem er kannski að einhver leyti týnd, það er ekki alveg svo saga sem við göngum með í kollinum er kannski ekki saga okkar allra, það er kannski frekar svona höfðingjasagan sem við erum með. En það er annað tilefni að það er bókaflokkur sem er orðin æðistór, sýnisbók íslenskrar alþýðumenningar, komum 34 rit út í þessum bókaflokki og núna daginn að þá var verið að gefa út kannski ekki bókina sem kom út í flokknum Bibi í Berlín en sambærlega rannsóknir og liggja á bakvið það Sigurður Gylfi Magnússon sem að starta þessum bókaflokki fyrir hvað er það? 1997. Það eru meira en aldarfjórðungur. Já, þetta er líður tíminn hratt sko. En ertu ekki ánægð með flokkin? Jú, þetta er nú bara eitt af því sem ég er hvað stoltastur af bara mínu ferli. Það er að margt sem kemur til að ég var að ljúka við mjög stóra rannsóknanda 1997 sem birtist vorið 1997, bók sem heitir Menntun, ást og sorg og byggði að stórum hluta á dagbókarskrifum og svona gögnum frá 2 bræðurum, strandabræðurum og ég var í 2-3 ár með þá bara gjörsamlega á heilunum því að þetta efni var allt saman til niður í handritadeild og ég undir mér ekki hvíldar, ég bara, þú veist, ég var hékk á húninum þegar það var opnað og fór allar klósett allan daginn, sko, þetta var bara, þarna var ég komið með doktorspróf í sko 19. og 20. öldinni, en þarna lögust upp fyrir mig bara alveg nýjir heimar. Með því að skoða söguna í gegnum hausinn og 2 köllum. Já, og ég meina að þetta voru bara ungir bændasynir, fátækir bændasynir, sem bara þráðu þessa menntun alveg óskaplega. Og ég tengi raunverulega saman menntunarþrána við sorgina og ástina því að það leyndust í handritadeildinni, leyndust ástarbréf Níelsar Jónssonar til heimasætunar á Gjögri, Guðrúnar Bjarnadóttur. Og það kemur fram í dagbóku, fyrst sko detti niður á dagbók Halldórs Jónssonar frá Middarskrif, frá Tindi, þeir eru allir frá Tindi í Kirkjubólshreppi. Og hann segir mér fljótlega frá því að Nilli bróðir, eins og hann kallaði, væri líka byrjaður að halda dagbóku. Ég sagði, hérna er skemmtileg situasjón komið upp, sko, þá ertu með bræður á sama bæ og sem er að segja frá bara upplifun sína af bústörfunum.
og mjög fljótlega því fyrir að lesa bók Níelsar þá nefnir hann það að hann sé í tíum við heimasætuna á Gjágri og hann sé að skrifa henni bréf og hann skrifar upp öll bréf sem hann sem sagt fær og öll sem hann sendir í sérstaka bók og ég bið Kára Bjarnason sem þú þekki nú sem að þá var handritavörður að leita að þessum gögnum og hann kemur með heilmikið en kemur síðan með konfettkassa Freyju konfettkassa stútfullan á ástabrifum sem höfðu bara borið safninu stuttu áður og þarna breytist náttúrulega alveg umfang minna rannsóknar algjörlega og þá fyrir ég að tala ástina ekki aðeins sorgina, þannig sorgin náttúrulega alveg yfir þyrmandi að hún lá eins og mara á seinni hluta 19. aldar samfélaginu því að ungbarnadauði á þessum árum svona miðja öldina hann 35% og ég meina það náttúrulega gríðarleg tala bara nefna þessum dæmi Það sást í mörgu að bræður voru skýrðir saman nafninu í vonum að það myndi lifa Já, heldur betur nöfnin ganga oft ég nú sagt ég margar sögur á þessu en hérna það var eiginlega næstu hversdagslegur barnstöðu var næstu hversdagslegur Já, heldur betur og ég meina ég segi stundu sögun af Matthíasi Jökkumssyni og hann skrifaði náttúrulega þessa frábæru sjálfsæfisögu sögukaflar af sjálfum mér sem svona fyrsta, hvað við segja, nútíma sjálfsæfisaga Matthías var náttúrulega bara eins og stórfljót Steingrímur Matthíasson sonur hans sem gaf út bréfin hans lýsi því að kallinn settist niður að kveldi og skrifaði kannski 20 löng bréf til vina og vandamanna bara hverju kvöldi og svo náttúrulega ortan erfið ljóð bara eins og var engi morgundagurinn en nú svo ætlaði hann að skrifa finna rauða þráðin í lífi sínu og hann eiginlega gafst upp fyrir því verkefni og þarna var hann sem sagt Ég ekki einn, ég margur Já, hann er náttúrulega tætt eftir því hann er merkilegu típa að því leyti hann er til dæmis búin að kynna sér Freud þannig að þegar hann byrjar og Freud er bara að kynna sínar rannsóknir hann í lok 19. aldar þá er Matthías að kafi í þessar rannsóknum en nóg með það í þessari sjálfsæfisögu kemur fram að hann er 9 ára gamall að með minnir hjá móður systur sinni í nágranna hreppi og á því heimili á sömu viku steypir barnaveikin sér niður og þau missa 4 barn. Konan númer 2, hann var þrígiftur, hún missir í sömu viku, í sömu sveit, 6 systkini og barnaveikinni. Þetta er náttúrulega rosalega yfirþyrmandi og þetta fann ég í þessum dagbókaskrifum þeirra bræðra að það var alltaf einhver að deyja, alltaf einhver nákominn og þetta var svona þessi sláttur hversdagslífsins kom hann í svo óvart og þannig er ég búin að skrifa doktorsritgerð þetta tímabil skilur og þetta var opnaðist fyrir Má ég spyrja það einu vegna þess að við í nútímanum horfum oft til baka og það er svona upplöfum það að fólk hafi bara kynnt þessu enginn geta rætt þetta kunni ekkert með þetta að fara og þetta urðu allt saman einhverjar óviðgerðar beglur í sálinni var það þannig eða hafði fólk tæki til þess að glíma við sorgina? Það þau hafðu tæki til þess en það náttúrulega vakti athygli mína hvað þetta var oft hversdagslega upplifun því að það var kannski í sama paragráfi Nilli bróðir misti barn eða við skulum segja hann misti nú reyndar ekki barn en einhver nákominn ættingi var að missa barn og síðan bara réri og þetta fengum við í róðrunum þannig að svona, ég hafði á tilfinninguna að þú gast ekkit lagst undir feld og syrt taktur hversdagslinn sem hélt bara áfram og þú áttir önnur börn sem þú bara sleiftir þá í glötun og það er náttúrulega alveg stórkostlegt bréf Halldór ferst 42 ára í sjóróðri frá 5 börnum og ekkjan Elín Samúelsdóttir og talsett yngri heldur en Halldór með 5 ung börn og hún skrifar Nilla bróðir Níels Jónssoni sem þá var sestur aðalgjöfri skrifar honum bréf þar sem hún er að lýsa að barnaveikin hafi steypt sér niður og maður getur lesið bréfið er langt, það er yfir kannski 10 daga sem hún er að skrifa það og hún missir 4 ára gamalt barn og sorgin er náttúrulega alveg yfirþyrmandi og ofsalega sterk
en svo sér maður hvernig hún nær áttum einhvern veginn og bara, þú veist, hugsar, nú hef ég verk að vinna, sko. Þetta er rosalega tregafullt bréf sem birtist í bók sem ég gaf út bara haustið 1997, lét gamlan draumur rætast að sem sagt efna í ritröð sem það sem heimildir væru birtar. Og Kári Bjarnason og Pétur Engin, hann var nú gamall skólafélagi minn úr heimspekideildinni og hann vísaði mér nú mikið vegið í handritadeildinni. Það voru ekki margir sem höfðu lagt leið sína þangað þegar ég kem þangað sem bara ungur menntamaður og hann leggst á árar með mér og má segja að hann sé meðritstjóri minn í fyrstu bókinni og næstu 2 eða 3 og síðan þegar að bókin er komin út þá segi ég við hann, heyrðu, ég vil halda þessu áfram. Þarna hafði ég bara yfirsýn yfir mjög stórar heimildir og heimildaflokk. Ég vil halda þessu áfram. Það er svo miklu meira til sem við þurfum að koma að framfæri og þarna var hugmyndin fyrsta lagi þessi. Sagnfræðin hafði breyst frá því að vera saga alþýðunar sem alþýðan gleifti í sig frá því að vera frekar tæknilegt fyrirbæri. Ég meina, hagsagan, líðfræðin, þú þurfti bara meira próf í starffræði sko, til þess að geta lesið sömur af þessum rannsóknum. Það voru bara mjög erfiðar. Og þannig að það verður, en sko, sagnfræðin breytist í þeim skilningi að hafa verið að fjalla meira venjulega fólki, alþýðufólkið. En það er bara gert með þeim hætti að það bara skilur það enginn. Þannig að það verður skil á milli raunverulega, það verður skil á milli fólksins sem hafði áhuga á sögu og þeirra sem stunduðu sögu sem sko bara sérgrein. Og ég hafi alltaf áhuga á að draga þennan hóp aftur inn á svið sagnfræðinar, af því það er svo mikil svirði að sagnfræðin geti talað við fólkið í landinu. Þú veist, annars er erindið lítið þegar allt kemur til alls. Því þetta er sagan okkar. Já, þetta er sagan okkar nefnilega og þannig að ég hugsa með mér, þarna er ákveðið tækifæri bara að gefa fólki kost á að taka heimild eins og dagbækur þessar 2 bræðra og lesa í þeim. Ég skal nefna það dæmi. Halldór hélt til dæmis efnabók, með mér hann hafi kallaði það. Hann sem sagt taldi upp allar eigar sínar og verðlagði þar. Bækur, nærbuxurnar sem hann stóð í, fornar og nýjar. Þú veist, þetta var allt saman verðlagt og þú kann séð frá ári til árs hvernig vegur hans jókst. Og þetta náttúrulega bara fjall í kramið hjá fullta fólki sem hafði bara áhuga að sjá sko, með svona áþreifanlegum hætti hvernig lífi lifði ungur sveitamaður á ströndum og hvernig hann bara náði einhvern veginn að koma ársinni bara ágætlega fyrir borð lokin. Hitt það sem ég hafði mikinn áhuga á og það var að taka nemendur sem ég var að kenna á þessum bara í Háskóla Íslands frábæra vel gefið og áhugasamt fólk sem var alveg bara beið eftir verkefnum, að fá verkefni. Ég vildi gefa þeim kost á að taka sínar námsritgerðir og stækka þeir upp og vinna þeir undir handleiðslu reyns fólks og gefa þetta út. Flirta þá frumheimildirnar en jafnframt einhverja svona umfjöllun þær. Það var konseptið, raunverulega frumheimildirnar birtar, skrár frumheimildirnar og svo góð umfjöllun eftirmáli eða formáli eða hvað. Já, formáli svona og oft var hann bara, þú veist, hátt í 100 síður sko. Þannig að sko saga þessara bræðra var náttúrulega alveg stórkostlega á margan hátt því að sko menntunarst og sorg mæltist nú bara ágætlega vel fyrir. Þetta var fyrsta einsögur rannsóknin á Íslandi sem ég var svona einhvern veginn að kynnast sjálfur bara þarna og því að ég þurfti eiginlega að finna einhvers konar aðferð við að fjalla heimild sem er svona í hillu. Ég meina dagbækur Níelsar Jónssonar, hann hélt dagbæk í 40 ár. Skilur við. Hvernig, þú veist, ef við sjálfsæfisögu þá er það kannski 300 síður og höfundur er búin að vinna úr það sem er merkvast úr ævi. Það sem maður vill segja. Já, það sem maður vill segja. En dagbækurnar eru bara einhvern veginn og þannig óskrifa blað. Sem vilja samtal við sjálfansikt í dagbæk. Já, það er samtal við sjálfansikt og þú náttúrulega sem fræðimaður eða vísindamaður, þú þarft að raunverulega draga fram einhverja þætti sem þér finnst áhugaverðir í bókunum. En á þessum árum man ég eftir að þú var svona að ræða í riti við fólk einsögur
og þá var eins og að væri svona barátum að þetta sjónarhorn á söguna, að það var ein aðferð væri að horfa á hana bara eins og Guð á söguna, en önnur aðferð væri að horfa á söguna út úr bara heilabúi einn einstaklings og það væri möguleiki og líklegt að við fengjum kannski bara dýpri skilning á sögunni með því sjónarhorni heldur en að láta eins og við séum Guð og horfum á þetta allt úr 30 fettum eða hvernig sem er. Eða stundum við náttúrulega verið að horfa á minna svæði og fleira. Já, og ég meina þetta er bara grunn hugmyndin á bakvið einsöguna. Það er að hver við eigum öll okkar sögu og hún hefur sérstöðu, hver saga. Og ef við fáum tækifæri til þess að kafa onni í sögu einstaklinga og sérstaklega fólk sem kannski hefur aldrei komið við sögu í þjóðarsögunni, að þá náttúrulega fáum við alls konar miklu dýpri merkingu í það og það 1998 þá gaf ég út með nemendum mínum bók sem hét Einsagan, ólíka leiðir og það var engin annar en Gunnar Smári Egilsson sem hannaði bókakápuna þá mannst þetta því? Já, eitthvað slá óljóst. En það var ég leitaði til Öldulófu og hún svona sagði ég hef svo mikið að gera, þá Gunnar gerir þetta og þú gerir það með sóma og það er bók sem hefur bara held ég farið víða mikið og hún lifir ágætis lífi ennþá. En ástæða fyrir hafði sambandið í dag var að því að var 17. júní í gær og þá var eins og ég var að segja í ingangnum eins og vitanlega það voru 80 ár frá lýðveldisstofninu og það var svona mikil áherslu á það í aldrei umfjöllun en það var 150 ár frá 1874 þjóðhátíðin og Þingvöllum og mér myndi að við höfum átt eitthvað samtal á þessum tíma kannski það sem að þú varst að tala þessa bræður og eitthvað svona eins og vakningu sem hefði orðið í sveitum fyrst og fremst og við höfum stundum verið að reyna að ná utanum hérna við Rauðaborðið að það er þessi svona félagslega vakning, það eru lestrafélögin sem hafður reynda verið til áður en fjölgar sko gríðarlega eftir þetta og það er eins og ég veit ekki hvað það var stjórnarskráin eða bara 1000 ára afmælið eða hátíðin og Þingvöllum sem að verður svona einhvern veginn svona kveikja og þetta er náttúrulega mjög spennandi tími líka í bara heimsögunni, þetta er hérna breytingar í hugmyndasögu Evrópu, en það er líka sem að verða svona efnaðslega breytingar, þannig að stuttu eftir þetta þá fara vestuferðirnar að koma sem eru kannski raunveruleg lausn eða flóttaleið út úr sko vinnuhjúa mennskunni, geldlífi, vinnuhjúana og eitthvað fleira, þannig að verður svona rót félagslegt rót og svo kannski aðeins seinna þá byrja að verða svona meiri sjóróðrar og sjávarbyggðirnar eru byrjað að verða til, sauðasalan til Bretlands kemur inn sem kemur með peninga inn í sveitirnar og það er eiginlega kveikjan að því að kauffélögin eru stofnuð þannig að það er gríðalegt rót sem er á þessum árum og ég man ekki betur en að þú hefur lýst í þannig að ég allavega er með þessu hugmynd í hausnum með þá að það eins og það væri svona hluti af þessu sem að gerist hjá þessu bræðrum er þessi ótrúlega vakning það að ég geti móta lífið mitt sókn eftir einhverju fróðleik að ég er ekki bara það sem að allir aðri voru á undan mér heldur höfum við einhvern veginn framtíðina í höndunum og getum skapað hana og eitthvað svona sem að þú lýstir hefði verið meðal alþýðu manna á þessu tíma. Heldur betur, ég meina þú manst þetta alveg rétt í raun og veru fjallar menntunarstarfsorg svolítið mikið þetta því að þú spyrðir náttúrulega hvernig stendur á því að svona kallar fátækir bændasinir og ég meina við erum að tala virkilega fátækt fólk sko, ég meina þau foreldrar til nærbuxur til eigna og líka bara það, þú veist þannig sko þeir voru 9 systkinin og það eru 4 bræður sem komast á legg þú veist þetta náttúrulega og þetta í seinni hluta 19. aldar og það vakti náttúrulega athygli mín að bara þessi ótrúlega þrá eftir menntun og þekkingu Nilli bróðir fylgdi manni upp á Kveingrjót hann taldi skrefin þau eru 14.280 skilur þetta er bara skráð í dagbókina hann stekaði 15 kilometra þú veist, þeir mæla upp túnni þeir stækka bílið þeir veita læknum inn í húsið stæðan fyrir að fara að sækja hann í brunakulda eitthvað út á tún skilji, gamla fólki var á móti þessu en þeir gerir þetta í skjóli nætur af því þeir voru bara mennu upplýsingarna þarna er þetta 18. aldar fyrirbæri upplýsingin að settla niður til alþýðunar
Og þannig að það vissulega vakning og það þessi hugmynd í þessari, hvað við segja, þessari fátækt og þessari á vissanhátt svona yfirþyrmandi sorg sem hvíldi yfir eins og mara yfir samfélagunum, þá þessi ofboðslegu frelsistrá, þetta progress og trú og svona sjálfsköpun ég meina, og þeir eru náttúrulega bara að hvetja hvern annan til dáða og ástarbréfin þau fjalla nákvæmlega þetta. Hann alltaf að segja við Guðrún og Heimasætt og Gjögri, við verðum að sækja fram, þú verður að sækja í menntun, mig langar til þess að sækja mig langar til þess að verða smiður, þú veist þannig að þau eru í, það svona, þetta ást en hún skilyrt, við verðum að standa okkur. Og þetta finnur við náttúrulega líka í, sko ég stundum haldi ég fram að hérna sjálfsæfisögurnar sem byrja að streyma út þarna á fyrirhluta 20. aldar. Ég skipti þeim upp í 20. aldar upp í tvennt í menningu vitnisburðarins, það sem bændur stíga fram og segja, ég vil ekki frá neina að segja, en ég ætla samt að segja mína sögu. Ég ætla að segja ykkur hvernig ég stækkaði bílið, stækkaði túnið, ég stóð mína plikt, ég eignaðist mína fjölskyldu, ég skilaði mínu inn í hið nýja líðfrjálsa ríki, skiljiði. Síðan upp á 1980, þegar við förum að muna eftir okkur, þá koma bækur eins og Sigurðar A. Magnússonar, sem sko svona menning tilfinningana, menning játningana, þar sem hún játar á þér alla glæpi heimsins. Þetta tímið 12-spora-prógramana. Þetta þú veist, að það sem verður betra bætað og þessa sjálfsbókmenntir fá allt annan og öðruvísi tón. Það verða miklu skemmtilegri í raun og veru. Þú ert að lesa miklu tilfinningarlíf fólksins og fólk hikar ekkit við að skrifa þannig bækur og við erum ennþá í þessum fasa, bara á einhverjum sterum, að því þetta náttúrulega komið í alla miðla og allstaðar, sko. Þannig að það sem við erum að skilgreina okkur út frá tilfinningunum á meðan að kannski bræðurnir og þeirra samtímamenn voru að skilgreina sig út frá hvað stöðu sinni í heiminum. Og eða bara pólitískri stöðu sinni. En ekki svo mikið innra líf. Nei, eiginlega ekki, sko. Maður vakti náttúrulega athygli mann sem að var að lesa, sko, ég meina það voru gefnar út frá upphafi til 2004, voru gefnar út rétt 1100 sjálfsæfisögur, endurminningarit og samtalsbækur. Og þetta náttúrulega gríðarlega mikið, ég hef lesið mjög mikið af þessu, þannig að ég hef góða tilfinningu fyrir hvað þetta snýst og það náttúrulega mjög gaman að lesa margt af þessum bændadagbókum að því þetta svo þrungið af bæði hornum heimi, þeir eru að bjarga, þetta svona verðmætabjörgun, þetta í einhverjum tilfellum líka játningar, það til slíkar bækur, en þetta langsamlega mest bara hversdagssögur af bara baráttusögur af lífi þessa fólks, hvernig það vann sig upp og í sömu tilfellum þetta náttúrulega líka eins og hann saga ævi minnar, hvers vegna ég var auðnlýsingi, þú veist að þú ert með höndin á Bibi, það náttúrulega sko bók sem sagnfræðingar vildi ekkert hafa með að gera, að því hún var ekki trúverðug, en hún náttúrulega stórkostlegur vitnisburður bara mann sem áttu við geðran vandamál að stríða. Og sömuleyti var þetta að segja að hún var í innrás sjálfsvorkurinnar inn í Íslands samfélag. Já. Hún náttúrulega þrungin af sjálfsvorkun. Já, heldur betur. Sem kannski hefur orðið meiri ráðandi hugmynd síðar. Já. En að því verðum að tala um þetta, munurinn kannski sá að því að það er oft verið talað að við séum búin að lifa mjög svona mikla einstaklishyggju tíma og eiginlega bara sem komin í þrótt með þá leið og einstaklingurinn hann reif sig út úr þorpinu, getur við sagt svona til einföldunar og hugmyndin var svo að hann þyrfti eiginlega slíta sér lausan til þess að fá að blómstra sem einstaklingur, að þorpið eða samfélagi héldi honum niðri. Og þá þetta kannski seinni tíma sögurnar eru sögurnar af einstaklingnum sem að skilgreina sjálfan sig, hvernig hann var til og akkur hann fekk ekki að blómstra eða hvað sem á meðan að hinar eru eiginlega sögur af einstaklingnum inn í samfélaginu, inn í þorpinu, hvernig hann ætlar að breyta þorpinu og samfélaginu til þess að fá að vaksa á meðan að seinni tíma sögurnar eru einstakling án samfélagsins. Já, og þetta bara mjög góð lýsing og í raun veru sko lýsing á þessum tveimur menningar heimum sem ég skiptu upp, þarna menningu vitnisburðar og menning játningana, en sko að því þú nefndir 19. öldin og það sem var að gerast þá, það var náttúrulega mjög margt sem var að gerast
þú nefndir náttúrulega vesturferðirnar og vissulega Sauðasöluna sem var ákveðin forsenda fyrir vesturferðirnar. Það bara fólk fékk, lífsferil fólks var bara þessi, þú fæddist inn í fjölskyldu, ef þú lifðir fyrstu 4-5 árin af, þá hafður þokkarlega líkur á að bara lifa áfram og þú femdist og þá varstu tekin í fullorðinsmannatölu og sem þýtti að þú flestir fóru bara sem vinnu fólk, vinnu hjú og það tímabil varði í 15 ár. Ég meina fátætt fólk, það tók þá 1,5 áratug cirka að safna sér upp til þess að geta stofnað fjölskyldu. Það var bara þú þurftir ákveðin lífsgæði til þess að geta sannfært hreppin það að þú væri færum að sjá þér og þínu farborða. Þannig að giftingaraldurinn rétt 30 hjá hjá körlum, aðeins 28 minn hjá konum á 19. öld. Það náttúrulega mjög áhugaverð spurning svona út frá sögu tilfinningarna sem nú eitt af þessum greinum sem ég hef stúderað svolítið. Hvað gerist á þessu tímabili, svona kynferðislega séð? Ég meina, hvernig fer fólk að við slíkar aðstæður þegar þú færið ekki til kynlífsþörfðinni smalað í raun og veru. Og við veitum náttúrulega líka að sko félagslega kontról var mjög mikið á Íslandi því að lausalegsbötum voru til þess að gera fá. Þannig að og ekki svo langt síðan að fólki var refsað grimmilega fyrir það náttúrulega fór ekkert að milli mála að þú veist, reppurinn, bændurnir sem voru komnir yfir þennan þröskuld og ég meina í langflestum tilfellum voru þetta ekki sko ríkt fólk sem stjórnuðu reppunum, þetta var bara fólk sem hafði þurft að þræla í þessum lífsferli og síðan tekum við sem sagt búskapur, oft hókur og það mátti mjög lítið út að bregða að fólk lendir í alls konar hremmingum bara nefna ganni að ég með þessar sýnisbækur, bókina Jóns Jónssonar Strandamanns sem býr nú á Kirkjubólshreppi, hvorki meira en minna á mörkum mennskunar, viðhorf til förufólks og í sögum og samfélagi. Þetta bók sem kom út hjá okkur í sýnisbókaröðinni, hvernig kom hún? Fyrir nokkuð 2018 og hann einmitt dregur fram sko að ég hef oft verið að tala að flakk hafi verið bannað en í ákveðnum tilfellum voru fjölskyldur sendar í betliferðir til þess að þær var ekki leystar upp skilurðu. Þannig að fólk fjölskyldan fóru bara í sinhver áttina og safnaði bara forða fyrir veturinn til þess að lifa harða árið af í þeim skilningi að það var álitið að vera betra fyrir reppin að leysa fjölskyldunar upp að það reyndi að þrauka áfram. Þannig að það voru náttúrulega mjög mörg ár, 19. öldin óvenjulega þýleiti að hún frekar mild, sérstaklega frá 1820 áfram og þá náttúrulega það og í samanburði það sem hafði gengið á áður sem var hryllilega ár. Já, þau var náttúrulega hryllilega og þar fer mannfjöldin taktu eftir niður í 36.000. Ég meina það náttúrulega bara varla hægt að reka samfélag við slíkar aðstæður. En fólksfjöldin, fólki fjölgar á 19. öld sem þýddi þá líka að fleiri og fleiri urðu fastir í hjúastjettinni. Þeir komist ekki í tölu bænda. Og jável þó að fólk væri að fara upp í heiðar eins og við þekkjum í Bjart í sumarhúsum í vonlausar stöður gátu kannski þraukað í einhver ár en komu svo aftur og voru þá búin að missa eitt árið kom kalt vor og þá féll þetta saman eða þess vegna bara kalt sumar það var alveg og þessi hópur sem situr eftir í hjúastöðinni eða þú hefur stundu talað samfélagssáttmála ég meina fólk skildi þá 19. öld að það endaði yfirleitt upp í stöðu búandi fólks en þegar að þarna komið á 19. öld á seinni hluta 19. aldar þá var bara erfitt að ná í jarðnæði og þá gerist það með sauðasölinni fólk var að vinna og fekk oft borgað í sauðfé
Þannig að þegar að sauðasalinn til Bretlands brestur á upp á 1870, þá fer fólk allt í að fá peninga og þá opnast þessi möguleiki annarkvort fara á sjávarsíðuna, setjast þar að því fiskvegar voru að taka við sér eða flytja til Ameríku. Og það náttúrulega rosalega skemmtilegur tími í Íslandssögunni. Þegar að sko... Þetta rót verður. Í þetta rót og það tekist á sko heilindi fólksins sem að fara. Skilur við, þannig að það náttúrulega agentarnir koma, vilja fá fólk frá agentarnir frá Kanada, bjóða gull og græna skóga, bjóða lönd og hvetja fólk til þess að leggja í hann. Og síðan eru hinir sem eru vilja halda fólkinu heima og það ansi skemmtilega átök sem eiga sér stað í íslensku samfélagi á svona alveg síðustu 2 áratugum 20. aldar og 19. aldar og fram á 20. aldar. Mikil svika brigsl. Já, í einhverjum skilningi má segja það, en svo verður sko vesturheims fararnir. Sviku í fjallkonuna því að það er svo mikið búið að tala fjallkonuna. Já. Nei, svo verða, sko, það nú að finnast að fólki sem lagði í hann, það verður rosalega miklir Íslendingar og það náttúrulega skrifað ríla Íslandssagan þeirra skrifun náttúrulega með ákveðnum hætti, sko, að það dugmesta fólkið, líka sjálfum sig við sko bændurna frá Noregi sem yfirgáfu harðræði konungs og fluttu til Íslands og það sama með sem sagt vesturheimsfarana, þeir þoldu ekki yfirvaldið og hleyptu heimdragun. Mjög merkileg saga aðeins vera aðeins svona kvikna sko svona síðustu 15-20 árum þessi áhuga á vesturheims rannsóknunum sko. Sem við ættum náttúrulega að hafa ég held að við vitna í rannsókn sem Tuvalu heitur hún sem fekk Nobelinn í hagfræði fyrir ætla sig árið 10 ár núna eða 8-10 ár. Já. Og hún hefði verið að rannsaka samfélag sem gengi gegnum einhverja hörmungar, gat verið hungur eða það bara svona efnarslegt áföll að atvinnugreinarnar hverfi eða náttúruhamfarir og það var svo skemmtilegt að hún að rannsaka eiginlega fólki sem að situr eftir og fólki sem að fer og því að Vestmanneyjar eru með í þessu en þá er það alveg öfugt, það fólki sem að kemur tilbaka raunverulega fólki sem að fóru ekki en þeir sem eruðu eftir á fastalandinu eru ígildi þeirra sem að fóru og hún segir að svona gegnum gangandi sé þetta kannski 15% af fólkinu sem að fer ég veit ekki hvort að vesturfærin að ná því en ekki svo langt frá því held ég. Já, það var 20%. 20%, og þá segir hún að þegar hún rannsakar það að þeir sem að fóru að samkvæmt öllum mælingurum sem við höfum að þá hafði það fólk betra. Það var með hærri tekjur, það bjó stærra, börnin fóru frekar í nám og allir mælikvarðar sem við höfum sína það að þeir sem að fóru hafðu það betur. Og þetta eiginlega galli okkar til að skilja, vandi okkar við að skilja samfélag, að því við sjáum bara hérna mælanlegu gildi. En við kunnum ekki að mæla af hverju fór fólkið ekki. Þannig að við kunnum ekki að mæla hinn samfélagslegu gildi sem eru sterkar heldur það því að fólki sem fór ekki það vissi alveg að það myndi hafa það efnahagslega betur eða færi en það voru eitthvað gildi eða eitthvað sem eitthvað gæði sem hafði í samfélaginu sem kaus frekar og hún sagði að því að við kunnum ekki að mæla þetta þá erum við alltaf að taka rangar ákvarðanir í samfélaginu þegar við erum alltaf til í að fórna hinn ómælanlega gildi samfélagsins sem þá þorpið eða eitthvað í frekar en hitt og ég fór að veltaði fyrir mér að því vorum að tala áðan hann þorpið og einstaklingin að einstaklingu var að berjast út af þorpinu að þetta væri hluti af hugmyndinni sem við höfum að sá sem að brýst út og fer að hann stendur sig alltaf betur einhvern veginn átt að við kunnum eiginlega ekki að meta kannski það sem að þessir bændur þínir eru að skrifa Jú, ég meina það ég held að kollega mínir í sagnfræðinni náttúrulega það var bara hluta af alþjóðlegum straumi að þá vildu menn ekkit sko, ég nú með eina bók hérna sem heitir Þættir af sérkennilegu fólki þetta náttúrulega, þú veist, þjóðlegu fróðleikur og menn vildu náttúrulega ekkert af þessu vita en þetta bara stútfullt af efni af alþjóðu fólk
Og þú getur ekki skilið samfélagin að hafa sín inn í þennan. Ég meina þannig bara rosalega tækifæri til þess að skoða, greina fólk frá ýmsum hliðum sko. Bara svo ég tæki hérna sem dæmi þá ungur vísindamaður Marín Árnadóttir. Hún skrifar hér grein sem heitir Einelti og ofbeldi í sögum af sérkennilegu fólki og þetta náttúrulega sko, þetta að beita nútíma hugtökum á flakkara og fólk svona undirmálsfólk sem var lagt í einelti. Þetta var hluti af þáttum úr sérkennilegu fólki og það var náttúrulega bara stöðugt gert grín að þessu fólki. Þú veist, það bara fólk, hún að taka dæma af fólki sem ég man ekki hvort það sko jarmaði alltaf þegar að hitti einn ákveðin mann sko og hann var alltaf rosalega reiður sko og bara allt samfélagi gerði þetta í áratugum saman. Þú veist, þannig að hún að greina okkur að nota þessa sögur sem eru sko í þessum bókaflokki þættir að sérkennu fólki eru grínsögur. Það eru sem stilt upp sem svona skemmtisögur. Nú, ég meina Guðný Hallgrímsdóttir, hún gaf út hérna söguna Guðrúnu Ketilsdóttur sem gekk undir nafninu í heimildum og hjá Páli Eggert í bókaskrá eða handritadeildarinnar gekk undir nafninu Gunna Söða. Þetta stórmerkileg kona og Guðný, þetta fyrsta sjálfsæfis konu sem skráð reyndar eftir henni, ekki nema 4 síður og hún notaði þessa 4 síður til þess að raunverulega afbyggja bara líf þessara konu, kemur í ljós að bara þetta stór merkileg manneskja sem bara barðist á hæl og hnakka að auka vexinn og hún lendi svo í klónum á manni sem hún giftist, sem svíkur hana og rænir hana og svo framvegis. Stórkostlega merkileg saga og hún kom út þessi bók eða svona þessi rannsókn kom út síðan hjá Routledge, þekkta bókaforlagi undir nafninu A Tale of a Fool með spurningamerki og fjallar sem sagt konuna sem fellur í þessa gildru en sko dæmi alþýðu mannesku. Þrönguð í gildruna, ekki? Það bara samfélagið nefnir hann niður og heldur henni á sínum bás með hæðinni og... Já, nei, hún ekki hæð þessi, sko, það bara í síðari tíma. Af því það síðari tíma þegar menn fara að skrá þessa sögu, þá veit það ekki að því hún kjaftfor og hún lætur í sig heyra, hún skráð þegar hún sko áttrætt og manneskja veraldra vön og hún, þú veist, lætur dæluna ganga og þess vegna fær hún þetta nafn, sko, Gunna Söða. Það var bara eins og sísöðandi manneskja en þegar að betur skengst bekki þá kemur í ljós að þetta bara mjög flott manneskja sem bara 18. aldar kona sem náttúrulega mjög þröngur stakkur skorinn en nær samt sem áður ákveðnum atbeina í sínu lífi og bara síðan óheppin og lendir í svona en þú veist var mjög vel metin af sínum húsbændum og var bara á bestu heimilum, var eftirsóttur starfskraftur og svo framvegis. Þannig að þetta svona gott dæmi þetta sem við erum að tala sko að leið úr lækkar flugið, ferði úr háloftunum og horfir yfir samfélögin, lækkar flugið og kemst onni sko sem sagt bara líf þessara einstaklinga og hvernig þeir náðu að lifa lífinu. Þá fáum við allt öðruvísi mynd af einstaklingnum og samfélaginu. Þú ert með BB þarna. Já, en þú kallar þetta sýnisbók íslenskar alþýðumenningar. Já. Af því að þegar þú byrjar, af því að einsaga getur svo sem verið, það getur alþýðan, þú getur alveg takið einsögu Hannesar Hafstein og vilt. Já. Sko, en þú kýst að kalla flokkinn alþýðumenningar. Var hugmyndið svo að þarna væri líka leið til þess að búa til svona hina Íslandssöguna? Já. Hina sögguðu Íslandssöguna. Já. Fólk sem ekki nógu fínt til þess að fá að vera með í Íslandssögu sem að við erum ofta básuna út á hátíðstofum. Já, og ég meina það, sko, ef við svona aðeins setjum þetta í svona historiografist samhengi, hvernig sagnfræðin þróast,
þá náttúrulega sagan fyrst og fremst saga stórmenna eins og verðst að vísi. Það eru stjórnmálamenni, það eru hugsuðunir, það eru fyrirmyndirnar í samfélaginu. Og svolítið mikið gert af því að þeir séu frumkvölar allra breytinga. Já, sem eru öfugt við það þú varst að segja frá bændunum á Ströndum að það hefði maður getað trúað að kannski breytingarna verða til einmitt í vakningu alþýðu fólks. Nákvæmlega. En sko, þessi sagnfræði sko, hún var rosalega vinsæl hjá alþýðinni. Fólk vildi lesa prestana, prelátana, allt fólki sem því var alltaf verið að segja að líta upp til. Þú veist, þetta aldagömmul saga. Það saga hólabiskupa, það eru rektora stólana. Þú veist, þetta eru fyrirmyndir. Já, inngróið bara í okkar menningu. Ég held að þessi brúðkaupi Fígarós sem að alþýðumaðurinn verður í fyrsta skipti snjallimaðurinn en aðalsmaðurinn fíblið. Einmitt. Og svo þekkir bara í sögu langt fram á 20. öldina að þegar einhver var hetja, alþýðumaður, þá kom í ljós síðar í sögunni að hann var launsonur aðalsmanns. Þetta alveg mjög ríkt í okkar kultúr. Algjörlega. En síðan kemur sem sagt félagsagan með stúdentabyltingunni og því öllu, bara út í heimi og þá náttúrulega brjótast inn á sviðið minnihlutahópar, konur, hann skýtti að tala um konur sem minnihlutahópa, en sem setjast á skólabekk. Ég meina, við erum að útskrifa hérna kannski 100-150 manns úr 2-3 skólum, bara fólki sem átt að verða hér alls ráðandi, sko. Þannig að bara með fjölbrautaskólalögunum þá náttúrulega gjörbreytist þetta. Í dag eru 5.000 mann sem útskrifast með stúdentspróf, skilur við. Þannig að þessi hópur kemur inn í háskólan og fer að bara segja, gerir bara uppreist. Við viljum bara okkar sögu og tilverðu það sem við kallum félagsaga, en hún snerist náttúrulega stórum hluta það að taka sögu hópsins, hvað sem eru konur, verkafólk, vinnuhjú, Guðmundur Jónsson sem ég var nú að hlusta á hérna þáttinn sem þú tókst viðtal við hann velferðaríkið, bara sem var útvarpað í gær. Ég var nú að keyra hérna á sveitinni og hérna mjög fínn þáttur og hann skrifaði bréfritgerð sem hét vinnuhjú á 19. öld og þetta er 1982 sem bréfritgerðnas. Hún gefin út hjá Sagnfræðistofnun og þetta var í fyrsta skipti sem fjalla hefði verið þessi 40% landsmanna. Þetta er ótrúlegt og þetta var bara skólastrákur sko, sem var að vinna þessa ríkjað. Þannig að þetta er hluti. Þetta er bara 15 ára áður en að þessi bókaflokkur byrjar. Það er alveg fáránlega tími. Já, ég meina þarna á svipa leiti svona Gísli Gunnarsson að gefa út uppbytbóðu Ísaland, Loftur Guttormsson frábæra bók benskuna og upplýsingaröld. Og síðan kemur Gísli Ágúst Gunnlaugsson með doktorsritgerð 1988 sem hét Family and Household sem er stórkostlegt verk, en hún er mjög tæknileg hins vegar, hún er lýðfræðileg og lýðfræðin er einkenni sko þessara bóka nema Lofts, hann var með svona blandaða tækni ef við getum vonað þannig. Og þarna er aðalega verið að skoða hópana og það er það sem ég var að nefna áðan, þá missum við svolítið lesendunar. Þeir bara ráða ekki við bara eðlilega svona tæknilega útfæslu á þessu. En þetta kemur seinna til okkar heldur en allstaðar annar staðar af 2 ástæðum. Við vorum svo þjóðernisleg á 7. og 8. áratögnum og fram á 9. áratögnum út af hermálinu. Ég meina, það var alltaf verið að kljást hermáli og hvað sem hún varst með því að móti, það voru rökin þjóðernisleg. Og svo náttúrulega landhelgisdeilurnar. Þú veist, það voru allir í einum máli þar, sko. Hvernig við vorum öll í saman. Þannig við höfum ekki rými til þess að vera ólíkir hópar. Þannig að svo saga komst eiginlega ekki í gegn. Við höfum alltaf verið ein. Já, þetta var einingar saga. Þar til að Gísli og á 9. áratögnum þegar ég er að byrja í námi, þá bara opnast alveg bara nýja sín. Ég fer í nám 1985 til Bandaríkjanna og þá sérhæfði mig í félagssögunni. Í þessari sögu. En ég fann strax ákveðin ónot gagvart þessu. Mér fannst ég ekki alveg finna mig í þessari sögu. Og yfirmaður minn er sem sagt leiðbeinandi sem var mjög þekktur og er mjög þekktur sagnfræðingur, Peter Stearns. Hann var svolítið á mínu bandi. Þannig að hann sagði bara takt þú bara þessar persónlegu heimildir, þessar merkilegu íslensku heimildir og notaðu þær. Og hann gaf mér svolítið frítt spil. Og þegar ég kem heim þá hefur straumur taktur tímans náðu svolítið til þess sem ég var að hugsa.
og ég ekki að hæla sjálfum mig fyrir þetta því að ég hafi ekki hugmynd hvað ég var að gera. Þetta bara gerðist, þetta bara með falli Berlínarmúrsins, með postmodernismónum þegar að hóparnir rifjast fram á sviðið og krefjast sinna sögu. Þú sér þetta á 9. áratugnum bara í umræðum kringum hérna helförina eða gúlagið. Þú veist, vestrið eða austrið vildi ekkert af þessu vita af því þetta leit svo illa fyrir þessar hugmyndastefnur á hvoru megin sem hún varst, skilur svo þegar að Berlínarmúrinn fellur þá verða svo rosalega breytingar þá streymir fólk fram og við segja sína sögu hvort sem það lifði af gúlagið eða lifði af helförina og þetta hefur rosalega mikil áhrif inn í síðasta áratug 20. aldar þegar að einsagan fær aftur nýtt líf, má segja og það það sem ég birtist hér á Íslandi einhvern veginn, pikka hana upp og fer að gera hana svona ákveðni leið til þess að nálgast þessar heimildir sem ég vildi gefa út. Þannig að einsæðin í sjálfum sér, það ekkert skilyrðið að gefa út bók hér undir hatti einsögunar, en hún aðferðafræði sem margir sem hafa gefið hér út nýta sér. Getum orðað þannig. En fyrst og fremst þetta náttúrulega bara heimildarritröð, stundum með bara rannsókn. Og þá af svona dóti sem hefur verið til hlýðar við söguna. Nákvæmlega. Og gleymda saga einhver leyti. Þetta gleymda sagan. Og þar leiti heitir þetta alþýðu menningar. Já, það er alþýðu menningar. Manstu það? Akkur þú valdir þetta á? Ég held að þetta hafi nú bara verið þetta náttúrulega þekkt úr erlendis popular culture svona svið sem ég hreifst af Það tengist öðru sem líka mætti segja að því að þú ert að tala hvernig sagan breytist og við höfum svona ákveðna svona þráð í okkar sögu að stundu sagði við sem söguþjóð við höfum auðveldra með að ræða saman í sögum heldur en í svona hugtökum og öðru slíku kannast þetta svona hugmyndir Íslendinga sjálfan sig en það þú nefndir áðan þjóðlegan fróðleik sem var náttúrulega gríðarlega breið og stór bókmenntagrein á Íslandi langt fram eftir síðustu öld en fór svona þóttið vera hallarleg Já, þóttið það. Og sérstaklega með félagssögunni. Ítt í burtu svona bara með harmoníkutónlist út í horn. En náttúrulega svo inngróin í bara íslenska þjóðarsál að hún brýst fram og þú sér það bara þegar rithöfundar fara að eldast að þá faraði meira og minna að skrifa þjóðlegan fróðleik. Ég held að Einar Már Guðmundsson má segja það að hann sé að glíma við þetta, Einar Kárason, jafnvel Pétur Gunnarsson sem að reyna að breyka þetta enn frekar með því að taka eiginlega svona sína eigin svona sín á heiminn inn í það Pétur nefnilega áhugaverður bara ef maður grípa hans fram yfir að Pétur áhugaverðar þýleiti mér hefur alltaf fundist hann svolítið skemmtilegur í þessu sambandi að hann var náttúrulega niður í handritadeild árum saman, bara grúska í skjölum þannig að í staðin fyrir þegar margir rithöfundar sem voru að skrifa sögulega skáldsögur fóru bara í næsta yfirlitsrit og steyptu síðan sögunni inn í það form raunverulega, þá Pétur dansandi í fortíðinni og hann gerir eins og bækurnar var litið 3 bækur sem hétu Sagan Íslandi eitthvað þess að þar vélar tímans og eitthvað Svo ég veit ekki alveg hvort að þetta sé kláraðu bókaflokkur eða ekki Ég vona nefnilega að ég var alltaf að vonast þess að hann héldi áfram með þetta vegna þess að þetta voru miklar uppbólsbækur hjá mér vegna þess að mér fannst hann nálgast fortíðina á svo rosalega frjóan hátt en auðvitað, ég meina við erum með Halldór Laxness og við erum sem náttúrulega á kafi í frumhöfundum sem á kafi í frumhöfundum og djarftækur til þeirra Já, algjörlega. En eitt sem ég gleymd að svara einu atriði sem kom hérna fyrir 20 myndum hjá þér hvort að fólk þú spurðir í samband við sorgina hvort að fólk hefði fundið útrás fyrir sorgina og það náttúrulega eitt af því sem að vekur athygli manns að kveðskapurinn ljóðformið það verður bara lausavísurnar það eru til allt milli heimis og jarðar Það eru aríurnar okkar sem innra tal út í heiminn sérstaklega sem konur kyrjuðu og Halldór Laxness það fjallaði þetta með þetta í hug vegna þess að ég nefndi hann hann fjallar konuna sem gátu þöluð upp heilu borgana af ljóðum og meðal annars til þess að sefa sorgi sína á meðan það bara gengur til sína verka skilur
Þannig að það hluti af þessari tengingu við menntunina sko, að tilenga sér efni til þess að geta tekist á við erfiða tíma. Það gerði það í gegnum menntun og þetta óvenjulegt í Íslandi, sko, hér á Íslandi óvenjulegt í erlendu samhengi. Þegar ég að flytja fyrirlestur þetta í útlöndum, þá fólk verður svolítið hissa, sko, að því við erum að tala mjög fátækt samfélag, með infrastruktúr, það var engin vegir, enga brýr. Þú veist, þetta var, og bátanir náttúrulega bara einhverja skektur, sko. Þannig að þetta er ansi... Það byrju, hvort það? Ef þú segja þessi sérstætt hvað var mikil, hvað við segja, menning á Íslandi, þrátt fyrir að væri ekki sýnileg neitt, að við ættum engir stórmannvirki eða enga hámenningu eða neitt, að þá var þessi menning þarna. Já. Er það vegna þess að það var sérstætt í Ísland eða er það vegna þess að þegar við höfum allt hátimbraða með, þá sjáum við ekki hitt sko, að það hefði bara líka verið þar? Jú, það er alveg rétt. Og það er kannski meira þá í munnlegri geymd sko. Það er vel verið skrifað mjög flotta bækur einmitt það sko. Eugene Genovese náttúrulega skrifaði alveg frábæra bók sem sósíalisti og var mjög þekktur bandaríkjamaður, skrifaði bók sem heitir Jordan Roll og fjallaði eiginlega sko svona neðan í jarðar menningu blökkumanna þræla í Bandaríkjanum og hvernig þeir náðu að þrauka þorran á góuna og það er alveg stórkostlegt verk og það var annar Eugene Weber sem skrifaði Peasants into Frenchmen og fjallar einmitt svona, þú veist, baðstofu menningu í Frakklandi og hvernig hún þróaðist, það er alveg frábær bók og svona í samhengi við þetta sem ég að tala sko, það er alveg svona þorpsmenningin franska til dæmis, eða bara evróska hún á sér náttúrulega mjög flottar sko svona alþýðu menningar hliðar sem hefur verið heilmikið fjallað sko. En hún er ekki svona mikið í ritmálinu ekki eins mikið í ritmálinu eins og íslensk alþýðumenning, en við höfum raunverulega aðgengið alþýðumenningu umfram flesta aðra. Já, þú veist ekki, Davíð Ólafsson vinur minn og meðritstjóri í þessari ritröð, hann náttúrulega skrifaði doktorsritgerð Sighvat Grímsson Borgfirðing ég meina þetta sem við köllum berfættu sagnfræðingarna þessi sára fátæku kallar sem sátu daglangt og árlangt og skrifuðu upp undir sér ekki hvíldar. Sighvatur hélt dagbók í 67 ár hann skrifaði prestaævir alla presta frá landnámi til 1900 sem náttúrulega grunnurinn undir allar ættfræðirannsóknir á Íslandi. Ég meina þetta var 9 barna faðir, sár fátækur maður á á Vestfjörðum en ótrúlega elja og svona náttúrulega engin skólaganga bara tilenga sér, hann fer til Gísla Konráðssonar í Flatey, sest við fótskur hans, stundar róðara og lærir á honum og síðan bara byrjar hann að framleiða. Þetta er svona það sem við getum kallað prentismiðja fólksins og ég náttúrulega hef verið að Halldór og Níels hlutað þessu Magnús H. Magnússon Skáldu á þröm það var bók nr. 2 í þessum bókaflokki sem náttúrulega alveg stórkostlegt verk ég átti eftir að skrifa svo bók sem kom út hjá Routledge Magnús sem heitir Emotional Experience and Microhistory og fjallar svona tilfinningar Magnúsar sem voru merkilegar, ég meina hann náttúrulega dæmdur fyrir nauðgun situr í fangelsi heldur dagbók, þetta er eiginlega eina dagbók fanga á, allavega langt fram á 20. öldina sko og ótrúlegu sena sko í raun að veru og ótrúleg sýn inn í þetta samfélag sem við erum að fá í gegnum þessa karla, þessa kettlingar sem dagbók Elku, ég meina þetta er stórkostlegt verk fátæka verkakonu á fyrstu árum síðustu aldar. Já, dagbókin frá 1915 til 23 og þetta er svo stórkostleg lesning og hún er svo ótrúlega snjöll og hún á fundum hins íslenska bókmenntafélag og eina konan sem heitir, þú veist, bara lýsingar að þegar hún lítur út gluggan í Tjarnargötinu og sér flugvél á sveimi. Ég meina bara, þetta er óborganlega lýsing og fyrir utan bara allt annað Ég meina hún fer í krabbameinsskurð á Landakoti hún lýsir brunanum 1915 ég meina hún bara þarna á þessum stað hún ættu og Þingvallasveit hún bræður, þú veist þau halda hópinn, hún heldur hópinn með verkakonum, hún stofnar hún situr í fyrstu stjórn verkakvennafélagsins Framsóknar
ég meina þetta bara þetta á að vera skildulesning í raun og veru bara í skólum finnst mér sko og hún svo ótrúlega vel máli farin. Þetta fólk sem þetta lýsa að það að leita sögunni og þá það, gætum við sagt að það sé næstu eins og svona frumþörf hjá mannskepnunni, þótt að þú sett sagnfræðingur og prófessor í því og vinni við þetta, að þá það bara frumþörf hjá okkur að finna inn í líf okkar eitthvað samingi, að því að við lifum innan sögunar og ef við höfum enga sögu að þá við eiginlega í tilgangsleysi, þannig að fólk alltaf að leita sögunni og svo þetta náttúrulega, þekkjum við bara glímun söguna og yfirráði við sögunni og eitthvað fleira. Stundum finnst manni að svona tíma sem við lifum núna séu svona hálf sögulausir. Það ekki, mér finnst það. Það lítið vísað í söguna og við erum með alls konar mál og það sem verið að leika sér á því að sko sagan kynnt sem styttri en hún Við getum nefnt bara Gaza sem hefur verið haldaði fram að hafi byrjað í október sú saga, en náttúrulega miklu lengri eins og við getum nefnt Úkraínu líka og alls konar hluti það sem eiginlega sífellt minna vísað eiginlega til svona lengri sögu og maður svona eiginlega skal bara segja það, stundum finnst mér að það bara óvanlegt að sé kannski bara stjórnmálastéttin í Vestur-Evrópu sé bara ekki með nógu djúpan skilning á sögunni og manni verður hálfræddur við það sé. Heyrðu Gunnar, þú veist, ég var með fyrirlestraröð í síðasta haust, 12 fyrirlestra þann gjörning að leggja borgarskjalasafni niður. Þú veist, og héraðsskjalasafn Kópavogs. Þú veist með stjórnmálamenn sem ber ekki skinnbráð á mikilvægi skjalasafna. Þú veist, ég var í rannsóknarleyfi 2023. Ég hitti fólk út allan heim og þetta brann svo sko sterkt á mér að ég var að segja þessu sögu og fólk var bara flemdri slegið. Því að það fólkið hugsaði fyrsta lagi býtu Ísland, þetta menningarland og svo býtu ef þetta getur gerst á Íslandi þá getur gerst hjá mér líka þú veist, við erum eina höfuborgin sem verið að leggja niður sko skjalasafnið því að þetta náttúrulega lýðræðisstofnun fyrst og fremst þetta menningarstofnun, þetta mikilvægstofnun fyrir sagnfræðina, fyrir að skilja fortíðina, skilja söguna en þetta ekki síst lýðræðisstofnun. Þá segir ráðafólk Sigurður, það má vel vera að við vorum að snuta að hafa þetta en við þurfum að forgangsraða og það er bara peningar sem færi þetta, sagan, hún voðalega mikilvæg hún bara ekki nógu mikilvæg að því að við verðum að frekar að setja brú út í Kópavog eða hvað sem ákvað að gera frekar og þá það sem kemur að því sem ég var eiginlega að segja að bara saga sé ekki eins hátt metin núna eins og hún var bara ekki fyrir svo lengur síðan. Nei, og ég held að ég bara get tekið undir þetta með þér, sko. Það því miður það og ég meina, ég hafði trú á Degi B. Eggersinni sem bara manni sem bæri skinnbráð þetta. En það hann sem leggur þetta niður og þetta í skjóli nætur, sko. Þetta bara keyrt í gegn á með tíma og vísaði alltaf í eitthvað endurskona fyrirtæki sem bara vissi ekki rassabala hvað væri að gerast á svona safni og skrifaði náttúrulega fáránlega skýrslu sem var náttúrulega menn bara tættu í sundur, skipti engu máli. Og það sama gerist í Kópavogi. Og við erum náttúrulega, vísindamennir, við erum skítrættir að þetta bara verði bylgja sem fara á stað allt land. Þetta endi allt saman inn á þjóðskjalasafni. Fínt safn og ekkert nema gott það að segja en þetta er bara allt öðruvísi nálgun þar heldur en í héraðsskjalasafnunum. Það samræðan við nærsamfélagið, við fólkið sem skrifar dagbækur. Ég meina ég á 77. bók í minni dagbók. Ég búin að vera að halda dagbók frá því að þessi ritröð byrjaði, skilurðu. Og ég bara að skrifa bara mitt líf og mínar hugmyndir og hvernig það þróast og svo framvegis, sko. Fyrir einhvern sagnfræðing 2083. Já, hugsanlega, sko, en aðalega bara fyrir sjálfa mig í bara því þetta eins og þú varst að lýsa, því ég meina við höfum við skynjum að við þurfum að vinna úr fortíðinni, úr tímanum okkar, hver sem hann og það kannski vandi nútímans að við gefum okkur ekki tíma til þess. Hraðin mikill. Þess erum við alltaf á árinu 0 einhvern veginn.
Já, það er svolítið málið og svo náttúrulega ertu bara komin í þá stöðu í dag að það er bara verið að snúa út úr öllum, það er alveg, þú getur ekkert sagt á þess að komi einhverju 10 manns og snúa út úr því og bara halda fram einhverju dellu, menn ég fylgist með bandarískri pólitíki mjög mikið og er að hlusta á Biden og Trump, ég meina, þetta er bara því líkt steypa, meira meina umræðan, það er bara ekki hægt að halda upp í lýðræðislega umræðu, af því það bara, þú spurðu spurningar og þú verður bara að tala eitthvað allt annað, sko. Að þú vilt ekki svara spurningunni sem er svo neyðarleg fyrir þinn frambjóðanda, skilur við? En talandi pólitíkina, þá finnst mér náttúrulega Bandaríkina, þá er náttúrulega verið að glíma við svona efnisyfirlit úr einhverju stórsögu hverju þróun bara Make America Great Again er náttúrulega sagfræðileg það er svona hugmyndum að við vorum stórkostleg og svo afvega leitust við og við munum finna aftur leiðina ef við eltum þennan Móse yfir Rauðahafið, einhvern veginn svona hugmynd. Pútín er með svona sögur, sumleiti finnst mér evrópski stjórnmálamenn líka tala eitthvað svona hugmyndum Evrópu og evrópskildi og meðstöðurilega meira hér í forsetakosningunum allir tala nokkar gildi sem ég man ekkert eftir fyrir svona 30 árum. Nei og ég sko þannig að það sem ég er að segja að þegar sagan er hætt að vera svona gjöful þá erum við kannski alltaf að glíma við eitthvað svona skurn af svona allra stærstu sögunni sem eru fáránlegar einfaldanir og kannski bara skaðlegar. Sko ég held að kannski er að megi líka bara, nú er ég bara að hugsa upp átt sko að ég held að megi kannski segja að þessi þróun sem ég var að lýsa hérna og upphefja að hún hefur líka orðið til þess að það er engin bein lína til. Við erum ekki með eina sín á fortíðina. Þú getur komist upp með að segja allan anskotan liðna tíð. Þú veist og postmóderníst. Já, svona þannig sko, ef þú vilt kenna það við það sko. Ég meina, við vorum með ríkisstjórn hérna frá 91 til 2004 eða hvað það var. Nei, 2007. Já, 2007. Ég meina, þegar að Evrópusambandsumræðan var, þá náttúrulega var ríkisstjórn Davíðs Oddssonar, þeir voru á móti þessu. Hvað gera þeir? Þeir taka Landsbókasafnið, fallegustu bygging á Íslandi og búa til raunverulega þjóðmenningarhús. Þeir leiða öll skólabörn að stjórnarskránni sem er höfð í öndvegi til þess að sýna bara hvað þjóðin er dýrmætt fyrirbæri. Skilur, það er bara, og þannig eru bara flinkir menn að verki. Þannig eru bara menni eins og Björn Bjarnason sem bara hugsaður fortíðina og veit sínu viti. Hann er sómsteinn, ég meina, hann er menntaður sagnfræðingur. Þetta er bara fólk sem veit sínu viti og þú sér þetta í Bandaríkjunum líka. Að Donald Trump er bara eins og 6 ára barn, sko. En ráðgjafarnir eru, sprenglarðir og eldklárir og eru flinkir við að lesa inn í alls konar, skoðanakannanir, hvað fólki vill og hvað má segja og hvernig á að ná eyrum fólks. Ég var út í Bandaríkjunum þegar að Trump sigraði Hillary og það var, hann var ekki að eyða neinu í kosningabarátuna, því hann var alltaf í fréttum. Að því hann bara gekk alltaf fram að fólki og það var bara, hann þurfti ekkit annað, sko. Þannig að þetta er skrýtni tímar að þessu leiti að menn eru á vissan hátt að lesa inn í þessa sögu sem við höfum verið að ræða hérna, bara hvernig hugmyndir okkar fortíðina hefur kvarnast upp sem betur fer en það er líka gefið færi á að misnóta hana. Þannig og ég veit ekki alveg hvernig á að rétta þann kúrs. Þannig að þegar það er engin saga, engin rétt saga þá getur við allt verið rétt sem ég held fram. Já, einmitt. Herðu, en þegar við erum að tala þetta merkilega bókaflokk og kannski gerum við bara meira af þessu, þetta er náttúrulega endalaust efni þarna og þarna með Elku þarna fremst og við getum búið til samtal bara hana og hvað fólk til að skoða. En þessi Bibi í Berlín að það var verið að koma út efni hana hjá erlendu bóka. Já. Og ég segja örstu sögur hennar. Frá Bibi. Já, sko, þetta er náttúrulega, ég veit ekki að þetta er náttúrulega, þessi saga er einhver megin, sko, kannski draumur allra sagfræðinga að fá svona efni upp í hendurnar. Af því að þessi litla saga, hún lýsir upp náttúrulega bara 20. öldina eins og hún leggur sig. Sensat, í stuttumáli, þá er Bibi, sensat, hún fæddist á kotbílinu Berlín, rétt fyrir utan Hofsós og þetta kotbíli, þetta er 15 fermetra gólflötur til að byrja með og hann stækka nú eitthvað pínulítið og þetta er fjölskylda, 4 manna fjölskylda
Bibi fættist Bjargey Kristjánsdóttir, kölluð Bibi, og fæðist 1927 og mjög fljótlega eftir fæðinguna, kannski á öðru árið eitthvað svoleiðis, þá komast læknar í nágrenninu í sveitinni að því að Bibi, og því að þú afsakar orðbræðið, þetta nú bara hinn tæknilega hugtak sem var notað þá, að Bibi væri fáviti. Og það þýddi náttúrulega að, ég meina, samkvæmt hugmyndafræði tímans, þá var nánast bara þetta fólk hættulegt, alltaf fólk einhverjum skilningi var sett til hliðar og Bibi, hún henni haldið mikið til hlés inn á þessu litla heimili, og ef það komu gestir þá átti Bibi stað bak við eldavélina. Hún eignast bróður einhverjum 9 árum síðar eftir að hún fæðist, og hann gekk undir nafninu Litli prinsinn hjá henni, og hann sem upphafinn sem þú veist, snjall og skemmtilegur og allt það, sko, meðan henni haldið, og hún finnur þetta alls saman, sko. Og þegar hún 30, hún sko sem gengur ekki í skóla með jafnöldrun sínum, hún fær ekki að fermast með sínum aldursflokki, fermist eða sér, og mjög sorgleg lýsing til að því, og þegar hún 30 þá sem sagt deyr fellur móðurina frá, óvænt, og þá eru góður á dýr, hvað á að gera við Bibi, og pappina sem var nú svona svolítið við myndum skýra hann sem svona hálfgerðan fant, sko, hann var skapstykkur og gat verið Bibi mjög erfiður. Hann hann telur sig ekki geta haft hana, og móður systur þeirra leggja á ráðin að komin á Kópavogshælið, sem þá hafi verið stofnað 1952, þetta 1957 sem þetta gerist. Og Bibi segir, og það haft eftir henni, að hún sé ekki fáviti og allar ekki inn á neitt fávitahæli. Hún hafi komist að því að þetta væri fávitahæli, eins og norða. Og það endar á því að hún flutt, sett upp í bíl og keyrð til Blönduóss og sett þar inn á elliheimili, 30. Og sem sagt úr þessu pínulitla húsi, þá hún sett upp á 4. hæð á elliheimili og alltaf með herbyggisfélaga sem cirka 50 árum eldri en hún, og þeir deyja náttúrulega bara hver á öðrum, og Bibi náttúrulega gríðarlega þunglynd og á við, ég myndi segja þunglynd að stríða þannig að síðir eftir tæp 20 ár þá starfsstúlka á heimilinu sem hvetur hann til þess að tjekka sig út af heimilinu, það er ekki margir gert það æðuna, og hún endar á því að flytja inn í þorpið, inn í Blönduóss, og í skjóli þessara starfskonu, Imba góð eins og hún kallaði hana, og dvelur þar í kjallara í herbyggi þar sem hún fekk til afnota og aðganga eldhúsi og þess að þar í nokkur ár, og síðan kaupaði lítið hús, og Bibi deyr 1999, og þá kemur í ljós handrit upp á 145.000 orð, sjálfsæfisaga Bibiar, og sem hún hafði haldið raunverulega leyndu þessu handriti, og fáir vissur raunverulega hún gæti lesið að skrifað. Og hún hafði beðið sveitunga sinn Harald nokkurn Jóhannsson, sem var nú þekktur maður í bænum, svona í homma samfélaginu, var rak ferðaskrifstofuna Framandi. Hann hafði samband við Þorvald Kristinsson, hann mætamann, sem þá var að vinna hjá Jóhanni Páli í JPVF, og vildi aðtöku hvort hann væri til, og þetta 1987 held ég að verið, sem hann skrifar handritu upp, leiðréttir ýmislegt og lagar það svolítið til, og vil fá Þorvald til þess að gefa þetta út, og Þorvaldur, hann bara þekkti sitt heima fólk, sagði þetta áhuga, hann áttaði sig á þetta væri áhugavert handrit, en það væri bara ekki tækifæri til þess að gefa þetta út. Og árin líða, og hann hugsar alltaf reglulega til handritsins, og skellir sér síðan í fötlunarfræði nám, og hittir þar Guðrúnu Valgerði Stefánsdóttur, sem núna prófessor í fötlunarfræði, var þá nemandi í doktorsnámi í fötlunarfræði, og þeim verður vel til vina, og hann endar á því að afhenda henni þetta handrit, og ég var í doktorsnefndu Valgerðar á sínum tíma,
og kynntist hennar stórkostlegur rannsóknum lífssögur fallara kvenna og sem var bara, ég bara hafði gríðarlega mikil áhrif á bara mig og mína bara hugsun sagnfræði og fortíðina og við vorum saman í verkefni sem hét Fötlun fyrir tíma fötlunar og þar var Sólveig Ólafsdóttir, sagnfræðingur, hún var doktorsnemi í þessu verkefni og við vorum svona henni innanhandar, við vorum öll 3 í svona teimi og hún kemur með þetta handrit, nefnir þetta handrit við mig og ég segi bara strax, þetta verðum við að gefa út og þetta verður bara að fara inn í sýnisbókaröðina og hún tekur því strax vel og við setjumst niður, þetta var mjög eftirminnileg stund að við setjumst niður á skrifstofu minni og förum að ræða, við vorum þá búin að lesa handritið og bara ég sá strax fyrir mig þetta er ótrúleg tækifæri til þess að skoða 20. ölduna í allt öðru ljósi þú veist, framfara sagan þú veist, þessi endalausi framfara röfl 20. ölduna hún bara kolna niður í lífi Bíbjar og við erum einhvern veginn að velta fyrir okkur hvernig eigum að gefa bókin út því að meina, textin er óvenjulegur og stafsendingin er óvenjuleg mjög læsileg í alla staði og bara á einhverjum tímapunkti þá kasta ég bókinu frá mér og segir, heyrðu, við verðum bara að sækja, við verðum að bara rannsaka líf þessara konu. Og við sækjum í rannsóknarsjóður Annís og fáum 3 ára verkefnastyrk við 3. Og við hefjumst handa, ráðum 2 emanema, Helenu Gunnarsdóttir sem var í fötlunarfræði, undir handa Jaðri Guðrúnar, svo Guðlaug Dröfn Gunnarsdóttir sem var í safnafræði ég kem að því eftir smá akkur hún var ráðin og svo aftur Atli Kristinsson sem var sagnfræðingur og þetta fólk rannsakaði svona ákveðna kema í sögu Bíbjar og svo vorum við bara á kafi við förum mjög fljótlega í rannsóknarferð og til í Skagafjörð og hittum þar frænda Bíbjar sem var nú einhvern 20 árum yngri en hún og hann svona var nú ekki rosalega hrifinn af þessari útgáfu, bókin var þá komin út sko og og svona hafði nú ekki mjög mikla trú á Bíbí, fannst hún vera bara, þú veist, hafi kannski bara keypt þessa sögu að hún væri fáiði og af svona rælni þá spyr ég hvað verðum Reitur Bíbjar eftir hún dó 1999 og hann segi við frændur, ég og bróðurinn við fórum og sóttum þetta og þetta er núna í húsi móður minnar við hliðina á, ég hef ekki kynnt það í 15 ár þannig að það er örugglega í slæmi ásigkomulagi og við fengum leyfi til að skoða þá kemur í ljós 10 kassar og þetta eru bókakassar Bíbí safnaði bókum og það var alltaf verið að segja henni á hælinu að losa sig við bækurnar því hún var ekki læs en Bíbís, það var svona ímyndi margra að það einhverju bóksölumenn hefðu prangað þessi inn á sig og hún vildi sýnast að hún væri meira heldur hún var en við náttúrulega sáum strax að þarna hefði alla bækurnar verið lesnar síðasti kassin hann var fullur af stílabókum 50 stílabækur og við transformum þetta út á tún og Sólveig kallast strax þetta eru dagbækurnar hennar og við náttúrulega vissum ekkert að þær voru til og við fáum leyfi frá þessum ættingja til þess að taka bækurnar og fara með þær suður og við fengum bara svartan poka sem við bundum lifa að ferðina til Reykjavíkur að því það var náttúrulega þannig lyktina en var þannig eftir að vera í rökuhúsinu og heituðu og svo þegar við förum að skoða þá kemur í ljós að ein bókin upp á 100 síður er sem sagt annáll fyrstu 10 árana á hælinu í bundnum máli. Í bundnum máli? Já, 480 kvæði og þetta seldi hún til vinkonu sinna sem var sem sagt eiginkona Páls Kolka, Björg, eiginkona Páls Kolka sem var mikið vinkonu hennar og hélt svolítið utanum hennar, þau stoppuðu stutt, þau voru bara þau yfirgáfu Blönduós eftir þegar Bíbí var búin að vera á hælunni í 3 ár. En það sem Bíbí gerði, henni náttúrulega leittist alveg óskaplega. Það sem hún gerir, hún klæddi sig upp á mótnana eftir morgunmatinn og gekk staðinn. Og við heldum borgarafund á Blönduósi, hittum þar fólk og óskuðum eftir að hitta fólk sem þekkti Bíbí og ein konan summeraði raunverulega
reynslu margra og sagði já, við þekktum öll Bibi en það talaði engin við hana og þetta var náttúrulega rosalega sorglegt sorgleg yfirlýsing en Bibi sem sagt komin einhver inn í land einhverja 5 kilometrar þar kemur hún að sandgrifju og hún segir þetta verður mitt land og hún byrjar og einhver 25-30 ár byggir hún upp aldingarð bara á hverju voru byrjar hún að viða þessi plöntum og býr til fallegan skrúðgarð og fær vinnu til verðlauna þarna 1991 held ég að það hafi verið af frá Blönduósbæ viðurkenningu fyrir bara þennan fallega reit og hún gerði meira, hún safnaði dúkkum og það fór óskaplega í taugarnar á fólki á hælinu, hún alltaf að segja frá því að fólk sé að reyna að koma þú veist, að koma þessum dúkkudóti að því hún sé fullorðið manneskja, hún ekki að leika börn, leiki sér bara með dúkkur. Hún safnaði 140 dúkkum og það sem meira við fundum út að þær enduðu í Þjóðminjasafni Íslands og það veit enginn hvernig það gerðist. Að því þú bankar ekkert upp hjá Þjóðminjasafninu og viljið taka dótið mitt hérna sem ég er búin að safna. En þetta endaði þar og fór það bara onni í geymslur og við dróum þetta upp og það er það sem safnfræðingurinn kom og rannsakaði dúkkusafnið og þar hún skilaði, hún klæddi dúkkurnar upp í sunnundagsfötin sín sem hún hafði saumað setti síðan nældi miða á brjósti þar sem hún listi þess að nafni dúkkunar hver hafði gefið eða hvort hún hafði keypt það og hvar hún hafði keypt það og jafnvel svona karakterlýsingar á þeim þannig að þetta er stórkostlega merkileg heimild þessi kona sem var náttúrulega einangruð meira minna alla sína ævi hún bara tekur, þetta var bara fjölskyldar hennar 140 dúkkur þannig að við vorum einhvern megin rannsókn okkar fjallar svolítið þetta og hvaða samræðu þetta líf við 20. öldina á Íslandi og hvernig stendur á því að fötluð kona eins og Bibi, hún var með skjaldkirtilssjúkdóm sem í dag því sem næst óþekktur því að það bara öll smábörn að tekin blóðpröfu úr hælnum að þeim og ef þau eru með þannig einkenni þá bara fá þau meðul og það verður ekkert að þessum sjúkdómi sko. En þetta uppgötast ekki fyrir en Bibi, hún lendir í einhverju veikindum og flýgur til Reykjavíkur og þar fær hún greiningu raunverulega hvað er aðeins og þá líður henni miklu betur, hún hafði verið með hægðatrægðu eila allar sín ævi, alltaf verið að þröngana til þess að borða mat sem hún bara hafði enga list á og svona ýmislegt, en hún var mjög lágvaxin, hún var með svolítið svona óslétta húð sem allt einkenni þessara veikinda en sko það var greindaskortur líka eitt af einkennunum en það alveg greinilegt að hún hefur verið með sko væg einkenni því að þetta var bara flugvelgefin kona og textin alveg sko hann algjörlega briljant sko. Og sérstakur. Já, hann náttúrulega bara ofboðsleg írónía hún náttúrulega ekki miklum félagslegum samskiptum. Nei, en hún hún að lesa rómana hún var að lesa bækur alls konar tæki bíla og skip og þess að og svo náttúrulega garðyrkju. Þetta var áhugamálið hennar sko. Þannig að hérna En af hverju hélt hún í leyndu að hún gæti lesið og skrifað? Já, bara fólk trúði henni ekki sko. Ég held hún hafi ekkert haldið í leyndu sem var bara, þú veist, fólk bara hafði ekki trú að því hún væri fáviti sko. Að hún gæti, en hún hélt þessu leyndu skrifunum sko. Það var æsku vinkonina sem hún en dómur samfélagsins hver hún var svo sterkur já, hún kom ekki einu sinni í gegn að hún gæti lesið. Nei, og það var náttúrulega einhverju sem vissu það eins og vinkonina, æsku vinkonina sem sko eiginlega foreldrarnir kom í veg fyrir það umgengus hver aðra hún var af næsta bæ og það missa eiginlega samband í áratugi sko komast aftur sem sagt á fullorðins árum í samband og Alda sem bjó þá í Keflavík og var systir sem sagt Haraldar sem tók við handritinu en það var talsett vinna sko að því Haraldur hafði fundrað þessi mikið í handritinu hann vildi, þú veist, það var svona hún sko eins og einhver sagði sko ég meina Bibi, hún hlustaði það talaði ekki við hana en hún hlustaði og skrifaði allt niður þannig að hún var með alls konar sögur skilur sem fólki fannst ekki rosalega notalegt að heyra sko. Þannig að hann svona snirti það til og það var svona svolítið mikið vinna að fara í gegnum það og að því að hann hafði sko skilað inn frumritinu inn á handritasafnið nokkrum árum áður en við komumst í þetta
Þannig að það var svolítið mikið vinna að bera þetta tvennt saman og, þú veist, og vinna þannig með handritið. En bókin fékk heilmikla athygli og í raun og veru, hún smell passar inn í hugmyndafræði þessara ritraðar. Að lyfta upp manneski sem bara, þú veist, hannilega ekki til. Það algjört núll og nix. Já, algjört núll og nix, en bara, þú veist, ég meina það hefur komið að máli við okkur rithöfundar, leikritaskáld, þú veist, kvikmyndagerða fólk sem vil gera eitthvað með þessu sögu. Og við erum búin að flytja náttúrulega fyrirlestra út alla koppa grundir allan heim í raun og veru og við þrjú sko og við erum höfundar að þessari bók, við unnum það saman og svona skiptum með okkur liði en bara ofsalega skemmtileg vinna og náttúrulega eitthvað sem sko við einhver megin. Já, þetta var, ég get nett því sem dæma, ég var á Ítalíu núna í maí á ráðstefnu og í Genova og líf sem ekki til, hún hét það sko, líf sem ekki til og ég bara í miðjum fyrirlestur þegar ég beigi af og að segja frá lífi hennar og átti raunverulega bara í mjög erfitt með að komast í gegnum fyrirlesturinn. Og vinur minn Davíð Ólafsson sem var á þessari sömu ráðstefnu, hann var nú vitni af þessu og sagði að sko, menn hafði mátt að sjá þetta tröll þarna í pontu sko, 2 metra mannin, þú veist, bara berjast við grátinn sko, og það hefði mátt heyra saumnál detta og sko ekki fögnuðurinn, hann hefði aldrei heyrt jafn mikið fögnuð í akademísku fyrirlestri þegar hann lagaði að við fólk var bara svo fegin að ég skildi ná í gegnum hann sko. Já, en tilfelli var sko að ég fór að hugsa þetta því ég hafði fjallað hana náttúrulega bara í gegnum áriðin sko og við öll að sko þarna að við vorum að senda frá okkur handritið þarna í febrúar í lok febrúar að var bara búin að vera svo mikið á kafi í verkefninu og bara tekur þetta svolítið inn á sig þessa sögu, hún er bara þannig gerð sko, að þegar að ég loksins fer að fjallum hana þarna í maí þá bara einhvern veginn brustu alla varnir sko þannig að En það er hluti af því að skoða einsögu, þá ertu náttúrulega að skoða út úr einni mannesku og manneskunni fylgir. Já, tekur þetta inn á því náttúrulega þessar raunir í raun og veru sko. Það er náttúrulega alveg, en náttúrulega alveg stórkostleg, ég veit ekki hvað ég á að segja, þú veist, þetta er afhjúpun læknavísindana sem við upphefjum náttúrulega á góðum stundum og auðvitað gera mikið gagn en guð með góður sko, það er casualties of war það er fólk sem liggur eftir í valnum sko og Bíbí var sannarlega einn af þeim sko Sigurður Gylfi, takk fyrir að koma hingað og segja sögur og ræða sögu ég var nú svona að segja að þetta væri náttúrulega fjársjóður þessi ritröð og kannski dundaði mig við það í sumar að ná einhverjum af þessum sögum í gegnum spjall. Já, endilega bara, þú veist. Þannig þetta er ekki endanleg útgáfa. Nei. Þegar sagan lifir, þá lifir hún líka í samtölum á milli fólks. Já, heldur betur. Og Bíbí, bókina Bíbí sem kemur út hjá Routledge núna í ágúst í opnum aðgangi. Það er mikið að það komið fram, þannig að hún mun ekki kosta neitt, sko. Þannig að fólk hefur aðganga þeirri sögu sko, hún er svona, hvað ég segja, svona svolítið fyllri umfjöllun heldur en er í þessari bók sko. Þannig að þú hóar í mig, ég kem hlaupandi eða einhver af þessum höfundum nóga þeim. Heldur það, kæra það gerir. Já, þetta eru lokin á Rauðaborðinu í kvöld, ég þakka Sigurði og öllum gestunum sem hafa hingað komið í kvöld og Pétri og Laufi fyrir að taka upp og senda út og ykkur sérstaklega sem hafi verið að hlusta og horfa og breytt þessu spjall okkar í fjölmiðlun. Ég minni á eins og ég geri oft að þið geti hjálpa okkur við að byggja upp dreifikerfi samstöðuna með að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar. Bentum á að hér sé áhugavert efni að finna og að við séum á Facebook undir nafni Samstöðurinnar, á YouTube undir nafni Samstöðurinnar, á öllum hlaðvarpsveitum undir nafni Samstöðurinnar og einstakra þátta hér á Samstöðunni. Við erum í útvarpinu 89,1 á FM og það má líka finna þær útastendingar á spilaranum, spilari.is á netinu og svo er spilari líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á Samstöðun og allar íslenskar útastöðar hvað sem er í heiminum, alls þar það sem er nettinging. Við erum komin í síman til þeirra sem eru svo lukkuleg að vera með sjónvarpssetningarnar sínar frá símanum.
Þar eru númer 5 á fjarsteiningunni, kannski mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni sem 24 tíma sólarhring 7 daga vikunar allan ársins hring, samfélagsumræði við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðurinnar. Þið sem viljið taka þátt í því að byggja upp samstöðuna, geti gert áskrifendur. Þið farið þá inn á samstöðun.is, það hnappur sem ástendur áskrift. Þar getið skráð okkur fyrir 2.500 krónum, þið megi borga meira þið viljið og þið sem kjósið getið látið áskriftina renna sér félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem við sjáum hér og heyrið í boði áskrifenda og við þökkum kærlega fyrir það. Kannanir sýna að það eru 40.000 mann sem að horfa á þætti samstöðurinnar eða hlusta í hverju viku. Af þeim eru 1.300 sem að borga áskrift og það allt sem að þið sjáum hér og heyrið í boði þeirra. Ef þú ert ekki ennþá orðin áskrifandi en vilt gerast áskrifandi, þá hvetið þið til þess að gera það sem fyrst. Það hjálpar okkur til þess að móta svona stefnuna inn í sumarið og fram í haustið. Við erum að hugsa hver næstu skref geta orðið í uppbyggingu samstöðurinnar. Þannig að ef að þú kannski ert löngu búin að ákveða að gerast áskrifandi, þá hvetið þið að láta verða að því. Þetta nóg í bili í kvöld. Ég segi góða nótt og sjáumst aftur annað kvöld klukkan 8, þá hefst rauðaborðið að 9. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka